Gott kvöld og hjertanlega velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og verð með ykkur hér ásamt Oddnýju Eir og Birni Þorlákssyni. Útsendingu stýrði Laufey Líndal en hér við Rauðaborðið fáum við marga góða gesti í kvöld og þá verður samtalið fer vítt og breytt. Hér í lok þáttar kemur Frosti Sigurjónsson, fyrrum alþingismaður, til Oddnýjar Eirar en hann það sem kallað efasemdamaður loftslagsbreytingar af mannavöldum og ætlar svona að viðra þær hugmyndir við hana Oddnýju. Reykjadúm svona Dúmfestival sem tónlistasena, harðkjarnafestival sem framferir núna helgina og ég fékk hingað til mín Hörð Jónsson, eitt skipuleggjanda og sem spilar jafnframt á hátíðinni til þess að leiða mig svona í allan sannleikann þessa harðkjarnastefnu. Nú, Finnur G. Olgusson, leikmyndasmiður, hann mætir til Oddnýjar en Finnur hefur verið mjög gagnrýninn á fréttaflutning RÚV vegna þjóðarmorðsins á Gaza. Þannig að ég mæli með að fólk, svona staldri sérstaklega við það spjall, hann hefur marga góða punkta. Björn Þorláksson fær góða gesti til sín en hann ætlar nú að hefja umfjöllun Bridge hér við Rauðaborðið. Björn fær til sín að þessu sinni þau Matthías Ímsland, Sigur Pál Ingibergsson, Maríu Haraldsdóttur Bender, Önnu Guðlaugu Nílsen og Hallveigu Karlsdóttir. Þetta eru Bridge spilarar og var mikið fjör hér við borðið skildist mér. Við byrjum þáttinn hér rétt eftir auglýsingar á þeim Vilhjálmi Árnasyni, þingmanni Sjálfstæðisflokks, Fida Abu Libde, varaþingmanni Framsóknarflokksins, Þorbjörgu Þorvaldsdóttur, bæjarfulltrúa Garðabæjarlistans og verkefnastjóra Samtakanna 78 og Sögu Kjartansdóttur, sérfræðing í vinnumarkaðsmálum hjá ASÍ. En þau settust hér með mér og fóru aðeins yfir málefni flóttafólks, atvinnufrelsi og margt fleira og svolítið yfir þessar kerfislægu hindranir sem að virðast stífla allt í rauninni. Virkilega áhugavert og gott spjall, þverpólitískt og ég mæli með að þið staldrið því við og ég fylgist hér með nokkrum auglýsingum, örstuttum og komið svo aftur í spjall flóttafólk. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og við ætlum að ræða flóttafólk að þessu sinni. Það auðvitað af nægu að taka. Þetta svona heit kartafla sem að flokkar og fólk eru að kasta á milli sín og það eru alls skipta skoðanir á hvaða leiðir eru bestar á hér að opna landamæri, á að loka þeim hreinlega og þar fram eftir götunum. Hingað komin Fida Abu Libde og Vilhjálmur Árnason, Þorbjörg Þorvaldsdóttir og Saga Kjartansdóttir. Verið velkomin. Takk fyrir. Takk. Ég ætla kannski að fá að byrja á þér, Toppa. Ég las svo magna greina pistil eftir þig sem birt var á Vísi í síðustu viku.
þar sem að þú varst að tala mikilvægi fjölskyldusameininga og þetta er svona eitt af þessum svona grunnstóðum flóttamannakerfisins einmitt að frelsi til þess að hafa samfélagi sitt og fjölskylduna sína nærri. Akkurat. Og að þínum mati hefur þetta svolítið svona, dottið upp fyrir og Já, það kom mér bara rosalega óvart þegar ég heyrði af því að ríkisstjórnin hefði ekki framlengt samning sinn við IOM, sem er alþjóðlega fólksflutningastofnunin. Hann rann út núna 31. mars. Og verandi úr sveitastjórn, þá finnst mér að skipta svo rosalega miklu máli að við höfum í raun og veru öll þau tæki til þess að hjálpa fólki að bara koma undir sér fótum í samfélagunum okkar. Og eitt af því er að hafa aðgang að fjölskyldusameiningum. Og þarna er í raun og veru verið að binda hendur starfsfólk okkar. Þau hafa ekki sömu tækifærin til þess að koma á þessum fjölskyldusameiningum. Og það bara finnst mér ekki gott og mér finnst heldur ekki gott einhvern veginn að það verist engin umræða hafi farið fram þetta. Þetta kemur ekki einu sinni fram í fundagerð ríkisstjórnarinnar frá 14. mars. En samt er vísað í fund ríkisstjórnarinnar 14. mars í tölvupósti til sveitarfélaga. Þannig að ég átta mig ekki á umræðuleysinu og mér finnst þetta vanhugsuð ákvörðun og ég held að svona almennt þá bitnar aukin harka í málefnum flóttafólks auðvitað á fólkinu sjálfu en ekki síður á samfélaginu sem að síðan taka við þeim og þar finnst mér skipta máli að við sem erum á sveitarstjórnarstiginu segjum eitthvað. Þetta hefur ekki góðar afleiðingar. Lásuðu pistilinn Tóbi? Ég las það ekki en ég er búin að akkurat var að kynna mér máli í gær og að samningin við barna félagsmálaráðherra rann út og það var ekki endurnýjað og ég var einmitt að tala við Rauða krossin í gær og þá fekk ég að heyra 4 börn, ég ætla bara að lesa Asma, Amal, Fathi og Sultan sem hafa fengið samþykkt dvalarleyfi á Íslandi á grundvelli fjölskyldusameiningu. Pabbi þeirra er á Íslandi og þau eru þannig íslenska ríkið búin að viðurkenna að þau eru neyðarástand og þau búin að fá leyfi á Íslandi og svo er hann að reyna að fá þeim hingað en það er náttúrulega búið að segja upp samningin og þau eru stödd norðurhluta Gaza þar sem hjá UNICEF þar en samninga aðalega sem er að flytja fólk með lögrétt eiginlega með að búa á Íslandi, með dvalarleyfi á Íslandi stofnanir sem er sá flutningi þeirra til Íslands það er búið að segja samningin upp þannig þau komast ekki en við erum samt búin að viðurkenna að þau eru neyð og hafa leyfi til þess að vera á Íslandi en segjum svo upp samningin til þess að flytja þeim þau eru bara föst á Gaza norðurhluta Gaza, komast hvergi og faðurinn veit ekkert við hvernig á að tala, það búið að segja upp 3 samningum við Rauða krossins þannig þau eru ekki búið að segja upp kjölfar þess 13 starfsmönnum þannig þau eru ekki með starfsfólk til þess að geta svara faðurinn og það er engin svör það einhvern veginn hvað á að taka við þú veist, ég skrifa þessa grein hún vakti enga athygli mína já, þína en þú veist, þannig að ég átti mig oft ekki, þú veist, ég veit ekki hvað og ég held að við eiginlega enginn fengi neinn svör það nákvæmlega hvað á að taka við í þessum efnum, þú veist, í raun og verið bara verið að koma í veg fyrir fjölskyldusamningar þeirra sem að búa við verstu mögulegu stöðuna fólki sem að á fjölskyldu á stríðshrjáðum svæðum já. Þannig að, og líka, þú veist, af því að það er eins og Fíta var að segja, þetta er fólk sem hefur rétt á að sameinast fjölskyldunum sinni en það er bara verið að gera þarna svo miklu erfiðara stundum ómögulegt en líka bara þau þurfa hugsanlega að leggja þá í miklu meiri fjárútlát og koma sér í alls konar slæmar aðstæður til þess að láta það takast. Fara eftir ólöglegum leiðum hugsanlega og svo líka, það var annað, það var þessi samningur við þessa stofnun en það var líka verið það var ekki endurnýjaðir samningar við Rauða krossin varðandi fleira, varðandi félagslegan stuðning sem þau hafa verið að sína vera með fyrir umsækjendur alþjóðlega vernd og gistiskýlið í Borgartúni sem mér fannst agalegt að heyra af því að það er úrræði þar sem að sofa skilst mér 10 einstaklingar á hverju nóttu og þetta eru einstaklingar sem að komast hvergi annar staðarinn, þau komast ekki inn í gistiskýli Reykjavíkurborgar eða annarra sveitarfélaga og þetta fólk er bara leiðin á göttuna þar sem að það er svo útsett fyrir misneytingu, fyrir mansali þannig að við höfum ágjörð þessu og finnst þetta eiginlega bara agalegt sko.
og að taka í burtu einhvern félagslegan stuðning til að hjálpa fólki bara að halda geðheilsu einhvern veginn á meðan að þessu ferli stendur. Viljumur, þinn flokkur hefur nú kannski, var og hafði svona svolítið harðlínustefnu svona undir það síðasta og breytti meðal annars lögum fjölskyldusamningar og sem að reyndar verið að skerpa á og breyta aftur einhvern veginn núna en ekki til hins betra, það verið að herða enn frekar. Við sátum saman og fundi núna fyrir nokkrum dögum síðan í Háskóla Íslands sem var virkilega góður fundur og ég hugsaði með mér mikilvægt að hafa svona opið samtal oftar. Þannig að sérstakt hrós fá þeir sem stýra þessum fundi. Þú talaðir svolítið svona með öðrum hætti. Mér fannst svona ákveðin svona stefnubreitingi í því sem þú hafði fram að færa. Mér fannst þú bara frekar, mér finnst bara það sem þú sagðir frekar fínt. Hvernig horfir þetta við þér? Hvaðan kemur þessi stefnubreiting? Já, það er nefnilega málið að það sem er kannski að gerast þarna að þú upplifir þetta sem stefnubreitingu að ég held að þarna hefur bara verið eitt fyrstu skiptunum sem að okkur sjálfstæðismönnum tókst að fá að koma því í gegn sem við höfum alltaf sagt. Stefnan okkar hefur alltaf verið mjög skýr í útlendingamálum en þetta sýnir bara hvernig umræðan hefur verið þennan stóra, flókna en mjög mikilvæga málaflokk að það hafi ekki alltaf verið allar staðreyndir upp á borðum og fólk stundum að tala í sikkur áttina og það sem var kjarninn í mínu máli þarna og hefur alltaf verið frá því að ég kom að því að ræða þessi mál innan flokksins og innan alþingis en líka bara eins og ég fór yfir að fundunum, mín aðkoma er alveg frá því ég var lögreglumaður á Keflavíkurflugvelli og tóku móti hælisleitendum og hefur með þess að tekið þátt í að fylgja þeim aftur til síns heima og var svo í allsherjar- og menntamálanefndinni á þinginu í gegnum breytingar á útlendingalöggjöfinni og umræðu þessi mál að þá skiptir svo miklu máli að við erum að tala tvö mismunandi kerfi. Annars vegar atvinnu- og dvalarleyfiskerfið þannig að fólk bara kemur hér að eigin vilja og sækir dvalarleyfi eða atvinnuleyfi og þau uppfyllingu skilur og þá komast við gegnum þetta kerfi. Og svo er það verndarkerfið sem að við höfum sem aðilar að sáttmála Sameinuðu þjóðanna alþjóðlega vernd. Þar sem við höfum búið til félagslegt kerfi sem að við viljum hjálpa fólki í neyð. Og þar viljum við að aðeins færi fólki í gegn sem að það þurfa að halda og hafi rétt. Þannig að þeir sem að vilja fá betra líf en kannski uppfyll ekki þau ströngu skilyrði sem í verndarkerfinu að þeir hafi þá aukin tækifæri til þess að koma gegnum hitt kerfið. Þetta hefur alltaf verið skýr stefna Sjálfstæðisflokksins. Við erum frjálslyndur flokkur í því leytinu til að við trúum á einstaklinginn og veruleika hans óháð uppruna og kyni og aldri og trúarskoðunum öllu saman. Og því er hann velkomin í okkar samfélag en við erum mjög íhaldssum á okkar íslensku kristilegu menningarlegu gildi sem er náttúrulega bara kærleikurinn og manngæskan og allt þetta. Þau þurfa ekki að trúa á Krist eða verið þeirri trú en það er bara þau gildi sem okkar samfélag er byggt upp á og við höfum gert okkar samfélag svona gott og þannig að það er svona grunnurinn okkar samfélagssáttmála og við erum mjög íhaldssum að halda í það. Nú, ætla ég bara að skjóta inn í að því að þú nefnir hérna kristilegu gildi, ég meina þetta er auðvitað bara, þetta er allt sömu gildin en allra trúarbragða, þetta er allt sami guðinn. Ég veit það, ég er að segja við byggðum okkur upp frá þessum og ég er að segja að það þurfi ekki allir að trúa á því að vera í kristinni trú, ég segi bara svona er okkar samfélag byggt upp, ég er bara að tala um það og það er þessi menningarlegu gildi sem ég er að tala það sem við erum mjög íhaldssum og við getum alveg látið líka hluta hvort við köllum hann kristilu eða ekki, bara okkar menningarlegu gildi
sem við erum mjög íhaldsumum og viljum fylgja. En hver eru þessi gildi? Og þessir innviðir. En hver eru þessi gildi? Þau eru nú fyrst og fremst á mannréttindalega toga sem ég talaði áðan. Þessi kærleikurinn og það að við höfum trú á einstaklingnum. Og þannig að við viljum bjóða alla þá velkomna sem að vilja standa hér á eigin fótum og fara eftir okkar gildum. Þannig að það eru svona þau grunnskilyrði, en svo bara vil ég benda á það að bæði kerfin eru svona einhvern veginn reglusett til þess að halda þessu í einhverju formi. Það er ekki hægt að hafa hvorugt kerfi algjörlega galopið. En við segjum bara því opnara sem hið almenna kerfi er, dvalarleyfis og atvinnuleyfis, því ætti þá að vera minna álag á verndarkerfið og þá ætti verndarkerfið að vera betur í það stakk búið að takast á við þá sem það raunverulega eiga heima. Og svo bara þeir sem að fá svo vernd og uppfylla skilyrðin þar, þeir geta farið inn í almenna kerfið. En það sem að við erum svolítið... eins og staðan núna, þá almenna kerfið bara eiginlega ekki til fyrir fólk utan Schengen. Það eiginlega rosalega lítið svona sveigrúm til þess að koma hingað og sækja atvinnuleyfi. Fólk auðvitað alls konar. Við erum átt okkur af því og við þurfum líka að taka á móti öryrkjum og fólki sem í mjög slæmu ásigkomulagi alls konar og andlega, líkamlega, allt þetta. Við bara berum okkur skildur gagnvart alþjóðasamfélaginu. Þær skildur eru settar inn í verndarkerfi. Annarkvæmt uppfyllir skilyrðin þar eða ekki. En hinir koma svo í gegn. En það sem ég að reyna að koma eru þessar sérstöku aðstæður til dæmis sem voru teknar út úr lögunum og það verða þannig og þetta sveigrúm fyrir þennan hóp sem kemur kannski úr ofsóknum þó að heimilandið sé ekki á skrá yfir hættuleg lönd útlendingastofnunar, þú veist, þau eru með lista þá fellur þessi manneskja einhvern veginn á millikerfa. Já, það viss skrá það, hvort að það bara eitt að vera frá einhverju landi sé svona hættuleg, en við erum líka með í okkar verndarkerfi að eiga að líta á málefni hvers einstaklings og taka það þannig En það gerst? En það ekki gerst? Jú, lögin verða að vera, við verðum líka átt okkur því og við erum búin að breyta þessu töluvert og liðka fyrir sumstaðar og gera hlutina skýrir annar staðar. Það búið að vera gríðarlega miklu þverpólitískar breytingar á þessu kerfi alveg frá 2014. En þú myndist á verkalýðshreyfinguna í Já, og það í þessu almenna kerfi að eins og ég tel að lang 99% af fólkinu sem hefur komið og sótt hér alþjóðlega vernd sé bara gott og duglegt fólk sem vil koma hingað og eignast betra líf. Já. En stór partur af því og full stór partur eru efnahagsflóttamenn sem að komu inn í kerfið að því þeim var seld þessi hugmynd gott líf og þau hafa bara þessa leið að reyna á það hvort þau uppfylli skilyrðin alþjóðlega vernd eða ekki að því að þau eru utan EES eins og fólk frá Venesúela, bara mjög duglegt og gott fólk og ekkert fjarlægt okkar menningu og þannig að þau að því bara fyrir eitt að vera frá þriðja ríki sem sagt ekki innan EES-samningsins þá geta ekki bara sótt hér atvinnuleyfi nema að vera með einhverja sérfræði þekkingu eða að það sé búið að auglýsa starfið sem þau eru að fara að vinna í á evrópska efnahagsvæðinu. Og kannski þetta sérfræðingar en þau eru bara ekki konum með vinnu samkvæmt þessari sérfræðing og þá komast þeir ekki inn. En af hverju, að því hún nefndir að verkalýðshreyfingin hefði staðið svolítið í vegi fyrir þessu og ég ætla kannski að gefa bara, fylgdustu með rauðborðun fyrir? Já, ég gerði það. Já, ég hlustaði á viðtali. Já, og var eitthvað svona, eitthvað í málflutningi vilja sem að svona stakk þig? Já, það raunir rosalega margt sem ég geti sagt, en mér langar að byrja kannski að taka fram til að efnahagsflóttamenn eru bara fólk sem að leita sér að tækifærum í öðru landi og möguleika að skapa sér betra líf. En ef við ræðum þetta atvinnuleyfakerfi,
þá fór ég nú bara, af því að þegar þú bauðst mér í þáttinn, þá fór ég að skoða umsagnir Alþýðusambandsins aftur í tíman, alveg til 2002, sem sagt, alls konar breytingar á lögum atvinnuréttindi. Og það er bara sama stefið þá og við segjum núna, við viljum bara geta passað og haft gætur á kjörum fólk sem að kemur hingað að vinna. Og fólk sem að frá löndum utan EES margt hvert, ekki allt. Við fáum líka forritara frá Kanada og Bandaríkjunum og svona, og við höfum minni áhyggjur af þeim á vinnumarkaði, en margt hvert frá löndum þar sem að laun eru miklu lægri en hér, kjörverri, og fólk kemur hingað, það þekkir síður réttindi sín heldur en aðrir, líklegra til þess að samþykkja lægri laun og jafnvel undir kjarasamningum og ólíklegra til að leita sér aðstoðar af því að þau eru hérna á grundvelli þessa leyfis. Þannig að okkar varnaglar varðandi breytingar sem á að gera á lögum atvinnurétt útlendinga hafa alltaf verið fyrst og fremst á þessu, bara að við getum tryggt að við getum haft eftirlit með kjörum þeirra, því að við viljum að fólk getur komið til Íslands að vinna og skapa sér gott líf fyrir sig og börnin sín. Við viljum að það getur fengið fjölskyldusameiningar, en við viljum ekki að það sé gert að þau lendi að þau séu hérna að vinna í slæmum störfum við slæm kjör og það myndist einhver mjög lagskiptur vinnumarkaður sem við sjáum alveg vísi á núna. Við viljum ekki festa það í sessi, þið vitið. Og það eru okkar varnaglar alltaf. Ég meina við sjáum þriðjungur félagsmanna Alþýðusambandsins eða eldafélag Alþýðusambandsins fólk með erlent ríkisfang. Og auðvitað fæstir af því samt frá löndum utan EES, en þó 10% þeirra sem við hittum í okkar vinnustaðaeftirliti eru sem sagt fólk utan EES, svokallaðir þriðjuríkisborgarar. Og alvarlegustu málin sem að koma inn á okkar borð, og ég get bara nefnt eitt mjög opinbert mál, walk-on málið, það var það þriðjuríkisborgara sem eru hagnýttir með þessum hætti eins og við erum öll búin að heyrum. Þannig að það eru réttmætar ástæður fyrir því að við skilgreinum fólk á þessum leyfum sem berskjaldaða hópa, sem að þarf að hafa sérstakt eftirlit með að þeirra kjör sig í lagi. Þannig að það nú svona grundvallarpunkturinn. Ég kannast ekki við að, allavega kemur það ekki fram í þessum umsögnum Alþýðusambandsins, að vera prinsip allt á móti því að fólk komi hérna að vinna frá þriðjuríkjum. Við þurfum hins vegar að hafa einhverja varnagla og við höfum til dæmis talað fyrir því og gerðum það núna á síðustu árum að leyfunum væri breytt þannig að fólk væri minna upp á atvinnurekandan komin og því var til dæmis breytt þannig að atvinnuleyfið ekki bundið lengur við tiltekinn atvinnurekanda heldur atvinnugreinina. Það gefur allt sem að valdeflir fólkið sem að hefur leyfið gott á okkar mati því að það eykur líkurnar á að þau gerir kröfur og þau leiti til stéttarfélagsins og framvegis. En ég bara tek fram að það allt þetta sem að sagan nefnir að það á við að mjög stóran part af vinnumarkaðnum í dag og það eru margir berskjaldar þó að sé kannski fleiri frá þriðjuríkjum, en það á bara við mörg lönd Evrópu líka sem að fólk berskjaldar og þannig að við þurfum hvort sem að þessi opið fyrir fólk frá þriðjuríki ekki að koma að hafa þetta allt í lagi. Við viljum og atvinnulífið, verkalýðshreyfingin og stjórnvöld hafa verið að vinna saman að þessu með vinnustaða heimsóknunum og vinnustaða eftirlitinu. Vísu var nú kvartað yfir því að það hefur verið erfiðast að fá aðkomu að verkalýðshreyfingarna fylgja því eftir, en hvað það að við viljum ekki að fólk sem að kemur hingað og vinnur hjá okkur búið við slæm kjör og því höfum við verið að gera það allt saman. Þannig að það sé einhver afsökun fyrir að halda girðingunum of háum finnst mér ekki vera bara verkefni sem við þurfum að finna lausn á hvað sem fólk frá þriðjuríki gera að vinna þetta ekki. En nú þú valdið það svona svolítið ykkar megin í svolítið langa tíma. Og það er það sem við höfum verið að gera. Við höfum verið að reyna að rýmka þetta jafnt og þétt og við hefum náð að koma þá rýmri í kröfum fyrir þá með sérfræðiþekkinguna. Þannig hefur við náð að geta rýmkað og aukið tækifæri sérfræðinga og fólk frá þriðjuríkjum að koma. Við hefum verið að reyna að gera aðeins fyrir námsmenn líka og við hefum verið að lengja hvað námsmenn með verið lengi, hvað aupirar og fleiri með verið lengi þannig að við erum alltaf að reyna að rýmka þetta. En ég ætlaði samt alveg að taka fram að í þessu eins og öðru þá þurfum við samt alltaf að hafa einhverja reglusetningu. Þannig að
að það verði ekki of einsleitur hópur eða það verði þannig að við fáum bara fólk frá Venezuela en ekki frá einhverju öðru ríki sem fólk langar líka að koma að vinna hérna frá, þannig að er einhver hlutfallaskipti. Skiptir það máli samt? Já, býtu. Ég er bara að segja að það er kannski... Skiptir það máli? En býtu, ég ætla kannski frekar að segja að það sé þá ekki bara kannski umskipti heilli atvinnugrein og annað slíkt, þannig að við þurfum líka að tryggja bara fjölbreytileikan og að við sem samfélag og þannig að við viðhöldum þróuninni, þannig að við getum fyllt þróuninni með þessum eftirlitskerfum. Heldur sagja að þetta sé ágefni að hér komi bara taki heil þjóði yfir eða einhver ákveðna vinnugrein? Ég hef ekki sérstakar ágjör á því sko, en mér langaði að segja af því að Vilhjálmur nefndi til dæmis au pair, þessi vistráðningarleyfi sem að voru rýmkuð núna nýlega. Á sama tíma þetta eru fólk, yfirleitt unga konur frá löndum utan EES sem koma að vera au pair á íslenskum heimilum og það hefur orðið mun algengara núna að það að koma í staðin fyrir áður komið að meira og minna frá Evrópulöndum, oft frá Þýskalandi og svona, en núna það mikið að koma frá Filippseyjum og það svona eitthvað trend sem við erum að sjá og þetta miklu meira vesen að fá au pair frá Filippseyjum heldur en frá Evrópu, þú þarft að fara í gegnum miklu meira pappisunnu og svo framvegis og dýrara en það mjög mikil ásókn í þetta og það voru nú bara leyfi vegna svona vistráðninga voru yfir 100 2023 og þetta hefur bara farið mjög færst mjög í aukana og sama tíma og við erum að rýmka þá var Noregur að banna au pair frá löndum utan EES vegna þess að það komu upp misneytingamál trekk í trekk og vegna þess að þau sagði bara við getum ekki tryggt öryggi þeirra, þær eru inn á heimilum fólks, það enginn sem getur raunverulega haft eftirlit með þeim og þær eru bara í þannig stöðu, þær mega ekki vinna á Íslandi, það er ekki litið á þetta sem vinnu, en við höfum séð hér á Íslandi mjög, heyrt bara mikið af frásögnum og sé mörg merki það að þarna sé verið að ná sér í ódýrt vinnuafl inn á heimilið, í þrif, í barnagæslu, til að brúa bilið og svo framvegis. Og þessu höfum við áhyggjur af og þetta akkúrat finnst mér vera svona dæmi sem að sýnir þessi sjónamið sem við erum að tala það er annars vegar að vilja að gera fólki kleift að koma að vinna á Íslandi sem að verkalýðshreyfingin ekki á móti, síður en svo. En ef við getum með engum móti tryggt öryggi þeirra, hvers konar samfélagi erum við þá að búa til, þú veist, og ég vil ekki búa í samfélagi þar sem við erum með þjónustustúlkur á heimilinu, þið veitir, það er ekki það sem við viljum, sem eru eiginlega án launa. Brúnar þjónustustúlkur á heimilinu. Já. Mér langaði svolítið að tala vegna þess að þú nefndir gildi og allt svoleiðis. Ég velti fyrir mér hvort að þessi gildi, þau birtast auðvitað í gegnum löggjöfin okkar, ekki satt. Þú veist, þannig að mér finnst bara, það sem mér finnst auðvitað skipta máli er að fólk sem kemur hingað, það fylgir íslensku reglum og íslensku lögum. En þá hefur ríki líka ákveðna skyldur gagnvart fólki að upplýsa þau, þú veist, vel það, bæði, þú veist, einhvern veginn hvaða gildi við höfum í hávegum, það er að segja til dæmis varðandi mannréttindi, kvenréttindi og annað slíkt. En svo líka bara hvaða lög gilda og þannig fyrir mér snýst þetta miklu frekar það að einhvern veginn að gefa fólki tækin til þess að geta þá gengið inn í þetta samfélag frekar heldur en að við séum einhvern veginn að horfa til þess að við viljum helst ekki fara fólk frá þessu ríki eða þú veist eitthvað svoleiðis að reyna að stýra því hvaðan fólk kemur. Ég held að það sé í raun og veru bara óraunhæft ef við ætlum að rýmka það, þú veist að fólk geti sótt dvalarleyfi og atvinnuleyfi og annað slíkt, þá stýrum við því auðvitað ekki hvaðan fólk kemur og það verður, þú veist, fólk mun koma frá ríkjum þar sem kannski litla atvinna hafa og annað slíkt en þá skiptir bara rosalega miklu máli að kerfin okkar séu undir það búin og geti þá, þú veist, við getum hjálpa fólki að bara skilja Íslands samfélag til þess að geta svo tekið þátt í því. Ég ætla bara kannski taka undir með gildin að við gerum kröfur að fylgja lögin sem gilda á landinu en ekki gildin okkar, gildi sjálfstæðisflokkana, gildi framsögða, mismunandi myndli einstaklinga okkar gildi. En svo segjum við að já, fylgja lögin en til dæmis segjum að ég væri ekki með íslenska ríkisborgararétt og ég keri bara brunanir Alþingi núna og fæ sekt upp 200.000 kall, þá get ég ekki sótt ríkisborgararétt. Mér að segja, lögin ekki heldur
eru ekki svona jöfn á alla, ekki fyrir fólk sem eru komað frá þriðja ríki. Ég má ekki, ég passa mig á Reykjanesbrautina, ekki fara áfram, ég segi bara svona. En við erum að ekki bara að fylgja okkar lög í landinu, heldur líka íþyngandi lög sem eru bara, já, fólk af, flotta fólk mega ekki vera mannleg, mega ekki gera of hratt, mega ekki gera hitt og þetta, þá hefur það áhrif á þeirra dvöl, þeirra framtíð barnanna þeirra. Við erum að ganga of langt með að láta þeim að fylgja lögin. Og svo einmitt þetta með eins og með inngildinguna og þetta og tungumálið. Við tölum það á fundunum en það er svo mikið atriði að gera fólki kleift og þar gæti vinnumarkaðurinn til dæmis bara bætt sér stórkostlega vegna þess að fólk þarf að læra íslensku og það þarf að læra íslensku á vinnutíma og það er eitthvað sem ef það á að komast almennilega inn í íslensku, þetta er flókið mál. Ég langar að bæta hér við að bara af reynslu að ég komast inn í íslenska samfélagi og menningin þegar ég byrja að tala máli. Það er mjög mikilvægt og skildi alveg hvað að gerast í kringum mig og hvað tekið þátt í umræðuna, ákveð að gefa kost á mér á þingi, ekki að því ég af erlendi uppruna heldur að ég vil taka þátt í umræðuna nýsköpun, orkumálum, bara vera með í þessu og háð hvaðan ég kem. En svo nú ég, í vinnu og á þingi og svoleiðis, en ég teka mér að kenna íslensku fyrir fólk af erlendi uppruna kvöldið fyrir fólk sem eru ólæs. Það ekkert í boði fyrir þá. Ekki að vinna tíma og stór hluti af hópin sem kemur frá Venezuela til dæmis eru ólæs. Og það ekkert að benda þeim á appum eða gefa þeim hádegishlé til að hlusta á einhver fyrirlestur. Það að kenna þeim á arabísku, á móðurmáli sitt eða á spensku. Þannig þetta alveg aðgengi, það tók mig, en það back in the days, fyrir 29 árum síðan, tók mig 10 ára að klára menntaskóla, ekki af því ég eitthvað illa gefin. Mig líka. Já, það bara, ég gat ekki klára stúdentspróf fyrir en ég var búin að taka íslensku uppi 400. Það bara engin undan þá ekki neitt og háskólanámi tók ég á ensku. Við erum að biðja útlendinga eða fólk sem að flytja hingað. Þeir ekki að flytja hingað af því þeim list vel á Íslandi eða gott viður en neitt þannig. Þeir eru neyð, þeir að leita tækifærum og erum að segja, ok, komi hingað, nei, hérna lefi, en þú bara först norður hluti Gaza í smá tíma, þá til við erum búin að ákveða hvernig ætla að koma ykkur hingað, ok, þeir eru komið hingað, þeir verða að læra málið, hvar, hvernig, þeir verða bara að gera. Og fyrir hvaða peninga, því að námskeiðin eru dýr. Þó við viljum fá duglugt fólk, við erum að gera þetta svo erfitt fyrir þá að gefa tilbaka til samfélags. Við erum að jaðarsetja fólk og það alveg rétt og ég líti ekkert á þetta að sé verið að setja peninga, það bara verið að fjárfesta í þessu. Það verið að fjárfesta því að fá að njóta hæfileika þessa fólks og við erum að fjárfesta því að þau fá að njóta okkar samfélags. Og það gríðarlega... Eins hræðilegt og mér finnst fjárfesting fólki hljóma, en ég læta líka milli hluta. Já, bara þegar þú ert að tala peninga, þá verðum við að þola það til þess að upp á skilíki. Og við líka á endanum, þú veist, að því við erum að tala peninga og fólk, sem að ég skil vel að setja fólk svona pínu, en það líka sparnaður í því fólkin. Að taka vel á móti fólki. Þú veist, við erum að koma í veg fyrir alls konar vandamál, þú veist, sem að bara eru fyrirsjáanleg en hægt að koma í veg fyrir. Bara félagsleg og heilsufarsleg og það er nefnilega óbúslega mikilvægt að hlúa vel að fólki. Mér langar rosalega að velta einu upp, varðandi atvinnuþátttöku fólks frá þriðja ríki, af því að nú erum við þegar með hóp sem dvelur á Íslandi og dvelur löglega en má eiginlega ekki vinna, eða það eru mjög mikla girðingar settar og nú ég að tala umsækjendur alþjóðlega vernd sem hópur sem hérna á landi hverju sinni og að bíða eftir þessi fjallaði málið þeirra. Þau mega tæknilega sér vinna en það eru alveg gríðarlega háar girðingar að því. Þú þarft að flytja út úr húsnæðinu leið og þú fær vinnu, þú þarft að finna þér leiguhúsnæði, borga fram tryggingu, sjúkratryggingu og alls konar svona girðingar sem að ýta fólki út á svartan vinnumarkað, af því að fólk vill vinna, þú veist, og það er engum greiði gerður með því, held ég, að halda fólki mánuðum saman einangruðu horfandi á vegginn, Þá erum við bara að skila, og hluta af þessu fólki fær svo vernd og verða íbúar á Íslandi og aðrir fara eitthvað annað
en þá erum við bara að skila fólki verr út, sko. Þannig að ég velti fyrir mér það, og mér langar að varpa spurningun til þín, Vilhjálmur, myndi þið vilja að umsækjendur alþjóðlega vernd gætu unnið á Íslandi? Nei, sko, það nefnilega þannig að kemur að kjarna málsins. Það sem við erum búin að ræða hér, ASÍ segir að við þurfum að fara varlega í fólk frá þriðja ríkja því það í veikari stöðu og annars líkt. Við erum búin að tala hér að við viljum ekki velja of mikið hvaðan fólki kemur. En ef við ætlum, en ég vil bara benda það, allir sem að koma á hér og vinna gegnum alþjóðlega vernd eru þá frá þriðja ríki, ekki rétt? Jú, byrju, en ef fólki sem kemur gegnum verndarkerfi frá þriðja ríki og fær að vinna hérna, það ekki þá sama áskoranir eins og nefniðu fólk sem kemur bara sjálfviljugt frá þriðja ríki. Þannig að það skiptir ekkert máli hvort að allar þessar hættur sem Saga fór svo vel hérna yfir áðan, þær eiga við hvort sem hún komir í gegnum verndarkerfið eða gegnum og það nefnilega út af þessu sem að ástæðan fyrir girðingunum í verndarkerfinu og það erfitt að fá vinnu. Það til þess að draga úr hvatanum að koma í gegnum rangt kerfi, heldur viljum við stýra fólkinu yfir í rétt kerfi. En það er ekki og vandamáli jú, það til, en það er bara ekki nógu opið. Það er ekki nógu aðgengilegt. Það snýst þessi kjarni. Og ef að almenna kerfi væri opnara, eins og við höfum talað fyrir, og að þá ertu að fá fjölbreyttur hóp þar, ekki bara þá sem að hafa trúaður komist í verndarkerfi en komast svo ekki. Þannig ég sko nú starfa ég mikið með flóttafólki. Ég í stjórn Solaris og ég fór til Egyptalands í fyrra og svona greiddi götu einstaklinga til þess að með fjölskyldu sameiningar til þess að koma yfir landamærin og frá Gaza úr þjóðarmorðinu og hinga til lands í gegnum IOM. Þannig að ég hef aldrei að þessum tíma sem ég hef verið í þessum málaflokki sem sjálfboðaliði hef ég ekki hitt þá mannesku sem að kom hingað til þess að misnota verndarkerfið. Ég hef hitt hundruð. En þú tókið það fram áðan að fólki þetta er ekki fólki sjálft. Nei, þetta er miklu meira kerfið og þeir sem að stýra fólkinu í kerfinu og þeir sem að búa til tækifærin fyrir fólkinu. En þá á bara að vera eitthvað sem getur sagt herðu, það væri nú sniðuðara fyrir þig að sækjum í þessu kerfi. En það er ekki þannig. Nei, sko, málið það að þú getur ekki bent fólkinu að sækja með almannakerfinu sem við viljum fá það í gegn, af því að það eru svo mikla girðingar að það eigi ekki séns þar. Og hverjum er það kenna? Stjórnvöldum og við höfum bara ekki verið í meiri hluta og það hefur það er nú reyndar þið eru búin að vera í minni hluta í korter. Nei, sko þið var bara átt ykkur á því að þetta er bara flokknar þegar eru 8 flokkar á þingi og 3 í ríkisstjórn og við erum ekki meira hinn, en eins og ég er búin að fara oft yfir, við erum búin allar tillögur til þess að opna almannakerfið koma frá okkur og við hefum barist fyrir þeim í gegn, bara svo það sé á hreinu. Og það sem hefur hjálpað flokkunum sem hafa verið með okkur í samstarfi og aðrir á þingi eru umsagnir verkalýðshreyfingarinnar sem að hefur hálfgert neitunarvaldi gegnum Vinnumálastofnun að þurfa að auglýsa fyrst á Evrópska efnahagssvæðinu áður en að verkalýðshreyfingin gefur leyfi fyrir Mér langar aðeins að leiðrétta þetta því að verkalýðshreyfingin eða stéttarfélögin gefa ekki út leyfin. Það er eitthvað sem heitir umsagnaréttur, það er að segja umsóknin þarf að fara í gegnum stéttarfélag sem fer yfir ráðningarsamninginn til að athuga hvort allt sé í lagi. Það er alltaf Vinnumálastofnun sem gefur út leyfið. Stéttarfélögin geta ekki gefið út atvinnuleyfi. Nei, en þau geta bent að það er ekki búið að auglýsa þetta fyrst þarna og það þarf að fara gegnum þetta kerfi og þetta er bara, þetta er orðið svo þungt að þú ert búin að fá annan starfsmenn á hann og kemst í gegnum þetta kerfi. Og það er bara þannig að þetta virkar bara eins og neitunarvald. Og Ertu sammála þessu? Nei, ég er ekki sammála því, alls ekki. Umsóknarrétturinn er notaður til að miðla okkur upplýsingum til umsækjandans, til að gera athugasemdir við ráðningarsamninga ef hann er í ólægi og svo framvegis og til að koma upplýsingum til Vinnumálastofnunar. Það er hins vegar að Vinnumálastofnun getur samþykkt umsókn þó að umsókn stéttarfélagsins sé neikvæð og svo framvegis. Sko. Það er stjórnvaldi sem að bera ábyrgð á því að gefa út leyfið. Og þetta kerfi er búið að vera búið til bæði gegnum kjarasamninga og gegnum umsagnir á lagafrumvarp og allt og þetta er niðurstaðan sem að fékkst úr þessum samráði þessu
og er búið að vera lengi til umræðu og í þróun og við erum ennþá stödd á þessum stað og þannig að fyrir vikið er þá miklu meiri hvati til þess að fara í verndarkerfið, það er eini möguleikiðinn og þess vegna leitar þangað. Það eru rosalega fáir sem komi í gegnum verndarkerfið. Við skulum bara, við skulum bara leggja það sauðspilið hérna bara. Það er mjög fáir sem komast í gegnum verndarkerfið. Það eru bara mjög fáir sem sækja hér alþjóðlega vernd. Þetta er ekki, þetta eru örfáar hæðir. 1000 manns á ári. Jú, þetta eru 1000 manns. Þú veist, Venezuela og Úkraínu, þú veist, þar erum við með... Já, en við skulum líka hafa á hreinu. Við erum í þessu EES samstarfi og þegar það verður til að þá jafnframt hækka girðingar gagnvart fólki utan EES. Það er að segja þriðaríkisborgurum. Þannig gerist þetta. Á sama tíma erum við á margra milljón manna vinnumarkaði sem að geta komið hingað að vinna ef þau vilja. Og hefur ekki skapað vandamál. Og hefur ekki skapað vandamál, en það voru vissulega áhyggjur af því þegar EES stækkaði og það var ekki bara í verkalýðshreyfingunni. Ég held að það hefur allir áhyggjur af því að vinnumarkaðurinn væri bara ekki tilbúin til að takast á þetta og það má færa rök fyrir því að við höfum ekki verið tilbúin og við erum ennþá að glíma við ýmislegt og þó að margt hafi verið gert eins og lögum starfsmannalegur og ýmislegt svona girðingar settar en það hefði alveg verið að undirbúa það betur. Lögum keðjabyrð og fleira. Já, en við erum í þessu á þessum evrópska vinnumarkaði og leið voru girðingar hækkaðar út af við og það er þetta ekkert yfir gagnrýni hafið, þetta kerfi, þetta er ekkert alveg lógist kerfi að halda fátækari ríkjum utan við evrópska vinnumarkaða. Og eins og Vilhjálmur nefndi, það voru áhyggjur af eins og stækkun, eins og með Rúmeníu og svo framvegis, það voru áhyggjur að hér myndi bara allt fyllast af fólki. Kemur ljósa að vilja ekkert rosalega margir búið. Nei, ég held að það sé nefnilega, við erum ekki alveg nafli aðeins sem við verðist alltaf, er það þeim íslensku gildi? Já, akkurat. Við erum harðgerð við erum harðgerð en mér langar líka aðeins að koma inn á að það eru því miður sem að fylgir þessu brotum allan heim er skipulag glæpastarfsemi. Þannig að... Mér finnst við ekki geta talað þetta í sömu aðdraðni. Þú veist, flóttafólk og skipulag brotastarfsemi. En við verðum samt að tala fólk í viðkvæmari stöðu. Já, en tölum þá frekar félagslega undirboð sem er náttúrulega það sem að þaðan spretta áhyggjur verkalýðshreyfingarinnar að vera svindlað á fólki og að launastigið lækki fyrir alla. Já, og er þetta ekki það sem við erum búin að ræða hér að við erum búin að reyna að gera allt í sameiningu, allskyns löggjöf, allskyns eftirlit og annað til þess að koma í veg fyrir það. Við erum öll sammála það. Það er engin ágreiningur það. En mér finnst við megum samt ekki bara að horfa fram hjá alvarleika málsins. Hér erum við með fólki mjög viðkvæmri stöðu sem er að koma hinga og leita sér að betra lífi. Og ef það er skipuleg glæpastarfsemi sem er að benda þeim á þessa leið, er að selja þeim farmiðan hinga sem er bara staðreyndin. Þetta er bara, og við getum ekki hort fram hjá því. Þú segir staðreyndin, en því að nú veit ég ekki í hvaða dæmi þú ert að vísa. En þannig að ég endilega... Ég er náttúrulega bara að vísa í áratuga reynslu mína inn í þessu kerfi, gegnum lögreglu og annað slíkt, að það er fólk sem að... Það er til fólk sem misnota kerfi. Það er bara... Já, nei, ég er bara að segja að það sé mjög stór partur af því, er að segja herru, við getum komið hér í betra samfélag, þú bara borgar okkur fyrir það og þú kemur og sækjur vernd og þú bara gerir það svona. Já, svona sem að gera sig á millilið. Já, og svo ef þú færi vendina, þá ertu að borga toll eftir að færi vendina, þú losnar ekki út úr tollinu nema að útvega 3-4 í viðbót eða alltaf 5 og er hæsta talan sem ég hef heyrt, en ef þú færið ekki vendina, þá ertu búin að tapa peninguninu og situr uppi aðstofalaus og það er mörg dæmi það að sveitastjórarnir sem að Vinnumálastofnun hefur útvegað þessum umsækjendum húsnæði í er að fá reglulega fólki sem kemur og spyr hver vinnan sín er sem þeim hafi verið lofað. Hver er vinnan mín? Við vildum koma hingað til þess að vinna og mér var sagt það því ég keypti ferðina hingað og hver er þessi vinna? Og svo fær fólk ekki vendina og það situr hér upp í marga mánuði. Já, en þetta er samt einhvern veginn... Þetta er bara rosalega stór partur af þessu kerfi. Mér finnst við bara einhvern veginn ekki að vera að tala svolítið epli og appelsínu. Nei, alls ekki. Af því það er út af þessu sem að girðingarnar í verndarkerfinu þurfa að vera skýrar
og að til þess að skipulega glæpastarfsemi sé ekki að misnota þetta. En það er ekkert í verndarkerfinu sem að kemur í veg fyrir það að einhver manneskja misnoti aðra í heimalandi sínu. Jú, það er nefnilega algjör þannig. Þannig að því skýrar sem þetta er og því hraðar sem við vinnum úr þeim umsóknum og annars slíkt og það sýnum við fordæmi og því sögðu að það væri ekkert mjög margir umsækjendur hér. Af hverju hafa aldrei verið margir umsækjendur hér? Já, því við erum Eyja og Ballarhafi. Nei, það er nefnilega ekki út af því. Það er út af því að við lögreglan hefur alltaf séð trendin. Herru, það koma svona margir frá þessu landi núna. Það er tekið á afgreitt hratt og þeim vísa tilbaka og þá sjá þeir sem eru að selja þessar ferðir, skipulega glæpastarfsemi, að þetta gengur ekki og þá kemur frá einhverju öðru landi og enginn frá landinu. Þannig að sýna festu í þessu og skýra reglur og að sé eftir þeim farið og þá erum við ekki að opna þetta tækifæri. Nei, en mér finnst samt líka svo bara þeir sem að uppfylla skilyrðin, þeir geta að koma og þeir fara í gegn. Þú veist, en mér finnst algjörlega þess virði að reyna að vernda fólk fyrir því að þau séu misnotuð á þennan hátt. Þú veist, ég er ekki alveg vissum að, þú veist, leiðirna sem að þér finnst við að fara séu rétta leiðin til þess. Þú veist, hvernig bera landamæraverðir eða hvernig ber útlendingastofnun kennsla á það, þú veist, að það sé verið að misnota fólk vegna þess að yfirleitt, eða ég allavega með það sem að ég heyri innan kerfinu á þess að vera nokkur sérfræðingur, er að fólk upplifir bara að því er eiginlega gert að vera glæpamaður þangað til úr sínu fram á eitthvað annað. Þú veist, þetta er nánast þannig, þú veist, þetta byggir á vantrausti og maður velti fyrir sér hvort að þetta sé endilega nálgunin sem er að fara að hjálpa fólki. Já, nei, ég bara byggi það á, eins og ég segi, áratuga reynslu. Þið sjáu bara gögnin. Það kemur margar umsóknir frá einu landi þetta árið. Lögreglan sér hvað er í gangi, stoppar það, vísar undir landi og það er ekki reynt að koma með fólk frá þessu. En við þurfum líka átt okkur á því að flóttafólk talar sér saman, sko. Ég hef ekki, ef ég má aðeins, ég hef ekki séð það. Sumir koma líka þannig. Já, en ég hef unnið mikið með flóttamönnum og unnið með lögregluna á Suðurnesjum og ég hef ekki séð svona dæmi. Ég veit ekki hvort þessi reynsla er bara back in the days. Það er ekki þannig í dag. Það er mikið svona skipulega glæpastarfsemi en ekki í þessu, ekki að flytja fólk og taka hluti af launið þeirra þegar að fá vernd og ég hef ekki séð þetta dæmi að gerast, heldur bara þessar smiklarar sem þau eru að borga fyrir bátinn og svo að koma til Íslands en ekki heldur áfram, en það er mörg dæmi þegar fólk er að fá dvalarleyfi og atvinnuleyfi hérna á Íslandi, ekki tengt flóttamönnum. Sem þú veist, eins og Wagon og svo leiðis, það er mörg dæmi það, en ekki einasta dæmi sem ekki flóttamannakerfinu. Jú, það eru til dómsmál það, en vísu þegar að lögreglan og Suðurnes sem hefur ætlað að fara með þetta dóm, þá hefur sá sem að hefur stýrt þessu flúuland og þannig að máli kannski ekki gengi allar leið en það eru til alveg rannsóknir. Já, en þetta, þú veist, þetta sko svolítið það sem þú ert að boða, finnst mér vera þetta. Ég er ekki að boða neitt, ég er bara að upplýsa. Já, að við séum svona að refsa einhverju mengi fólks í mikilli neyð vegna þess að það er svo auðvelt að misnúta það og í gegnum þriðja aðila sem er ekki svona Íslandi. Ég er að segja að lögin og framkvæmdin þarf að vera skýr svo að við setjum ekki fólki í þessa stöðu. Þannig að þeir sem eiga rétt á vendinni og uppfylla skilyrðin, þeir fara í gegn. Það er bara þannig og það er færfullt af fólki vendi hérna í gegnum vendakerfi, sko. Það er nefnilega ekkert rosalega margir vendi það. Jú, en ég tek alveg undir það og þau eru sendt tilbaka og þeir sem ég fór með. Já, þau eru sendt tilbaka, einmitt. Dyflin er náttúrulega bara stórkostlega misnotuð, ekki bara mínum mati, heldur hefa Sameinuðu þjóðirnar hreinlega ámynd Ísland fyrir að ofnýta þennan flækja fólki viðkvæmari stöðu í skipulag brotastarfsemi. Ég vil ekki að löggjöfin okkar sé það að hún geri það. Ég tek alveg undir það að mikið af flóttafólki tala saman og ef það fréttir að það eigi séns þarna þá kemur það sjálfurlugt. Þetta er blandað þessum hópum og svo er hópunum sem er bara sannilega neyð og kemur hingað og þau fara alveg í gegn en það er heldur ekki skrítið og líka meðal annars og sérstaklega út af Dyflinnarreglugerðinni að það sé ekkert margir sem fari hér í gegn að því að við eigum svo það eru svo rosalega fá landamæri hjá okkur
sem eru ytri landamæri Schengen. Fólk þarf alveg virkilega að hafa fyrir því að komast hingað. Og það er þannig sem Dyflin misnotuð af því að þú þarft að millilenda einhvers staðar í leiðinni og yfirleitt þú kemst ekki gegnum flugvelli, í gegnum lönd án þess að sækja eða skrá þig með einhverjum hætti. Og fólk náttúrulega bara, það bara misjafnlega vel að sér í þessum málum. Það kemur kannski með fullt af börnum í eftirdrægi eða kemur eitt og er hrætt og það lendir í einhverju landi sem flóttamaður, Evrópulandi, það kemst til Evrópu, þá þarf það til þess að komast út úr landinu eftir, þá þarf það að sækja einhvers konar vernd. Og það er þetta sem að við græðum óbúslega mikið á og notum og ofnýtum Dyflin fyrir. En kannski það ekkit, en það ekkit víst að fólk sem flúið og komið innan Schengen endilega vilja og að hagsmunir sé endilega best borgið á Íslandi. En þau langaði hingað. Þau vilja kannski vera nær sínu loftslagi og sinni menningu og sinni tungumálum. Ef þau eru á leiðin hingað, þau eru komin hingað og þau eru sannarlega viðurkennd stimpil, flóttamaður, samþykkt frá öðru Evrópulandi, þá engin leið fyrir þau að koma hingað af því að þau fá ekki eins og efnismeðferð. Þeim bara skellt. Og eins og við þá eru þau búin að fá efnismeðferð í öðru landi. Og eins og við þetta vitum að þá eru aðstæður flóttafólks í hinum ýmsu ríkjum Evrópu bara mjög slæmar og misjafnar og mér finnst þetta líka að því að nú ég líka úr hinsegin hreyfingunni, við sjáum hinsegin fólk sem að kemur svona í gegn og er fast í flóttamannabúðum þar sem það verður fyrir ofbeldi, það kemur til Íslands og sendt aftur. Þetta auðvitað, fólk býr oft við mjög ótryggar aðstæður í þeim ríkjum þar sem þau hafa fengið efnislega meðferð eða stimpil eða hvað nú er. Og þá veltir maður líka fyrir sér, bara til hvers erum við að taka þátt í þessu samstarfi ef ekki til þess að reyna að hjálpa fólki. Mér finnst við einhvern veginn svona, að því við fókusum svo mikið á það hvernig við ætlum að takmarka þetta og hvernig við ætlum að koma í veg fyrir eitthvað svona overwhelm á kerfinu okkar, þá finnst mér stundum bara að missa sjónar á því, til hvers erum við að taka þátt í þessu, af hverju finnst okkur að skipta máli, það ekki til þess að reyna að koma fólki neyð til aðstoðar, og ég get alveg skilið þín sjónarmið eins og með þetta að við viljum ekki að fólk sé misnotað og það sé að sé einhverjir að nýta sér neyð þeirra og svo framvegis, við getum alveg að vera sammála það og ég er líka sammálaður með það að við eigum að opna fyrir að fleira fólk geti unnið og komið í gegnum það kerfi en við erum sannarlega eins og Marja sagði þá erum við með flóttafólk sem að kemur svo til Íslands og er svo bara sendt aftur í flóttamannabúðir. Já, ég get sett frá mjög erfiðu máli sem að ég vakti í alla nótt yfir. Mæðgur frá Sómalíu, hann kom lögmaðurinn þeirra að Rauðaborðin gær, greindi frá þeirra máli, hann fekk það bara upp í hendurna fyrir ofboðslega stuttu síðan. Það var þá úlingstúlka sem að nemi í Flensborg sem að hefur samband við hann. Las hann í fjölmiðlum og sagði bara hjálp. Þá að senda mig og mömmu til Kýpur og það er ekkert þar og ég myndi þetta er alveg svona það er svona leirar svo ég sletta þess bara af bara erfileikum og bara svona flækjustegum í þeirra máli. Það er hægt að lesa það á samstöðum.is allt þeirra mál. Það er þannig að faðir sem er ekki lengur í myndinni, hann er hugsanlega dáinn, hann var sendur héðan og í land þar sem að hann hafði engin réttindi. Þetta er einmitt eins og ég segi. Þannig að þetta er við sem erum kannski svolítið vakin og sofin yfir mannlegu hliðina á þessu. Fyrir okkur eru þessar girðingar sem að við upplifum á skinni, okkar eigin skinni í gegnum fólki sem við erum að hjálpa, þær skipta kannski minna máli. Það sem að skiptir kannski mestu máli er bara mannlega hliðin. Að við getum tekið þetta eru 1000 umsóknir og við ættum að hafa fulla burði til þess að fara yfir og opna veita hverjum einasta einstaklingi, bara 1000 efnismeðferðir. Þetta er ekkert gríðalegt magn. Já, þá vil ég spyrja ykkur á móti, hvað er að hafa fulla burði? Er það að hafa
tilbúna húsnæði, félagsþjónustu, sálfræðinga, heilbrigðisþjónustu fyrir þess að 1000 og svo 1000 og 1000. Það náttúrulega breytist þegar fólk fara að vinna að því að það vantar sálfræðinga. Hvernig þjónustu þarf fólk? Hvernig taka móti fólki á flótta? Hvað að hafa fulla börn? Hvað geta innslískir innviðir tekið á móti fólki? Við erum með mjög gott kerfi, eins og staðan núna, allavega sé ég það virka mjög vel inn í Garðabæ. Þar sem við erum með samræmda móttöku flóttafólks, þannig að fólk sem fær stöðu flóttamanns kemur inn í það kerfi. Það bara ansi gott. Sveitarfélögin að fá greitt náttúrulega frá ríkinu með hverjum flóttamanni í 2 ár og þar, þú veist, þar kemur inn félagsþjónustan, þar kemur inn aðstoð með húsnæðismál, þar kemur inn aðstoð í skólunum og við allavega erum að sjá bara mikinn árangur af þessu og þeirri vinnu sem unnin hjá okkur í Garðabæ. Já, og hvað getur þið tekið mötu morgun? Hvað verður þetta kerfi gott? Við erum með samrænda móttöku fyrir 100 og ég held að séu 140 manns, eitthvað svoleiðis. Sem við erum að taka á móti. Það gerist aldrei. En það myndi ábyggla bara ganga vel líka. Ef við fengjum, við þurftum náttúrulega ef samfélagi stækkar, þá stækkar maður samfélagi. Það bara svolítið þannig. Já, og þú veist, og þetta og við þetta sveitafélögin hafa verið hvött til þess að koma inn í þennan samning og það hafa ekkert öll sveitafélög gert það, en þessu hefur, þú veist, við tökum í raun og veru bara móti þeim sem við getum tekið á móti, þar að segja, sem að húsnæði til fyrir. Og þess vegna lækkuðum við samningin úr held í 180, 140, eitthvað svoleið, sko. Vegna þess að við áttum okkur á því, sko, að ríki kemur og segir, herru, við erum hérna með flóttafólk og við áttum okkur á því að við ættum ekki til húsnæði til þess að bjóða fólki. Við erum bara með ár hér sem var 5-6.000 Já, ég veit, en þarna vorum við líka að díla við neyðarástand út af Úkraínu og við vorum að díla við ástand hvað ég að segja, sem í raun og veru sjálfstæðisflokkurinn býr til með því að opna á sérstaka vernd fyrir fólk frá Venezuela sem að mér fannst frábært og það fólk auðvitað flest allt bara í vinnu, allt það fólk sem kom og gengur vel og svo framvegis. En stór hluti þeirra var sendur tilbaka, sko. Já, fyrir utan það. Og sko, einmitt, ég geti talað endalaust um það líka. En ég en það sem ég að segja, þetta 2500 umsækjendur á ári, bara búm, búm, búm. Já, og það var, þú veist, Já, bara gangi okkur vel. Þetta glas óslega gott, ég taka mútið 33 millilítrum en mútið 1000 millilítrum. En það var tekið, við erum Stórland. En eins og staðan núna, þá erum við með þetta hæliskerfi sem við höfum, þetta það byrð 1000 umsækjendur á ári. Þú veist, það bara staðan eins og hún Við erum ekki, ég veit ekki til þess allan að stjórnum þetta að opna eitthvað sérstakt fyrir ykkur önnur lönd núna. Þú veist, þessi stöðu já, til dæmis en það svo mörg lönd sem ættum að opna fyrir hvað það komið 10.000 mann? Ég meina þó að það kemur, og segjum það kemur hérna 10.000 manns sem að myndi bara sækja í gegnum þá þyrftum við að stækka samfélagi, við þurfum átt okkur á því að við erum bara að gera jörðina óbyggilega hér á ansi mörgum svæðum með sko hernaðar og hvernig ætlar að stækka samfélagi svo við náum að halda og hlúa að þessu fólki, ekki að tala fólki í stöðu eða? Jú, við viljum gera þetta. Hvernig ætlum að hlúa því? Sko, hvernig tekst okkur að hlúa okkar viðkoma fólki? Það hlúir líka að sér sjálfu. Ef það fær sko inngildingu og tækifæri til. Sko? Jú, en við erum öll bara eitt. Já, en þurfum við ekki bara að sníða okkur stakk eftir vexti og gera eins vel og við getum og tekja á móti eins mörgum og höfum burði til og fara eftir skýra reglum. Ég sé að það brennur eitthvað rétt áður en að ég slepp ykkur heim. Það var bara spurt sko að náttúrulega flottamannamóttöku og allt sem sveitafélaginu að gera mjög flott en mér finnst allavega hvernig ég sé það við erum að hætta að sé hræslu og búa til áróðu taka vel á móti fólk þeir eru ekkert að fara að breyta okkar gildum, okkar trúabröðu og okkar samfélag. Mest áhætta frá þeim bara fleiri falafelbúðir og shawarmabúðir sem verða til staðar. Það eina breytinga sem mun verða. Það allavega eina breytinga sem ég hef helstar á að gera bara aukin rasismi og hægri öfgahyggja á Íslandi og hryðjuverka. Sama á ríkislögreglustjóri segir. Já, þú veist. Þannig fólk, þetta bara auðlind fyrir samfélagi. Ég horfi á það þannig. Við þurfum að taka vel á móti þeim, ég veit bara það sem kerfi lifur og með svona tali ekki að fólk finnist þau tilheyra, þá erum við ekkert að fara nánin og árangri. Einar sem þetta fólk þarf, og ég tala bara fyrir þeirra hönd, að finnast að við tilheyrum, við erum ekki einhver ögn á samfélagi, við erum engin áhætta,
við erum bara samfélagi líka. Ekki þetta fólk og hitt fólk tilheyra. Fá bara tækifæri til að blómstra. Ég veit að kostnaður samt, ég veit að tekur tíma og kenna tungumáli og komast inn í samfélaginu, en með svona viðhorf og áráðu að þau eru að koma hingað, breyta okkur og þetta verður bara eitthvað eins og í Norðurlöndum og hitt og þetta. Það fær mér til að hugsa, verð ég nokkuð tími hluti af þessu samfélagi? Já, sko, Vil ég gefa tilbaka? Og það sláandi að heyra þetta, Vili. Ég meina, þú Ég þekkir var Fítu, aldrei að þið segja vinnið það. saman. Ég var aldrei að segja þetta, Og sko. hugsaði þér að, bara, þú veist, bara svo við förum hérna aðeins á mannlegu nótundan, að Fítu þurfa að líða þannig í íslensku samfélagi vegna þess, og hún að segja þér hérna nákvæmlega bara, svona þetta. Já, Hér er ég manneskja frá þriðja... Við skulum bara hafa þetta, við skulum hafa alveg hreinu að ég var aldrei að tala um þetta sem hún er að tala hér. Eina sem ég bara spyr, við erum alveg sammála um það að þetta er tækifæri og þetta mannlega og við þurfum að hlúa vel á fólkinu, það var það sem ég spurði. Og það sem spurningi mín sem startaði sem er af þessu, hvað ráðu við að hlúa mörgum í einu? Og við Fíta þekkjum það nú úr okkar góða samfélagi í Reykjanesbæ, eins og ég fór nú yfir á fundinum, að það hefur ekkert samfélag tekið á móti jafnmörgum innflytjendum eins og Reykjanesbær. Og það hefur enginn gert það eins vel og Reykjanesbær, ég bara fullir það. Og í Myllubakkaskóla fyrir 10 árum síðan voru að mér minni 60 eitthvað þjóðerni og 45 tungumál og það gekk bara vel. Æðislegt. Og ég hef aldrei séð annað heldur en það að sveitafélagið Reykjanesbær sé mjög fjölmenningarlegt samfélagi með mjög mikið umburðarlyndi. En á þeim tíma sem að fjölgunin var gríðarlega mikil, þá fór rasismin, hræðslan og andstæðan að koma. Þess vegna er ég bara að segja það, við skulum gera þetta vel, en ef við ætlum okkur að of mikið og taka á móti mörgum án þess að vita fyrirfram hvernig við ætlum að gera það og við ráðum við það, þá fyrir við að búið til rasisma og átök og hræðslu og það er ekkert að hjálpa okkur í markmiðum. Og stjórnmálafólk auðvitað líka verður að grauta ekki saman skipulegum og það þarf mótvægi við þessum rasisma og við hatursorðræði og þú veist, ég meina það kom fram, það var plan sem var lagt fram á síðasta þingi sem var drepið, sem að ég held að það var ekkert fullkomið en það þarf samt, það þarf markvissar mótvægisaðgerðir við rasisma, að auka menningarlæsi fólks, að búa til staði þar sem fólk getur komið og tala saman, þar sem fólk getur kynst, þessi hlutir samfélög, lítil samfélög og þetta er allt eitthvað, og allt kostar þetta tíma og vinnu og peninga en allt skilur þetta sér. Já, en þarna er bara umræðan sem skiptir máli og það á ekki bara að treysta það að stjórnvöld setji pening og komi lausnir til þess að kenna öllum íslensku eða hjálpa fólki. Til þessu eru þau? Nei, byrju. Er það ekki? Ég er ekki að segja að eigi ekki að gera það. Já, nei, okay. Ég er að segja að við getum bara ekki treyst á það. Við sem samfélag þurfum að taka upplýsta umræðu og fara saman í þetta og tala tækifærin í því að því að ef að atvinnulífið fer ekki á fulla ferð í þetta, ef að félagasamtök kom ekki fulla ferð með okkur í þetta, ef við ætlum bara síðan að bíða eftir að ríkið reddi þessu og þá gerist ekki neitt. Við þurfum að gera þetta sem samfélag. Þannig að no borders eru, til dæmis Solaris, þetta eru svona samtök sem við þurfum bara öll en kannski, við þurfum öll að sjá tækifærin og sameinast í að gera þetta. Ég held að við séum bara öll sammála hérna, hér er þverpólitísk sátt akkurat það. Þakka ykkur kærlega fyrir að koma og ræða þetta. Ég verði endilega bara að fá ykkur öll aftur að borði því að við höfum svo margt að fara yfir einhvern veginn og það var virkilega gaman að fá okkur. Tókið við því að það er meira hér handan við hlé. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Komiði sæl og blessuð og velkomin í nýjan þátt hér á samstöðinni Bridge, hugar íþróttina Bridge. Bridge er spil sem stundum er stillt í sömu hillu og skákinni.
spil sem að hægt að spila á ýmsum level, á margs konar stigi. Við ætlum að svona í þessum þáttum meira að fjalla þá sem að ekki taka bridge-spilið allt og alvarlega en verðum einnig með sérfræðinga stundum. Nú með mér hér í settinu þennan ágæta morgun, þessi þáttur tekinu upp að morgni fimmtudags, Matthías Imsland sem framkvæmdastjóri Bridge-sambands Íslands, vertu velkominn. Og Sigur Páll Ingibergsson, hann á leiðinni á Bridge-mót á Hala, velkominn einnig. Í síðari hluta Bridge-þáttarins sem nú að hefja göngu sína, koma hér 3 kunnar Bridge-konur. Ein þeirra læriði Bridge ekki alls fyrir löngu, en hinar 2 eru ansi reyndar. Þær ætla að svara þeirri spurningu hvað heillaði þær við Bridge-íþróttina, en það eru einmitt konur sem eru í meirihluta þeirra sem sækja nýliða námskeið núna. Það ekki bara að þær séu að fara að stjórna öllum helstu stofnunum landsins, heldur þær að fara að leggja undir sig Bridge-íþróttina líka. Það hjálpar þeim að taka ákvarðanir, hafa þær sagt, og Bridge svo sannarlega spil sem að þú verður að taka mjög margar ákvarðanir og sæta afleiðingum. En það eru þær María Haraldsdóttir Bender, Anna Guðlaug Nílsen og Hallveig Karlsdóttir sem að koma hér í seinni hluta þáttarins. En áður en lengra haldið þá rak ég augun í það sem ég myndi kalla Bridge frétt vikunnar. Laufey tæknimaður, þú mátt gjarnan skella upp hérna mynd sem gleður. Það sá ágæti héraðsmiðill Skessuhorn sem að fjallaði Bridge fyrir nokkrum dögum undir hérna þar sem blaðið, þessi héraðsmiðill birti myndir af kempum, að ég tel. Fyrirsögnin hjá Skessuhorni var Atli í toppbaráttunni á sínu fyrsta spilakvöldi í Bridge. Og nú kann nú einhver að verða hissa því að þið hafi kannski verið í hópi þeirra sem að teljið að enginn geti náð neinum árangur í Bridge án þess að hafa spilað Bridge í 10 ár eða svo. En Atli afsannaði það nú. Og það segir í þessari frétt Skessuhorns: nýliðun nauðsynleg í öllum félögum ætli þau að halda velli til lengri tíma. Það var því ánægjulegt í gærkvöld þegar 3 ungmenni settust í fyrsta sinn við spilaborðið í Logalandi þegar Bridge-félag Borgarfjarðar hélt vikulega keppni sína í tvímenningi. Helgina áður hafði Ingimundur Jónsson, drifjöðurinn í starfi félagsins, haldið námskeið á Kleppjárnsreykjum þar sem hann fór yfir helstu reglur, punktatalningu, sagnkerfi, útspil og köll og æfði með hópi ungmenna. 3 þeirra létu svo vaða til þáttöku í sínu fyrsta keppnisbridsi. Þetta voru þau Kristín Eir Hauksdóttir, Hólaker, Baldur Karl Andrason og Atli Jónsson. Vanir spilarar tóku ungmennin að sér sem makkerar. Baldur Björnsson spilaði við dótturson sinn, Baldur Karl, Anna Heiða Baldursdóttir, takið eftir, landsliðskona í Bridge, spilaði við Kristínu Eir og Atli spilaði við föður sinn Jón Eyjólfsson. Keppni kvöldsins var eins og hefðbundið en Ingimundur liðbeindi nýliðunum eins og þurfti meðan þeir voru að stíga sín fyrstu skref við spilaborðið. Þetta svona ungur nemur, gamall temur og alveg ótrúlega fallegt þema hér í Bridge-heiminum að það að færast í vöxt að jafnvel landsliðsfólk að spila við nýliða og leiða þá þannig inn í spilið. Og sumir myndu nú segja að það væri af sem áður var þegar keppnisharkan var slík á mótum innan Bridge-sambands Íslands að nýliðar jafnvel svona hröktust frá. Það akkurat allt annað viðmót núna og við munum fjalla það í þessum þáttum. En já, ég ætla kannski aðeins að fá viðbrögð ykkar tveggja á bara þessa mjög svo krúttlegu Bridge-frétt, Matthías. Já, þetta náttúrulega bara virkilega skemmtilegt að sjá og það akkurat þetta sem þarf. Það náttúrulega eru margir nýliðar að koma í gegn og margir að læra og það svo gott þegar það verið að svona ykkur reyndur tekur ykkur að sér og kemur í gang. Já. Svona kannski 1-2 skipti
Já. Þá það svo miklu auðveldur að halda áfram. Einmitt. Og fólk sér að þetta er miklu skemmtilegra, þetta er miklu þægilegra heldur en það heldur. Einmitt. Fólk kannski miklar upp með sér að mæta svoleiðis að þetta alveg, Já. mér finnst þetta virkilega jákvætt. Og svo það líka sko að sameina kynslóðirnar. Ég man að einu sinni voru við með eitthvað innslag þar sem að var 70 ára aldursmunur á spilurum sem sátu hlið við hlið. Já, akkurat, ég held meira að það hafi verið meira. Var það meira? Já, ég held að það hafi verið 75? Já, nær 75. Já, einmitt, hugsaði sko. Að nýræður spilari er kannski með 15 ára barn, annarkoð sem makkar eða andstæðing. Akkurat. Já, það er magnað. Finnst þér þetta ekki skemmtilegt, Sigurpáll? Þetta vegna frétt og rifjar upp hérna þegar ég var að byrja. Þá var ég Hornafirði og þá tóku 2 spilarar, það sér voru kennarir í skólanum líka og kendu okkur og við vorum hann í þá sem sá 9. og 10. bekk. Það var mikill áhugi og minnst ég að við vorum þegar við vorum búinir í fótboltanum eitthvað, þá fórum við að spila sveitakefni. Sveitakefni? Já. Já. Tókum svona 1 blaði 16 spila leik og eitthvað svoleiðis sko. Þannig að þetta er svona nostalgía sem að greip maður þegar maður sá þetta. Akkurat, svo var tíðin sko, ég gerði ekkert annað í menntaskóla en að spila bridge. Ég varla mætti í tíma. Ég var bara að spila bridge. Var það svipað með ykkur? Já, ég náttúrulega var á Laugavatni í skóla og þar var sko bara leið og skólinn var búinn og það var mætt og spilað þangað til við fórum að sofa. Einmitt. Svo það var... Þú þekkir þetta? Við þekkjum þetta. Já, einmitt. Sko, það er alveg lygilega stór hópur sem spilar bridge, kæru áhörfundur. Okkur er sagt að það séu 20.000 manns sem að kunna mannganginn og hafa áhuga á bridge og jafnvel er þessi hópur að stækka núna síðari misseri því það er eiginlega fullt á hvert einasta námskeið sem að Bridge-samband Íslands og Bridge-skólinn eða hvað þetta heitir er að halda fyrir nýliða. Þetta er mjög áhugavert vegna þess að það stemdi í að Bridge-in myndi deyja út fyrir ekkert svo allt og mörgum árum. Þá var okkur Bridge-urum að fækka meir og svolítið óeiningin í hreyfingunni og ekkert svona sérstök stemning, engin nýliðun. En upp á síðkastið er þetta að snúast og ekki síst samanber þetta með þáttöku kvenna sem ég nefndi áðan. Og einnig er nýtt eða endurvakið ungliðastarf í framhaldsskólunum. Og hvers vegna skiptir það máli fyrir samfélagið? Kann einhver að spyrja? Jú, það skiptir nefnilega mjög miklu máli vegna þess að sum okkar finnum okkur kannski ekki í neinu öðru og erum mjög góð í þessari hugarflugs íþrótt sem Bridge-in er. Það er mikill félagsskapur sem að fylgir þessu. Þannig að það er ekki bara við sem að tala um íþrótt, heldur við líka að tala um lýðheilsuleg áhrif, félagsleg áhrif og allt það. Og sumt ungt fólk finnur sig einstaklega vel í Bridge-inum. Þannig að þetta skiptir allt miklu máli. En nóg af mínu blaðri í þessum óvinnu langa inngangi, þar sem að þetta er fyrsti þátturinn. Og ég ætla að víkja sjónum okkar að þessum 2 góðu gestum. Eins og ég sagði áðan, hér í seinni hlutanum mæta 3 Bridge-konur og rabba við okkur. En ég ætla aðeins að heyri þér núna, Sigurpáll. Þú ert hér fulltrúi spilara sem eru á leiðinni á mikið Bridge-mót, hvað á Suðausturlandi, getur þú sagt okkur frá því? Já, þetta er kallað hrossakjötsmótið. Hrossakjötsmótið. Sagan á baki það er mjög skemmtileg. Þetta er minningamót Torfa Steinþórsson. Það var mikill félagsmálafrömuður og dreif alla svona með sér og hann hafði mikið náða Bridge og þau spiluðu mikið þarna í Suðursveit á Hrollaugstöðum og svo var alltaf í lokin þegar vorið var að koma þá var haldið svona hátíð og hann dæmdi öllum saman og það var spilað og svo var endað á því að borða hrossakjöt og honum þótti segir honum þótti feitt hrossakjöt sælgæti og síðan gerist það á 2009 þá eftir hrun þá ákváðu þau að viðhalda svona arleiðinni og
þetta mót hefur verið haldið síðan. Já, þau blása til Britsmóts. Er það á Hala? Það er á Hala, já. Í Þórbergsetri. Já. Og þetta er rosalega skemmtilegt mót, rosalega skemmtileg umgjörð í kringu það, mikið saga og svo er þetta svo falleg svona hugsun þarna sem að Torfi var hann þú veist að tala um hann þessar 3 kynslóðir, þetta tengið saman. Hann var náttúrulega að spila, svo voru börnin hans og svo barnabörnin að spila, þarna voru 3 ættliðir. Þetta var þess að orð sem að mér finnst rosalega, það er félagsauður, mikil félagsauður. Social capital. Social capital og rannsóknir sína að þjóðir sem hafa mikið af því, þeim gengur betur. Satt. Það er miklu færri vandamál. Þannig er það bara. Þannig að við fáum eina birtingamynd þess með þessu framtæki. Já. Það er mjög jákvætt við þetta. Já. En þetta er svona í röð skemmtilegra móta sem eru, það er sérst Hallamótið, svo minningamóta Borgarfirði Eystri, Þorsteinsmótið á Borgarfirði og svo núna Borðeyramót sem er. Þarna eru hnallþórur á borðum, oft. Maturinn þarna er alveg gríðarlega góður og umhverfið er alveg mjög glæsilegt, flott umgjörð. Og allir vinir. Allir vinir og keppnisstjórinn hefur ekkert að gera enga kærur. Keppnisverku ekki fyrir að fara. Nei, og bara ánægjan og það er eins og einhver sagði að spila þarna í umgjörðinu, þetta er eins og að hafa dreifið tromp í lífinu. En þetta Halamót sem að er núna helgina, er það ekki? Það er svona uppbytunarmót á föstudagskvöldið. Annað kvöld. Og síðan er byrjað klukkan hádegi 13 á laugardaginn. Þá er aðalmóti og spila alveg fram á tvímenningur og spila alveg fram á kvöld. Síðan laugardagskvöldi þá verður náttúrulega hrossakjötið boðið upp á það og á sunnudeginum. Borða allir hrossakjöt? Flestir. Allir sem taka þátt í þessu móti. Já, það er innifalið í skráningunni og svo er sunnudagurinn frá 10 til 2 sem er spilað og þá er mjög góð matur og fólkið þarna er einstakt. Já. Og eru verðlaun, er hrossakjöt í verðlaun líka? Nei, það er með sleppa við það. En ég var einhvern veginn að spila og vann til verðlaun og fekk bleikju. Já. Mjög halableikju. Já. Og þarna eru þið meir og minna öll undir sama þaki og hristist vel saman. Já, og það er það góð stemming að flest allir sem eru núna þeir skrá sig á næsta mót. Þannig það er eiginlega orðið fullt árið 2026. Já, einmitt. Og skráning á þetta mót henni var bara lokað fyrir þó nokkru. Þetta er alveg magnað. Er fólk með margs konar getu á þessum móti? Er það sem sagt þannig að jafnvel nýliðar eru innan þraut reyndaspilara? Já, þarna eru sem er að stíga sín fyrstu skref en svona flestir eru af Austurlandi og svo höfuðborgarsvæðinu og Suðurlandi eru duglegir að mæta Selfyssingar og nágrenni. Það er Íslandsmóti á Matthíasi núna næstu helgi á eftir og þannig að það er nú svona öflugustu spilarnir eru að undirbúa sig fyrir það Þannig að En mér finnst einmitt hafa dregið vel fram í þessu stuttaspjalli, kynningu á þessu móti, þennan félagsauð, eins og þú kallar það, og svona þessa svolítið nýju tíma í Brits. Þú kannski kannast við það eins og ég, að þegar við vorum að byrja að spila þá var þetta svona mikil alvara, keppnisharkan, hún var ofar öllu. Já. Þetta hefur breyst mikið. Ertu ekki sammála því? Jú, það er jákvæða við þetta, Já. Þessi móti, eins og ég sagði áðan, engar kærur.
og þess aftur. Sem þýðir það að bilið fyrir fólk sem hefur bara verið að spila heima hjá sér að taka þátt í kannski einskvöldstvímenningum eða svona mótum, helgamótum, það er miklu auðveldara fyrir svona hinn svokallega almenning sem að bara svona fiktar við bridge að koma og keppa núna heldur en var fyrir einhverjum áratugum, eða svo allavega mín reynsla. Já, það er rétt matjaður. Já, en þakka þér fyrir að koma og segja okkur frá þessu móti, fara allams þau sem fara hérna frá höfuðborgarsvæðinu, eru þau saman í rútu að einhverju leyti eða? Já, það er líka mjög flott hérna hjá þeim að það er búið upp á rútuferð, hún fer 12:30 frá bridgesambandinu á morgun, föstudaginn og svo náttúrulega tilbaka. Já. Og hérna þetta er bara sjálfbært líka, umhverfisvænt. Já. Og það hérna gefur þennan möguleika fyrir alla að komast. Já, þakka þér kærlega fyrir þetta spjall. Matthías, þú ætlar að, mér langar næst að spyrja þig mjög stórar spurningar sem ég veit að verður nú ekki svarað með í örfáum orðum. En það er eitthvað af fólki sem er núna að annarkot að hlusta á okkur eða horfa á okkur og það veit ekkert hvað við erum að tala um af því að það hefur orðið svolítið rof í því að við séum með spilastokkin að spila. Við erum meira og minna bara komin í síman á internetið og eitthvað svoleiðis. En getur þú reynt að svara spurningunni hvað er bridge? Já, ég get reynt það. Það er þannig margir þekkja náttúrulega vist og kana. Já. Sem í raun og veru grunnurinn að bridge. Bridge er svona félagsleg íþrótt. Já. Þar sem vinir og kunningjar koma saman og að spila. Yfirleitt 2 saman, stundum 4 saman, mismunandi form. Já, maður þarf makker. Maður þarf makker, en svona fyrir þá sem að byrja þá er bara aðstofa við að finna einhvern slíkan. Já. En svona þeir sem eru að taka þetta allra lengst eru náttúrulega með sinn fasta makker og gera kannski hlutina flóknari heldur en þeir þurfa að vera fyrir þá sem eru kannski eins og ég og fleiri sem eru bara að gera þetta til að hafa gaman. Þú ert nú alveg ágætur í spilinu, gerðu nú ekki lítið úr eigin hæfileikum. En út á hvað gengur svo, þú segir þetta sé ekki alveg ósvipað kana og vist. Hver er þá munurinn á bridge og kana og vist fyrir þá sem þekkja þau spil? Já, aðal munurinn er sá að þú ert með sagbakka með þér og þú ert að reyna að segja samherjaðinum hvað þú sért með á hendinni og þú tekur upp spjald sem segir kannski 1 hjarta og þá ert að segja frá því að þú sért með ágætt spil og hjartalit. Svoleiðis að þetta er kannski svona meira þannig að það bætist óna og þú ert að gefa þessar upplýsingar á milli við þinn makker. Svoleiðis að það er kannski munurinn. Þetta vist er ágætis grunnur en síðan bætist við þarna svona, þú ert að reyna að miðla upplýsingum til þess að komast í réttan samning. Er ekki rétt skilið hjá mér að vist, þá er þetta í rauninni bara 1 sakhringur og það er pass sem að kannski flestir segja, svo getur þú sagt grand, no-low og alla sagnir trompa no-low, það er veikasta sögnin, svo er hálsólo, heilsólo og spaði tromp, er ekki vist einhvern veginn þannig og það líkur sögnum eiginlega jafn skjótt og það er hefjast, en sagnirnar í bridge, þær geta staðið yfir mínútum saman og það geta verið 10, 15, 20 sakhringir. Já, það sem lýsir spilunum. Akkurat, þú ert með löglega mæti. Algjörlega, þú situr kannski á borðið og eitt hjarta eins og ég sagði á hann og þú segir, ég er hérna með hjarta og þinn makker segir á móti, kannski 1 spaða og þá er hann með spaða og svona fyrir þetta hring eftir hring og svo endar ykkur sögn segjum bara 3 hjörtu og þá er það samningurinn sem er spilaður. Já. Og það er alltaf +6 svoleiðis að í þessu tilviki þegar það er 3 hjörtu þá þarf þetta að fá 9 slagi. Já, og svo færðu svona áhættu þóknun því meira sem þú leggur á spilið. Þetta snýst allt um það að þú fáir að nýtir það sem að Guð gefur þér hverja hönd hverju sinni. Já, það er akkurat þannig vegna þess að það eru allir í salnum að spila í raun og veru sömu spilin. Já, á svona mótum. Já, svoleiðis að þú í raun og veru þó fáir ekkit endilega góð spil, þá er það ekkit endilega slæmt, heldur bara hvað þú gerir ef þú fyrir vond spil, þá er ekkit endilega slæmt. Það bara fyrir eftir í hvað þú gerir með þessi vondu spil, þannig að
það getur vel verið að hinir í salnum sko, þeir standi sér ennþá verð sko, og þá ert þú allt í einu komin í toppmál. Einmitt, þú ert með tóma hunda en það er reiknaðar út samanburðurinn á þér og öllum hinum sem að fá líka sömu hundana og þannig kann að vera bara útspilið þitt sem er betur heppnað í vörninni gegn einhverju samningi, það skilir þér bara 100% skori. Já, það er nákvæmlega þannig sko. Og þannig er þetta náttúrulega tækifæri fyrir alla og þetta er einmitt sko á þessum mótum að þá er fólk að mæta sumir nýbúnir að læra, sumir búin að vera í mörg ár. Já. Svoleiðis að það mikil svona mismunandi reynsla og þekking í salnum. Já. Þannig að það eru alls konar töfrabröð sem þú getur notað, þú getur þróað einfalt sagkerfi eða mjög flókið sagkerfi þar sem þér tekst með löglegum hætti með þessum sögnum að lýsa hendinu þinni, þú ert að dansa við makkarðinn, þú ert að láta hann hafa upplýsingar, hann er að láta þig hafa upplýsingar og svo leitið þið að besta lokasamningnum þar sem að áhætta, að taka sem mesta áhættu er það sem að gefur mest að sér. Mikið adrenalín einmitt sem að fylgir því fyrir svona spilara í fremstu röð að vera alltaf í þessari áhættu, þetta er eiginlega algjör sko. Þetta er ótrúlega spennandi spil og svo þegar sögnum er lokið og þegar teljið ykkur hafa parið sem er með betri spil eða sóknvænlegri spil er búið að finna besta og hæsta samningin sem hægt er að spila, þá gerast þau undur miðað við vist og kanna að einn leggur niður spilin sín. Já, það er þannig sá sem á samningin, segjum bara eins og ég sagði án sko 3 hjörtu, þá spilar sá sem er vinstra megin við, hann spilar út, anstæðingurinn, og samherjiðinn leggur niður og þá ert þú í raun og veru... Fá kannski mynd af þessu Laufey, svona þessu formi á spilum þar sem að við sjáum já, akkurat, þarna er þetta, einmitt. Og þarna er það þannig að spilin sem þinn makkar er með, þau eru leðniður og þú spilar raun og veru fyrir makkar. Já. Og eins og þú spilar kannski litlu hjarta frá makkar upp á ásinn hjá þér þarna og svo getur þú spilað í raun og veru og þú ákveður hvað er sett í borðið fyrir hönd makkars þegar þú ert sagnhafi. Já. Ég held til dæmis að sá sem að bjóð til þessa mynd, þetta er á Wikipedia, hann kunni ekkert í bridge. Þarna bendir margt til þess að það sé verið að spila tíkla sem tromp af því að það er raðað þannig niður í blindum. Mér veist höndin ekki benda til þess að það sé þannig. Nei. En sókn er sem sagt að spila spilið. Þá spilarðu fyrir makkarðinn sem að leggur niður blindan eins og við köllum þetta og andstæðingarnir eru þá í vörn. Og í bridge-fréttinni áðan frá skessuhorni var einmitt talað köll og þá erum við að tala um svona alls konar varnarmekanisma þar sem hvert og eitt spil sem þú hendir að þér, hundarnir svo kalluðu, þú átt ekki slegin, það getur haft mjög mikla merkingu og þýðingu. Já, akkurat sko, svona einfalda útgáfan er af því til dæmis að ef þú ert í vörninni og makkarinn þinn segjum bara hann setja út spaða á sinn og þú átt kannski gott í spaða á móti þá spila þú lægsta spaðanum og það svona þýðir það þú vilt að hann haldi áfram með spaðan ef þér líst ekkert á að hann haldi áfram með spaðan þá setur þú kannski 8 og svona láta vita því að þú viljir ekki meiri spaða. Munið þið báðir strákar öll 52 spilin í hverju spili sem er spilað á hverjum tíma, alveg niður í tvist? Sko, fyrir mig er það mjög mismunandi. Ég man oft betur sko eftir mótin spilin. Ég er að reyna að einbeita mér af því sko að þegar maður er að spila og byrjar á næsta spili sko bara einhvern veginn að loka af gamla spilið bara því ekki að trufla. En síðan eftir mótið að þá getur maður kannski farið yfir og þá mann maður merkilega mikið og þetta er bara eitthvað sem kemur með reynslu. En það er bara allavega. Þetta er náttúrulega bara skemmtiatriði í fermingaveislum þegar sko venjulegt fólk sem ekki spila bridge verður vitni að því að kannski 2 bridgearar sem voru að spila bridge þeir þylja upp hendurna sínar leikur við sko mánuði aftur í tíman
og þeir eru alveg með þá reynu að kannski fyrir 2 vikum þá átti ég Kongosa 10-50 í spaða, ég átti Litluhjónin 4, ég átti Ásannan og Kongannan og fólk bara hvernig manstu þetta, en rannsóknir sýna að það sem ef þú hefur svona áhuga á þessu og þú ert sjálfur að gera þetta þá límist þetta en er það ekki? Er minnið þitt gott þarna? Já, ég eins og Matthías sagði þá maður öll spilin eftir, sérstaklega slæmu spilun stundum að maður svona erfitt með að sofna eftir svona ef maður gerir eitthvað af sér. Já. En hérna það er þetta samtala milli spilara og menn geta haft það lengi. Já. En hérna eins og sagði fyrir þá sem eru ekki inn í spilinu þá er þetta alveg bara latína sko. Já. Sko ég hef heyrt það að svona meðal venjulegu maður hann geti alveg þjálfast upp í það að muna öll spil sem spilað svona niður í 10-9 en svo sem mjög erfitt að muna það niður í 8-7 og þeir sem muni öll spil niður í tvist þeir séu gjarnan á einhver rófi. Og það er svo skemmtilegt með það, ég var hérna að fjalla skák daginn, stórmerkilegt britsmót sem hafði verið haldið í Skjólbrekku í Mývatnssveit og þar voru stórmeistarar sem komu jafnvel erlendis frá og þar eru þeir held í skákinni svolítið að gera svipaða hluti og við britsarar að þetta svona verða almenningsvætna og ekki alveg mikil áhersla bara á keppnina. En þar var umræða þetta. Heyrðu, en sko við ætlum að fara bráðum að hleypa konunum að Matthías, þú tókst við ég man eftir þér þegar þú varst aðstoðarmaður ráðherra og það var svona voru margir sem voru svolítið hissa á því þegar þú allt í einu dúkkaðir upp sem framkvæmdastjóri Britsambands Íslands fyrir nokkrum árum. Hvað var það svona sem að orsakaði það að þú heldir þér út í það að taka við framkvæmdastjórn Britsambands Íslands? Já, það sko þetta kom nú mörgum á óvart sko í kringum mig en það er þannig að þeir sem þekkja mig best sko þetta kom kannski ekki þeim á óvart vegna þess að sko ég náttúrulega lærði Brits í menntaskóla og hef alltaf verið mikill áhuga maður Brits og haft gaman af Brits og þó ég segi sjálfur frá það var ég nú all efnilegur á þessum tíma og svo tók skólagangan við í háskóla og fór út í nám og svona datt út úr þessum svona alvöru Brits en hafði einhvern veginn alltaf þessar tengingar og svona löngun og svo svona fylgdist maður með Brits-spjallinu og þetta og sem er Facebook og svona svo kemur þessi breyting að það er verið að leita nýjum framkvæmdastjóra og þá fannst mér einhvern veginn svona að þetta væri bara hálfgerð köllun sko. Þetta væri bara ég skuldaði sjálfum mér að fara og uppfylla einhvern veginn þetta sem svona einhvern veginn þegar ég var yngri sko, svona, manni fannst einhvern veginn að vera leiðin sko og það var eiginlega aðal ástæðan sko og svo var það líka þannig sko að þetta kannski var búið að vera erfiðu tími í Britsinu og maður svona sóknarfæri og fór þegar ég sá að verið að leita og fór maður strax að hugsa hvaða tækifæri væru til staðar. Svoleiðis að þetta er eiginlega svona ástæðan, maður svona reyna að gera eitthvað gefandi í lífinu og eitthvað jákvætt og uppbyggjandi og kannski það sem maður hefur áhuga á og það er ekki svona sérstaklega þegar maður eldist að þá metur maður meira þessa þætti. Ég meintist einmitt á þann að sko ég veit ekki hvað ég segja, 10-15 árum þá sýndist mér að Britsíþróttin væri bara að deyja út og það er bara heilmargt sem hefur dáið út í félagslegu samneyti manna á millum vegna internetsins og vegna samfélagsmiðla og vegna breyttrar hegðunar. En ég held að það verði nú að hrósa þér fyrir það að síðan þú tókst við þá hefur orðið ansi mikil snúningur, ansi mikil vending.
Já, Hver lykillinn að því tilur þau? Já, takk fyrir það. Ég held að það sé í raun og veru stæðsta breytingin svo að fólk átta sig á því hvað í raun og veru þetta maður kallar Britsi vöru, hvað þetta góð vara. Það þannig að við erum með ansi vel heppnaða vöru og þegar að fólki sem hefur gaman að þessu Britsar þetta sjálfur, þegar þeir byrja að vera svona jákvæðir og tala hvað þetta sé skemmtilegt, þegar það kemur fleira fólk inn og fattar hvað þetta skemmtilegt, þá smitar það alltaf meira og meira bara út í samfélagið. Og við séð það til dæmis eins og þú nefndir varðandi nýliða Brits og varðandi kennslu. Brits námskeiðin hafa bara verið núna í 3-4 ár, hafa þau bara verið, hvert einasta námskeið hefur verið fullt, þannig að fólk að koma, það heyri hvað gaman. Og langmest konur, eða tölvöld meira? Já, það hefur verið 70% af þeim sem hafa verið að læra eru konur. En það til dæmis að fara á stað núna á mánudaginn, nýlega námskeið, það ennþá nokkuð sætilaust þar, svoleiðis að ykkur sem að fylgjast með og hefur áhuga, endilega fara á brits.is og skrá sig á námskeiði. Það eru spilað 5 kvöld, kennarar sem eru fara yfir reglurnar, þetta á mánudum, milli 7 og 10 og 5 mánudaga í röð. Það mjög gott tækifæri að koma og fólk eftir þetta námskeið, þá það bara orðið svona ansi slagt færi í að spila. Einmitt. Hvetjum við ekki líka spilara til að skrá sig undan keppni Íslandsmóts í sveitakeppni sem hvenær? Í næstu viku? Jú, það aðra helgi undan úrslitinn. Fjölbrautaskólanum í Ármúla? Já, Fjölbrautaskólanum í Ármúla. Við erum ansið góðu samstarfi. Þetta 3. árið í röð sem við höfum undankeppnina þar. Já. Og svona til gamans að þá líka verið að bjóða upp á Brits áfanga í Fjölbraut í Ármúla og það eru nemendur þaðan sem koma til okkar í Britsins. Við erum með bjóða upp á 3 og 5 einingar val áfanga í framhaldsskólum. En já, við hvetjum fólk endilega til að koma, þó að fólk hafi minni reynslu væri gaman að mæta og spila í undanúrslitunum. Svoleiðis að það eru nú þegar hvað ætla séum 35 sveitir skráðar og vonandi verður þetta eitthvað staðar í kringum 40 sveitir og það eru þá svona 4-6 í hverri sveit, svoleiðis að þetta verður vonandi skemmtilegt mót. Og 12 fara áfram í úrslit. Já, 12 efstu sveitirnar fara áfram í úrslit og það hefur verið svo skemmtilegt að undanfarin ár og þá hafa svona verið óvænt úrslit. Já. Það hafa verið að svona sveitir sem allir hafa haldið að myndu fara áfram. Og jafnvel með miklum misturum þær hafa bara ekki komist áfram og svona minnisbámenn komist áfram. Akkurat, svo kallar minnisbámenn. Það alltaf svo gaman þegar þeir komist áfram. Já, það svoleiðis og það líka svo það einhvern veginn halda allir með þeim líka það svo gaman að allir Britsarar sem eru að fylgjast með alltaf þegar kemur svona 1-2 sveitir sem koma óvart og halda allir með þeim Akkurat. Matthías, þú átt eftir að koma hérna vonandi nokkur reglulega og ég segi ekki að það séu líkur á að þú verður eins og grár köttur hér í þessum Britsþáttum en við höfum eftir að fá að njóta krafta þinna heilmikið, það mjög margt sem að þú hefur að segja en við látum gott að sinni, kæra þakki fyrir komuna. Sigur Páll, ætlar þú að taka þátt í undankeppni Íslandsmóts í sveitakeppni pluss hallamótið? Já. Ég spila mikið núna, ég nýlega orðin 60 og þetta bara þjálfa heilan. Heilin við svo vöðvi, og þetta bara til þess að fækka elliklöpum. Já, ég sammála þér. Og manni gengur bara raunverulega betur í lífinu ef maður að þjálfa heilan í Brits. Já, og síðan tíminn svo ofsalega fljótur að líða. Þú mætir á morgni og svo allt í einu bara kvöld. Þannig að hann hverfur. En bara enda þetta á því. Ég bara rosalega ánægður með Matthías og hvernig hann hefur stjórnað þessu og lyft þessu upp og ég bara vona að verði sér lengst. Já, ég tek undir það. Takk fyrir það. Þetta þrekvirki sem hefur hér verið unnið. En kærar þakkir Sigur Páll og Matthías
og ekki fara langt, áhorfendur góðir, eftir andartak 3 öflugar bridgekonur, 1 nýliði eða svona manneskja sem hefur ekki spilað lengi og 2 reyndari. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið þið sæl aftur, þá eru komnir heldur betur góðir gestir hér í seinni hluta fyrsta bridge-þáttar samstöðvarinnar. Það eru 3 konur sem allar spila bridge, þeir eru kannski búin að gera það mislengi sem að gera það líka að áhugaverðum viðmælendum, að sjónarhorn þeirra sem hafa spilað bridge stutt kann að vera annað en sjónarhorn reyndra landsliðskvenna. En María Haraldsdóttir Bender, vertu velkomin. Takk. Og Hallveig Karlsdóttir, þú ert í hópi svona þeirra sem hafa ekkert spilað bridge allt og lengi hér við borðið. Velkomin. Takk. Og Anna Guðlaug Nílsen, gaman að fá ykkur allar hér í settið, velkomnar. Takk. Kannski að byrja á þér, Hallveig. Hvað langt síðan þú lærið bridge? Það svona það bil 3 ár. Já. Það ekki lengra. Manstu af hverju þú tókst á ákvörðun að læra bridge eða prófa að læra bridge? Já, ég man það. Sko, ég hef alltaf verið mjög mikil spilakona. Já. Og þótt mjög gaman að spila. Já. Og alinn upp við það, manni og félagsvist og eitthvað svo leis. Já. Og svo voru bræður pappa mikið að spila. Og þá langaði mig að læra. Já. En ég gerði það samt ekki fyrr en einn bróðirinn fjall frá. Já. Og þá var haldið mann minningamót. Og þá lofaði ég sjálfur mér því að þegar næsta minningamót yrði haldið, að þá væri ég búin að læra bridge. Já. Já. Þannig að þetta í rauninni verður til af svolítið sorglegum ástæðum. Já. Því miður, það hefði verið gaman ef hann hefði kennt mér bridge. Já. Af því hann var alveg frábær, sko. En hefur spilið fært þér gleði síðan? Já, mjög mikla. Já. Mjög mikla. Þetta bara skemmtilegasta spil sem ég hef spilað, sko. Er það ekki? Þetta bara ótrúlega skemmtilegt. Já, ólíkt öllum öðrum spilum. Já. Hvernig hefur þið gengið? Herði, það hefur bara gengið ótrúlega vel. Já. Alveg merkilega vel. Það náttúrulega upp og niður. En já, minn helsti árangur með Hermanni Friðriksinni. Já. Við vorum Suðurlandsmeistarar í tvímenningi. Já. 2023. Glæsilegt. Það var alveg frábært. Og kannski myndur ekki þekkja þessar góðu konur sem eru hér með okkur. Nei, nákvæmlega. Það eru æðislegar, sko. Það er líka bara, það hefur verið hérna mjög gaman að fá þig inn í hreyfinguna. Mikill áhugi og ástríða sem hefur fyllt þér, þannig að hérna, við erum þér líka þakklátt að þú sést komin í okkar raðir. Já, takk fyrir það. Heyrðu María, þú hefur nú marga fjöruna sopið í bridgeinu. Alveg frá því Orleans fraus. Manstu hvað var skömmulega árið sem þú byrjaði að læra bridge og hvernig það kom til? Já, ég var sein og sama hún. Ég var alinn upp fyrir það að vera alltaf að spila. Já. Og það var í telti mikið líka. Já. Og bara við kallmenn, sko. Já. Það var ekkit það að kvenfólk væri að tefla. Nei. Og mér minnir að sko, við vorum að spila alls konar spil, kana og vist og þetta, en bridge kannski því ég var svona 16 ára kom inn, þá var ég að vinna á skrifstofu og við spilum alltaf í hádeginu, bridge og ég skilja það ekki ennþá, við kunnum ekki neitt það var svona vínakerfi gamla en samt gátum við verið að gera þetta í hverju hádegi og það er svona upphafið af þessu og Guðrún Óskarsdóttir sem er einn betri spilari landsins kvennabriddsinu pabbi hennar kendi mér svolítið mikið og svona svo bara hellti maður sér út í þetta það bara hella sér út í hlutina Þú ert náttúrulega búin að vera sigur sæl, hefur þú tölu á þeim Íslandsmeistaratitlum sem þú hefur unnið? Það er einhverjir nokkrir Búin að vera oft í landsliðinu? Eitthvað og gerir lítið úr þessu öllu Já, Varðin uppmáluð Hóvarðin uppmáluð en sko
Manstu árið sem þú byrjar að keppa í Brits eða hvað þú var skömmul? Sko þetta var þarna í Sigtúni þegar við vorum að keppa. Hvað ár var það? Sem að árin þar öll. Já, það gæti að vera svona 80 og eitthvað. Svolítið mikið. Hvenær eru við heimsmeistara? 80, kannski 91. 91. Já. Og svo ég taki það nú sérstaklega fram að þá eru konurnar Valkyrjur 4 sem eru Norðurlandameistarinn árið 1990. Já. Já. Akkurat. Og svo tölum nú það líka að það eigum við náttúrulega stórmeistara. Já. Og atvinnuspilara, hann að Hjördís Eyþórs. Já. Já, hún er náttúrulega einn af 3. Hún var heimsmeistari 2013. Já. Hjördís Eyþórs sem einmitt hefur búið í Bandaríkjunum mjög lengi. Gríðarlega sterkur spilari. Gríðarlega. Kannski fyrirmynd. Ég man eftir henni. Ég var að fylgja svolítið mikið með henni. Þér fyrirmynd kannski? Já, alveg rosaleg. Og ég man alltaf eftir því, hérna í Sigtúni í gamla daga. Að þá var hún að spila og ég sem hún er dán í þessu sko, því að það var kóngurinn blankur hérna. Og hún satt í 5 mínútur og hugsaði og svo felldi hún hann, tók á hann og felldi hann. Svo fór ég að spyrja hana hvernig, akkur gerir þetta? Þá rökstuði hún það alveg. Þessi á búin að sína þetta marga punkta, þetta var svona og hins einn og búm. Og fljótlega upp úr þessu fór hún erlendi sko. Hún og Ásmundur Pálsson voru náttúrulega alveg gríðarlega erfiðir andstæðingar, við munum það. Það var ekki tækt að vinna þig. Já, manst þú eftir þessu? Já. Hvað varst þú gömul þarna? Hún byrjaði svo ungur að því að Anna byrjaði eitthvað 7 ára að spila. Nei, ég var 11 ára þegar ég byrjaði að spila keppnisbrits. En ég var eiginlega bara, ég var nýri Sigtúni, þannig að það hefði verið sko 93. Er það? Já. Þegar að við erum í ruglinu með tímasæðinu. Já, þeir eru í tómi. Já, emmi. Það rennur allt í eina hér. Já. En ég byrjaði mitt þar, og þá voru þau voru að spila sko síðustu árin saman áður en hún fór út sko. Bara þegar ég var að byrja. Já. Og þetta var mjög svona glæsilegt par, margt fallegt við þetta par. Hann háaldraður lögfræðingur og hún frekar ung kona. Og við vorum að ræða í fyrirhlutanum að sko það eru dæmi það að aldursmunurinn sé kannski 75 ár á milli spilara við sama borðið. Þetta er náttúrulega þetta er alveg einstakt sko. Gerir þetta spil þessa hugaríþrótt alveg gríðarlega sérmennandi. Og á þessum árum þá var þetta alveg rosalega margt fólk. Já. Og var þetta ekki Breiðholtinu líka? Þetta var út um allt. Og þannig fjölmiðlar voru alltaf að fjalla Brits. Áðan þurfti ég að vitna í Skessuhorn til þess að finna einhverjum Brits-umfjöllun, en við þökkum Skessuhorni kærlega fyrir það að þeir voru að flytja mjög skemmtilega Brits-fréttum bara krakka sem voru að taka þátt í einmitt með landsliðs vinkonu okkar henni á Vesturlandi. Hvað heitir hún aftur? Stólið voru mér. En aðeins þá að þér, Anna Gulla, eins og við köllum þig, við sem þekkjum þig, sko, ég man líka eftir þér. Þú þegar þú byrjar, þegar þú tekur þinn fyrstu skref, segir að þú hefur 11. Já, ég var 10 ára þegar ég byrjaði að læra. Já. Og pabbi reyndi að kenna mér eitthvað smá. Hún tókst það nú ágætlega? Nei, hún tókst það ekki. Það ekki? Nei. Ég kunni 1 lauf og þá var hans kennsla bara búin. Þetta var bara komið gott. En ég man allavega að þú náttúrulega skarst þig svo rosalega frá öllum öðrum spilurum. Þarna komið þið að spila, þú og pappiðinn. Þú ert 11 ára. Já. Og sko það er ekki bara að þú sett barn, heldur ertu kona. Já. Og ég hugsa að bara þú hafir verið ansi mörgum fyrirmynd og svona breytt stækkað þennan heim fyrir mörgum sko. Já, það höfðu rosalega fáir trú á mér þegar ég byrjaði. Sem að mér fannst rosalega svona óþægileg upplifun sem bæði ungur krakki og sem kvenmaður. Vegna þess að þú veist, ég upplifði það svolítið að það var frekar svona neikvætt orðspor og svona, eða neikvæð tilfinning gagnvart konum í Brits. Og ég sá að svo þegar ég var orðin í kringum unglingsárin
svona 17-20 einhver staðar þar, að þá voru að koma inn fullt af svona yngri spilurum sem voru drengir. Já. Og það var rosalega mikið og vel tekið á móti þeim og það voru eldri spilarar og mikið reyndari spilarar sem voru að taka á móti þeim sem að ég upplifði ekki, og ég náttúrulega var svolítið föst við að spila upp pappa, viðurkenna það, og ég var mjög hlédræg og svona tilbaka, þannig að ég var kannski ekkert framfærnasti einstaklingurinn, en það hefði verið mjög gott og það er það sem að mér finnst vera breyting í dag, að það er miklu meiri svona hvað segjum við, miklu meiri svona nánd, þú veist, fólk nálgast nýliðana betur í dag heldur en var gert áður. Já, ég tek undir það. Hérna. Við vingumst við nýliðana, Já. við fögnum nýliðana. Við spilum við þá líka. Já, spilum við og við reynum að taka fallega utanum það núna. Já. En sko, mér finnst þetta mjög áhugavert sem þú segir. Já. Ég var einmitt hérna í fyrirhlutanum aðeins að tala um að sko, ok, ég var ekki barn og ég var ekki kona. Nei. En mér var samt ekki tekið mjög vel þegar ég byrjaði að keppa í Bridgefélagi Reykjavíkur. Þar áttu bara allans að vera þeirra albestu, bara snillingarnir. Já. og hérna, mér finnst mjög áhugavert þetta sem þú ert að segja, að þú hafi bæði goldið fyrir að vera barn og fyrir að vera kona. Já. En svo sem að því ég kom samt inn og það var aldrei neitt einhver vondur við mig, ég get ekki sagt það, en þetta var samt svona, já, þetta er bara einhver krakk, við bara hérna rúlum yfir þetta barn, og svo ef að það gerðist ekki þá var bara, hvað er í gangi? Við ætlum bara að koma að rúlu yfir krakkan, en ég meina, svo er hann bara með einhver stæla. En hérna, en þú veist, og líka munurinn á hérna á viðmóti og svoleiðis, bæði við konur finnst mér í dag hafa breyst og svo finnst mér líka viðmót við nýliðin hafa breyst rosalega, eins og þú segir. Að nýliðarnir, þeir voru svona þeir áttu bara að vera annars þar, því hérna voru þeir sem ætluðu sko virkilega að gera vel og ætluðu að vera betri heldur en allir aðrir og ætluðu bara að spila sín á milli og meina, þeir æfðu sig ekkert á því að vera með einhverja nýliða. En það er bara ekki hugsunahátturinn í dag. Í dag er þetta miklu meira orðið félagsleg íþrótt. Og það bara að fá nýliða eins og Hallveigu inn og þú veist, það bara myndast ákveðin vinskapur og þetta verður svolítið meira eins og fjölskylda, maður kemur niður í brittsamband til dæmis miðvikudögum í dag og það bara, nei, hæ, ert þú hérna og sest niður og það er alveg sama hver er og sama hvort það ert nýbyrjaður eða hvort það ert búin að spila í 13-20 ár. Það bara þetta er svona eins og fjölskylda, þetta er svona eins og að koma heim til sín bara. Já, við erum kannski farin að leggja meira upp úr framkomu, hvernig við komum fram hvert við annað, heldur en bara árangri sem var einblínt á. Já. Er það ekki svolítið þín? Jú, og líka þetta eins og ég, sko, að við erum með, það er haldin ásatíð kvenna einu svona ári. Já. Alltaf. Og við erum búin að gera alveg í hvað ætlaðis ekki 50 ár? Já, britskona. Alltaf. Já. Og við náum einhverjum 80 til 100 konum. Já, einmitt. Og þetta eru margar konur sem eru bara heima að spila brits. Er ekki í keppnisbrits. En þar koma ásatíðina. Já. Og sko, þannig að það þarf að fjölga þeim bara að fara í keppnisbrits. Þetta er ekkert svona eins og var í gamla daga. Sko. Það geta alveg komið inn. Já. Og þetta eru konur sem eru kannski, það er náttúrulega mikið núna námskeið á Brittsambandinu og þau eru allir uppselt og svona og meira og minna uppselt og þarna eru konur sem eru nýbyrjar á þessum námskeið og þóra var alltaf, nei, ég get ekki verið að koma á þessu ásati, ég kann ekkert í Brits, ég sög bara, þú veist, víst getur alveg komið. Það eru 70% þeirra sem að læra Britsmann konur, kom fram hjá Mattías fyrir hlutunum aðan. Þannig að þetta er ansi skemmtilegt, þú veist, þá heldum við svona ásatíð og
og þá bara byrjað morguninn og svo hérna matur og svo spilum við allan daginn og það keppnistjóri og svona. Já. Og þannig bara all flór. Já. Frá sko... frá þeim sem eru bara nýskriðnir úr breiddskólanum og í þá sem að hafa spilað í mörg ár. Já, svo eru líka bara margir sem hafa spilað. Og allir hafa gaman að. Já. Hallveig, þegar þú heyrir Önnu Gullu lýsa sko hennar reynslu, fannst þú fyrir þessu fyrir 3 ára? Alls ekki. Það var tekið bara rosalega vel á móti mér. Þannig að það bara heiminn og haf. Já, akkurat. Bara fólk var bara mjög almennilegt og tilbúið til þess að leiðbeina og hjálpa og það var bara frábært, sko. Myndirðu segja að það væri bara lýsandi fyrir móralin í briddshreyfingunni á Íslandi í dag? Já, ég myndi segja það. Já. Algjörlega, sko. Já. Og fólk ætti ekkert að vera hrætt við að spila keppnisbridds. Þú veist, það bara, það líka eiginlega mikilvægt að mæta á mótin ef þú ætlar að verða betri spilari. Já. Af því að þegar þú mætir á svona mót þá þetta svona meira agað heldur en þegar þú ert að spila heima og það bara gott fyrir mann að spila aðeins þannig líka og þú hefur tækifæri til að spila við bara marga mjög góða spilara og það það sem að svo ótrúlega mikilvægt og maður læri svo mikið af því að spila við einhverja sem eru betri en maður sjálfur. Heldur betur, akkurat. Þannig að ég bara hvet fólk til þess að mæta á þessi mót. Já. Af því að það ekkert mál og það skiptir engu máli þó að maður lendi í síðasta sæti. Nei. Það skiptir engu máli. Nei, þetta á bara að vera gaman og maður bara, og læra á. Akkurat. Sko ég held að það var talan sem ég nefndi í fyrirhluta þessa þáttar og hún höfð eftir þeim hjá briddsambandinu. Það talið að sko 20.000 Íslendingar kunni mannganginn í bridds og séu að spila bridds. Og hérna það alveg augljóst að einhver hluti þeirra inn á heimilunum, spila kannski einu sinni í viku eða einu sinni í mánuði eitthvað, langar að tékka á klúbbastarfseminni, langar að taka lítið skref og keppa. En þau halda kannski að mórallin og stemningin sé eins og hún var þegar þau prófuðu fyrir 30 ára. Og hérna, en þetta bara gjörbreytt. Það bara þannig. Það ekkert að óttast að taka þetta skref sem þið eru að tala um. Nei, það ekkert að óttast. Og það ofsalega margir sem maður hittir og pappi spila bridds og hvað heitir hann? Og maður bara aldrei séð hann og ekkert heyrt hann. Sko, þá eru þeir ekki að koma. Þá eru þeir með klúbba heima hjá sér. Já. Og þeir eiga einmitt að koma. Já. Þú veist, það vantar bara fjölga svolítið í þessu. Já. Og svo einmitt það sem að Briddsfélag Reykjavíkur sem núna ekki þessi aðal Bridds eða svona elituklúbur eins og þetta var hérna áður en þetta rosa þægilegur klúbur í dag. Núna í dag eru klúbarnir miklu svona þægilegri en þar eru þeir einmitt með einskvölda mót öðru hvoru sem eru vanir og óvanir saman og þá eru bara þeir sem eru vanir, þeir koma bara stakir og svo koma bara óvanir líka stakir og svo eru þeim bara mattsa saman þannig að þá erum við komið með sko, þá ertu komið með vanan spilara að spila við þann óvana og allir eru á svona svipuðu leveli og þá getur þú bæði lært af spilarunum sem þú ert að spila við og líka ert að koma í eitthvað svona umhverfið þar sem að þú ert ekki bara fara kannski að vera í neðstasætinu allan tíman eða eitthvað svoleiðis af því að ef að það eitthvað sem að að hræða fólk að vera neðstur þú ert komin svolítið svona jafnaði grundvöll og líka þetta til þess að fá fólkið inn og líka sína að þú veist, þó sérst vanur og þá getur alveg gert mistök ekkert alveg bara eins og hver annar eins og var sagt við mig þegar ég var yngri og ég var alltaf skítrætt bara ég settist niður og ég að fara að spila í anstöðu Jón Baldur ég veit ekki hvað ég á að gera og það var bara sagt hann mannlegur þetta bara manneskis og þú hann mannlegur, hann getur gert mistök hann frábær spilari eða var frábær spilari ekkert að því, ekkert að setja út af hann en þetta bara spurningin hver gerir minni mistök
Jón Baldursson var líka alltaf þægilegur við borðið. Hann var það, mjög svo. Það ekki hægt að segja það sama alla sem voru í fremsta flokki. Nei, alls ekki. Við viljum ekki fara að nefna neina. Nei. Hann var mjög þægilegur við borðið, en þetta var bara, hann var heimsmeistari og maður var að setjast niður og fara að spila við heimsmeistara. Hvernig áttu maður að fara að spila við heimsmeistara? Það bara ekki hægt. En það bara hægt, þetta bara, af því að líka eins og í dag, þá þetta svo miklu meiri sósíal heldur en bara allir að fara að keppast þessi svaka harka sem var hérna áður. Já. Og orkan umræðan, hún snerist alltaf hérna bestu kallana. Það fór öll orkan á tímabili í brittsreifingunni í það og við vorum alltaf að hampa þessu afreiki frá 1991 þegar við eignuðum 6 snillinga kalla sem unnu heimsmeistaratitil Brits, enginn tekur það frá þeim að það var stórkostlegt en við vorum kannski aðeins og föst í því að einblína á afreiks kallana og hitt satt svolítið hjá varð út undan en því hefur verið snúið við núna. Já. Og það hreyfingunni til góðs. Það sennilega það sem að valda því að okkur aftur að fjölga eftir svona pínu erfiða tíma. Já, akkurat. Það ekki? Jú, það bara Matta að þakka svolítið Heimsland. Að hann búin að gera bara rosalega breytingar í þessu og vinnur opbáslega vel vinnuna sína. Og hún bara að skila árangri. Já, og gott fólk í kringum hann sem hefur lagt mikið á sig. Mjög mikið sjálfbúið að vinna hjá mörgum. Þú ert nú búin að vera betri en enginn. Þú ert alltaf að á BBO að græja útsendingar á internetinu. Já, ég á samt fleirum, sko. Já, en bara þú ert hérna við borðið. Já, og örugglega þið líka í alls konar vinnu. Og kannski get ég bætt mér í hópin líka. Já, þú ert búin að standa þig líka mjög vel í því að promóta eða svona koma þessu á svona á yfirborði má segja. En Hallveig, þú hefur sagt minnst í þættinum, það sem að Ég er svo hóvar. Þú ert svo hóvar, þú ert svo ný. Mikið nýliði. En ég veit að þú hefur frá miklu að segja og ég tekið eftir þessum mikla metnaðinn og þú varst á Madeira að spila og hefur farið á alþjóðleg mót og Færeyjar. Já, Færeyjar og bara tekur þetta alveg, þú elskar augljóslega þetta spil. Já, það ger ég svo sannlega, fóra bara all in, sko. Já, geturðu kannski reynt að lýsa því fyrir þeim sem að hafa aldrei spilað bridge, hvað það var sem að heillaði þig við og heillar þig við þetta spil? Og á hvað reynir það? Hvaða einleika þarf maður að hafa til þess að verða góður í bridge? Já, ég skal reyna að gera það. Sko, þetta er náttúrulega alveg ofsalega krefjandi spil og það sem gerir það svo skemmtilegt. Þú ert alltaf að læra eitthvað og þú getur alltaf verið betri. Já, þú getur endalaust byggt ofan á. Já, bara endalaust, sko. Og það finnst mér svolítið heillandi. Maður þarf að vera þolinmóður og gefa sér tíma. Og ég er nú þannig, þú veist, ef maður er að fara að spila allan daginn, þú veist, þá þarf maður bara líka að vera vel undirbúin. Þú þarfst að vera vel sofin, þú þarfst að vera búin að borða. Það tekur alveg ótrúlega mikla orku, ótrúlega skrítið. Þú veist, bara það að sitja og spila, það er bara, maður verður bara alveg þvílíkt svangur, sko. Þú veist ekkert að... Maður brennir. Já, maður brennir örugglega alveg helling, sko. Bara heilinn. Já, þú veist ekkert að hreyfa þig, sko. En þetta er bara... Þú veist, maður hugsa svo ótrúlega mikið. Já, maður hugsa alveg ótrúlega mikið. Já. Það er alveg satt. Og það er svo gaman að spila, maður einhvern veginn bara, þú veist, maður gleymir öllu öðru, maður bara sekkur sér í spilið. Tíminn hverfur. Já, bara algjörlega, sko. Og þetta er svo mikið svona quality tími. Já. Við veitum að það reynir á minni. Já. Og það reynir fyrst og fremst á svona hið rökræna. Já. En svo er líka þarna sálfræðileg vitt. Og félagsleg og það er líka þarna fleira heldur en bara þetta lógiska. Já. Það er kannski hluti af galdrinum eða hvað. Já, ég alveg absolutt, sko. Já. Ég myndi segja það, sko. Já. Í hvaða þætti spilsins finnst þér skemmtilegast? Að spila úr eða vera í vörn eða melda?
þú veist, þetta allt svo gaman, sko. Einmitt. Það er ótrúlega gaman að spila vörn, ef þú ert með makkar, þú veist, og ef þið eru með svona flott varnarkerfi, þá getur það verið alveg ótrúlega gaman, og ef maður spila góða vörn og nær kannski samningnum hjá andstæðingum niður, það er alltaf svolítið svona skemmtileg tilfinning, sko. Já, af því að þar reynir líka á traustið, þetta félagslega bandið sem þarf að vera á milli tveggja einstaklinga. Já, það er örugglega aðeins eins og hjónaband, sko. Já, algjörlega. Þetta er bara, En á móti kemur að sko hjónum er ekki endilega ráðlagt að spila bridds vegna þeirra tilfinningar sem að geta. Það gengur ekki. Já, einmitt. Já, það er mikilvægt að hafa góðan makkar og treyst honum og bera virðingu fyrir honum og vera kurteis. Alltaf að vera kurteis. Hefur það nýst þér sko í öðrum þáttum lífsins að bæta kunnáttu þína í bridds að þínum mati? Verður maður svona rökrætni bara í hugsun og hefun? Já, ég hef svo sem ekki spáð mikið í því, en jú, alveg örugglega, sko. Já. Og einst líka, bara einbeitingin. Já, einbeiting. Þú veist, maður æfir hana svolítið og þjálfar sig upp í henni. Já. Við erum nú mörg með ADHD. Já. Ég er í þeim hópi. Ég líka. Já. En ég get nælt einbeitinguna, ég get nælt fókusinn í spilinu, sko. Já. Þannig að og ég hef búin að ná hyperfókus. Já, akkurat. Eins og þið allar. En svo skrítið maður að spila frá 10 að morgni til kannski 6 eða eitthvað, þú finnur ekki fyrir þessu. Nei. Þetta er bara svo gaman og þú bara svo bara eftir á kannski kemur þreytan, sko. En guð mér góður hvað maður verður líka þreyttur þegar það gengur illa. Já. Það er bara eins og maður hefur orðið undir skriðdreka þegar maður kemur heim og það gekk illa í lokaumferðunum. Maður þarf að læra. Sigrinum á mótinu og bara einhver rugli í lokin. Maður þarf að læra að kunna að tapa. Ég man það í gamla dag, þá kunni ég það ekki og var brjáluð í ykkur 3 vikur. Ég kannast með það. Já, og þú veist, núna bara... Ertu hætt að vera brjáluð? Já, eins og ég var. Já, maður verður fúll í dag, en maður verður ekki eins og maður var. Maður missi sig eins og maður misti sig, sko. Ég bara gat ekki glemt þessu, sko. Það er búið að vera ótrúlega gaman að fá ykkur í heimsókn. Má ég fá hjá ykkur tveimur líka svona það sem þið teljið galdurinn við spilið og hvers vegna ykkur finnst þetta svona skemmtilegt ef við byrjum á þér, Anna Guð? Já, það er þessi vídd í spilinu sem ég finnst skemmtileg. Hvernig, þú veist, þú ert alltaf að læra eitthvað nýtt. Þú ert alltaf að pæla í hlutunum og svoleiðis. Og þessi rökhugsun sem komst inn á, mér finnst hún rosalega, það er það sem að vekur áhuga minn. Og ef ég tek út það sem ég finnst skemmtilega spilinu, þá við ekki neð það alveg að það er að spila úr. Já, ég veit. Enda svona, ef ég spil ekki svona 90% samningra, þá finnst mér ég ekki hafa spilað neitt. Ertu frek? Nei, ég er bara ákveðin. Þú er bara ákveðin? Já. En já, spilið það svona, hefur gefið mér þessa rökhugsun og geta hugsa líka mörg skrif fram í tíman, ekki bara, og séð heildamyndina, ekki bara vera að einblína kannski á einhverja litla hluti og eitthvað svoleiðis. Og taka ákvörðun og vera óhrædd að taka ákvörðun. Og það hefur svolítið gefið mig líka út í lífið, bara, þú veist, ok, þetta er ákvörðun sem ég ætla að taka og ég ætla bara að fylgja þessu. Ég er búin að ofhugsa eða hugsa alla þættina sem er í kring og ég er búin að hugsa bæði hvað nokkrar útkomur út úr hlutunum og alveg eins og í spilinu. Maður verður að spá, ég meina ef að drottningin er hjá vestri eða drottningin hjá austri eða hvernig þetta er og þú veist, þannig að þetta hefur gefið mér ótrúlega mikið, þetta spil er bara dásamlegt. Já, það er snilld. Það er snilld. Og eins og þú segir, sko, þetta er endalaus ákvarðanatak. Það er bara aldrei dauðstund. Nei, það er aldrei dauðstund. Nei. Það er nefnilega málið. Hvert er svona þitt helsta take sem að sletti á töfrana í spilinu? Sigra. Eila frá því maður bara eftir mér, þá var alltaf hugsunin sigra. Og já, og bara, manni finnst þetta rosalega gaman, ég bara er þessi spilamanniska. Þú er oft talað um A og B-fólk, sko. Já. Og síðan er svo margt í þessu. Það er fyrir fólk sem er að koma inn, það eru farið til mater eins og nefndir áðan,
förum alveg 100 eitthvað manns til matur á hverju ári og félagskapurinn og gleðin sem með þessu svo dásanleg og þetta er ekkert nema jákvætt. Við erum hérna 8 konur sem æfum okkur og setjum sjálfar upp keppni á netinu einu sinni í viku alltaf og svo förum við náttúrulega og keppum líka og þannig að þetta er svo margt svona skemmtilegt og þessi rökhugsun, ég er nú í bókhaldi og er alltaf, þú veist, að það er eitthvað bara sem fylgir þessu, sko. Ég hugsa ekkert það. Nei. Ég hugsa alltaf bara sigra. Já. En ég myndist aðeins á sálfræðilega þáttinn áðan og hérna þeir sem ekki spila bridge vita náttúrulega ekkert hvað ég er að tala um. En hérna með því á ég við að það eru svona stöður þar sem að maður getur þyrlað upp ryki, jafnvel hálfblekt eða blöffað og hérna falskardað og allt þetta. Og hérna finnst ykkur aldrei neitt gaman að reyna að ná kúpi á andstöðun og spæla hana með einhverjum svona brellum? Jú. Það er alltaf þú veist, þú veist, eins og sonur minn sagði þegar ég var eitthvað að tala um ég að kenna dóttir hans bridge, sko, 9 ára. Nei, mamma, hún er ekki svo mikill refur. En svo þetta er bara, þú ert refur, sko. Ertu komið sjálfstraust til þess að svona blöffa í völdum stöðum? Nei, ég er ekki eiginlega komin þangað, myndi ég segja. Ég myndi ekki segja að ég var þar. En það ætti maður að varast það. Í pókernum þá er meira blöfföldin í bridge. Já. Það er alveg til, sko, þú veist, þú þarft að lesa í stöðuna með það, sko. Og eins og Stebbi Stef segir, sko, stilla andstöðun upp í vegg. Já, nákvæmlega. Það er náttúrulega sumulítið sálfræðilega aðgerð. Maður kannski vegur og metur andstæðingana, hvernig er svipurinn á þessum andstæðingi, hver er þessi andstæðingur? Það er þessi borðfílingur. Já, borðfíling. En borðfílingurinn er náttúrulega hluta einhverju sálfræði. Já, það er, mér finnst ég finna alltaf borðfílingin vel. Já, einmitt, akkurat. Magnað. Frábært að fá ykkur í heimsókn. Kæra þakkir fyrir að koma hérna í fyrsta bridge-þáttinn á samstöðinni. Við erum að spá í það að reyna að vera hér að jafnaði á 2 vikna fresti. Og það er ekki ólíklegt að næsti þáttur muni fjalla um undankeppni Íslandsmótsins í sveitakeppni sem er í næstu viku. Eru það allar á leiðinni þangað? Já. Þú líka? Það er í vinnslu. Það er í vinnslu? Já. Ég vonast til að sjá ykkur allar og kærar þakkir María Haraldsdóttir, Bender Hallveig Karlsdóttir og Anna Guðlaug Nílsen. Nú, kæru áhorfendur, þátturinn verður þá ekki lengri. Þessi fyrsti þáttur bridge á samstöðinni, hún er lokið. Við verðum hér aftur annarkot eftir 2 eða 3 vikur. Ég veit ekki alveg hvort verður. Það gæti verið að páskarnir myndu spila einhverja rullu. En takk fyrir að vera með okkur, hlustendur, jafnt og áhorfendur, verið sæl. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Komið sæl, ég heiti Oddný Eir, verið velkomin í mannréttindaspjall ykkurs konar við rauðaborðið eða jafnvel fjölmiðla gagnrýnisspjall, ég veit ekki hvað við eigum að kalla það, kannski bara heimspekispjall. Hér er komin landfræðingur, heimspekingur, leikmyndasmiður, fjölskyldumaður, Finnur G. Olgusson, þakkaði fyrir að koma. Já, kærlega fyrir að fá mig. Þú sendir hérna dálítið svona harðorða og ítarlega ábendingu eða kvörtun til fréttastofu Ríkisútvarpsins núna fyrir nokkrum dögum. Já. Og fórst svona dálítið yfir fórst eiginlega svona sýndi fram á hversu eiginlega svona ófagleg fréttamennskan væri í tengslum við þjóðarmorðið í Palestínu. Getur þú kannski bara fyrir þá sem að ekki hafa séð þessa færslu á Facebook að því að kannski hafa bara þeir síðanar sem eru sammála, þannig að við getum kannski freista þess að ná til fleiri? Já, sko, eiginlega kveikjan að því var bara að ég er náttúrulega búin að vera að fylgjast með þessum máli í ég er í mörg ár, sko, löngu árin atburðirnir 7. október með eftirfylgjandi
stríðsátökum á þessu stað og það hefur svona farið fyrir brjósti á mér og þetta mörgum öðrum að hvernig fréttaflutningurinn hefur verið af í rauninni málefnum Ísraels og Palestínu og ég hjó sérstaklega eftir því ég var ein frétt sem var að sem sagt, starfsmenn Rauða krossins eða Rauða hálfmánans hefðu verið drepnir eða fundist látnir eins og var sagt í frétt RÚV á meðan ég hafði til hliðsjónar frétt Guardian sem var reynda að skrifa nokkrum klukkutímum síðar en var töluvert ítalegri og fer sem sagt yfir það hvernig þessir mannúðarstarfsmenn og bæði sjúkralega bráðalegar og starfsmaður Sameinuðu þjóðanna voru í rauninni myrtir í köldu blóði sumir hverjir í rauninni bara teknir af lífi við vegg bundið fyrir hendur bundna saman hendur og síðan grafnir í fjöldagröf í einhvers konar yfirhylmingu ísraelska hersins og í íslensku fréttinni þá ekki komið inn á að hver gerandinn í rauninni í málinu fyrir en í einhvers staðar miðbygg greinarinnar sem í rauninni stutt og þar minnst á það að Ísraelsher hafi játað að hafa skotið á sjúkrabíla á bíla sem að þeim fannst vera að haga sig grunsamlega og þetta sérstaklega tekið fram þeir hafi verið grunsamlegir og hafandi fylgst með þessum málum í svona langa tíma þá finnst mér eiginlega bara gjörsamlega ótrúlegt að þú getur unnið á fréttastofu og unnið við miðlun frétta og upplýsinga til almennings og ekki verið farin að grípa það hvernig Ísrael tekur á þessum málum. Hvert einasta sinn sem þeir verða uppvísar að einhverjum stríðsklæpum eða hörmungum eða misþyrmingum, ofbeldi, nauðgunum og barsmorðum þá í fyrsta lagi neita þeir öllu eða kenna einhverjum öðrum í öðru lagi reyna þeir að sýna fram á að þetta hafi staðið einhvers konar ógn af þessu fólki og svo í þriðja lagi þegar þeir hafa í engin önnur hús að venda þá viðurkenna þeir að þeir hafi staðið fyrir þessu en þetta skiptir í rauninni einhver máli og í hvert skipti sem að fréttamenn apa upp vitleysuna eftir ísraelskum ráðamönnum þá skapast einhvers konar skekkt mynd af ástandinu sem ósönn fölsun á því sem að eiga sér stað. Heldur þetta sé einlægur brotavilji eða hræsni eins og þú segir, er þetta aulaskapur í bland? Þú veist það sem PR-fulltrúar ríkisstjórnana frétta tilkynningarnar og frá PR-fulltrúum og slíku eru farin að vera ígildi frétta og kannski fréttamiðlar sem hafa ekki mikið bólmagn, get ekki raunverulega unnið úr fréttatilkynningunum talað heldur bara einhvern veginn birtaðar nánast beint og við gerum þá kröfu til Ríkisútvarpsins eins og þú segir Akkurat. Og fréttastofu Ríkisútvarpsins að þar séu betri vinnubrögð og þetta krafa svo sem núna endróma svolítið í samfélaginu að það ákveðin óánægja með einhver svona slök vinnubrögð. Já, mín upplifun af þessu einhver blanda þessu öllu saman maður hefur náttúrulega heyrt frá einhvern veginn öllum sem hafa starfað við fjölmiðlun á þessum stóru miðlum að krafan einhvern veginn svona framleiðslu frétta sé mjög hörð og oft unnið í miklum flýti og stressi og ég vil taka fram að manneskjan sem að skrifaði þessa frétt, Ólöf Ragnarsdóttir hefur að öðru leyti staðið sig bara mjög vel í þessu og reynt að koma með ýmsar hliðar. Þessi frétt var hins vegar ekki góð og svona það sem bítur höfuð að skömminni einhvern veginn það að ég til dæmis sendi þetta erindi sem að mér fannst mjög vel rökstutt þar sem að ég fer bara svona yfir samanburðin við bara það sem í raun og veru gerðist og hvernig RÚV hvaða mynd RÚV dregur upp að þessu
að jafnvel enn þann það í dag, núna, einhverjum 4 dögum síðar, þá er ekki komin nein önnur uppfærsla eða nein önnur frétt málið. Nei, þú er ekki fengið neitt svar væntanlega? Nei, ég býst ekki við að fá svar, sko. Þetta hef ég sjaldnast gert að því ég hef kvartað á einhverjum svona vettvangi, sko. En hefur áður sendt svona til fréttastofunar? Já, örugglega einhver tímann. Ég man ekki út af hverju, en það er svona þegar manni blöskar sérstaklega, sko. Ég sá að einhverju fleiri höfðu sko haft samband við Heiðar Örn sem er fréttastjóri RÚV. Og hann hafði svarað einhverju svona diplósvari þar sem hann talar að almenningur hafi rétt á því að fá að vita hvað gerðist en hafi sem sagt einnig rétt á því að vita réttlætingar og rök ísraelskra ráðamanna, sko. En þá verður kannski að skilja þar á milli. Já. Það kannski er það sem við erum að fara svona krefjast svolítið, það er að vita, fá ekki bara einhverja súpu af upplýsingum að það sé eitthvað fagfólk, einhver fagmennska, það sé einhver reynsla eins og þú segir sem að getur greint á milli og þá sagt okkur, þú veist. Þetta er eins og þegar ósátt við þegar bara einhverja upplýsingakálfar í blöðum voru allt í orðin auglýsingakálfar og maður vissi ekki munin einhvern veginn. Þannig að núna vil maður vilja vita samkvæmt. Já, við verum að fá einhvers konar samhengi, sko. Já. Og það sem að ég svona kannski, það sem að ég myndi vilja gagnrýna í þessari nálgun Heiðars í rauninni, sko, eitthvað sem að vestrænir miðlar og við erum örugglega út allan heim, stóri miðlar sem eiga allt sitt undir því einhvern veginn svona einhverju viðskiptavild jafnvel eða heyra undir ríki og þetta getur verið svona kannski svolítið brothætt samband er svona ákveðið það er ákveðið svona blindblettur á ákveðin mál, sko. Þarna er hann að tala að við ætlum að segja frá rökum og sjónarmiðum ísraelskra ráðamanna en ég hef ennþá ekki séð neina frétt sko, neina fréttir eða upptalningu hjá RÚV öll verstu, rasískustu, nasískustu ummæli síonistana í ísraelska á ísraelska þinginu, sko. Nei. Sem eru alveg svakaleg. Þetta finnst mér erindi við almenning. Sérstaklega því að sko við komumst ekkert hjá því að fjölmiðlar eru skoðana myndandi. Hvort sem þeim líkar það betur eða verð, sko. Við erum alltaf að leita að einhverju svona svona kjölfesta dómgreindarinnar, einhvers konar norm eða einhvers konar viðmiðun bara og svo getum við verið ósammála og svoleiðis. Og það er þessi kannski, hávara krafa finnst mér núna, bara síðan fyrir ári síðan 2 ára og raunverulega bara stigmagnast eftir líka Ásthildar Lóu umfjöllunina. Akkurat, þetta er svona ákveðin tvískunungur, sko. Já, það er þessi raunverulega, það eru æ fleiri farin að átta sig á því að þessi fréttaflutningur fréttastofu Ríkisútvarpsins er ekki lengur menn gefa sér allan að hann hafi verið faglegur áður en það bara sé það ekki, sko. Ég held, sko, að einhverju leiti hafi tímarnir breyst líka. Ég einhvern veginn hef allt mitt líf upplifað fréttastofu RÚV sem frekar hægri sinnaða, sko. Ég man að einhvern tíma átti sér stað átti að eiga sér stað einhvers svona hreinsun á, sko, útvarpi, Ríkisútvarpinu, af því að það þótti svo vinstri sinnað. Og þá sérstaklega Spegillinn fyrir að vera bara með góða fréttaskýringar, sko. Og það má ennþá finna, sko, góða fréttaskýringar á RÚV. En það eru þessi þættir, það er heimskviður og þetta helst og helst í útvarpinu, sko. Og lestinn eða þessi menningarþættir oft eru mjög gagnrýnir. En fréttastofa RÚV er einhvers konar virkar eins og hálfgerður steingervingur, sko. En það hafa nú svo sem verið átök í gegnum tíðina. Þetta er ekki eins og þetta hafi alltaf verið bara sko, þetta norm hafi bara verið samþykkt eða þetta hafi verið samþykkt sem eitthvað, sko, hlutlaus viðmið. Það var náttúrulega, ég man oft, maður er svo gamall, maður man eftir, sko, svona deilum bæði innanhús og utanhús hvort að einmitt væri of mikil hægri, hvort það væri of mikil pólitísk íhlutun, sko. Já, ég held að einhvern veginn, sko, mér finnst upplifun mín af bæði RÚV og bara einhvern veginn svona hinu opinbera
í dag er að samþykja bara þessa heimssýn að sko, afstöðuleysi sé einhvern veginn ekki pólitískt. Að þú geti komist upp með að einhvern veginn sem blaðamaður eða fréttamaður að í rauninni segja bara fréttirnar. Þú ert bara að tilkynna eitthvað en þú ætlar ekki að grafa neitt dýpra og þú ætlar sko alls ekki að nota orð eins og þjóðarmorð eða útrýmingarherferð sem eru í rauninni langsannasta lýsingin á því sem er að gerast sko. Þessi stað einhvern veginn ætlar að labba með mingvasan sko. Passa hann brotni ekki. Og þetta er kallað ekki pólitískt, en auðvitað er þetta hápólitískt og þetta er afstaða að taka þá ákvörðun að sýna svona skekta mynd. En getur ekki verið að við höfum verið svolítið svona sofandi eiginlega gagnvart því að við höfum látið svolítið sannfærast að orðræða ákveðin núna hugsa maður bara alls konar þætti svona orðræða og fréttaflutningur og upplýsinga að það sé að hún sé á einhvern nátt hlutlaus, ég veit ekki, þetta er eins og það hefur verið ótrúlega mikil sannfæring einhver staðar, eða ég veit ekki hvernig það hefur verið til orðið sko, það er sjálfsagt mjög mikil greining, en mér finnst svona eins og við höfum öll svolítið svona sofnað á verðinum gagnvarti og við erum bara sætt okkur við ákveðnar svona fréttaflutning og það var, jú, við þetta væri kannski aðeins til hægri eða svoleiðis, en svo bara gerist eitthvað, raunverulega óbæðslega vakning núna 7. október verður í kjölfarið hjá ungu fólki líka. Já. Og þá einhvern veginn bara sættum við ekki okkur lengur við þetta, sko. Nei, einmitt. En það líka kannski verður sko grímulausara. Það sem er að einhverju leyti ekki gott merki. Að Ísrael í rauninni bara upplifur að það geti í rauninni bara gert hvað sem þeir vilja, sko. Það verða engar afleiðingar. Mér finnst glæpurinn, sko, tölum fjölmiðla, er bara einhvern veginn að sjá þetta ekki, sko. Sjá ekki hvað er í stað og sko eru að gefa okkur einhver brot einhverja ljósmyndir af ástandinu sem að einhvern veginn ef maður safnar öllum saman þá myndir maður samt ekki fá mynd af þjóðarmorði heldur bara einhvern veginn svona, þú veist, eftir 150 ár sko, ef að Ísraelin tekst að þurrka út Palestínumenn eins og þeir virðast allir gera þá kannski stöndum við bara uppi með að reyna að komast að því einhvern veginn hvað gerðist og hvernig og fjölmiðlar og þessar fréttir sem við höfum ekki eftir að aðstofa okkur neitt í því að þetta er svona bara eins og heitur pottir sem hefur verið að hækka upp hálfa gráðu í senn sko. Og það er engin að setja hlutin í samhengi sko. Svo er kannski, þú segir að þessi grímulausar núna en samt er verið að biðja að þetta verði ennþá að gríman sé tekið niður og bara einhver svari fyrir þetta. Veist, þetta sé ekki bara eitthvað svona norm, þetta sé bara svona sé þetta, einhver funksjón og svona bara gangi þetta fyrir sig, að þetta sé fagmennskan sjálf eða eitthvað svoleiðis. Það er allt í einu beðið og þú ert að beðið með bréfið þínu til dæmis bara rökstuðning og bara af hverju er hvers vegna er fréttastofan svona eiginlega hlutdræg? Af hverju eru svona hlutdræg? Hver er það sem að er það einhver sem að skipti sér af og segir að það megi ekki vegna þess að þá verði svo mikil ólga og mótmælendur fara á fullt og þessi öryggis ástæður eða pressa frá sendiráðum eða ég veit ekki hvað en sko ég er einhvern veginn ekkert sérstaklega bjartsýnn samt sko á að neitt breytist veist, sko, sérstaklega ekki kannski hjá fréttastofur við erum með það er bara einhvern veginn að afhjúpast allan heim að þessi fasíska undiralda sem að hefur verið að sækja sér veðrið er víðar og víðar að setja mark sitt á borgaraleg réttindi fólks og sannleikurinn er náttúrulega sko fyrsta fórnarlambið í þeirri
og í rauninni ef við fyrir nokkur ára aftur í tíma þá sjáum við alveg hvernig hefur verið markvisst grafið undan staðreyndum og sko vægi þeirra í samfélögum og sem sagt svona basis fyrir stefnumótun og skoðanamyndun. Og það er einhvern veginn, þú veist, hafa kannski fjölmiðlar leikið einhverju leyti tveimur skjöldum eða haft mjög mikilvægt hlutverk bæði sem sko aðhald sem þau vissulega hafa margir hverjir gefið en líka sem sko gerendur í þessu og við sjáum bara náttúrulega hvernig þetta er í Bandaríkjunum það sem er í rauninni bara í rauninni risastór málgögn repúblikanaflokksins og svo er eflaust einhverjir harðsvíraðir demokratar hérna líka sem að toga einhverja spotta á öðrum stöðum og slíkt sko en fyrir vikið þá fáum við einhvern veginn aldrei sko svona yfirvegaða túlkun á raunveruleikanum. Svo náttúrulega að segja það margir svaraðir, það er ekki til sko, það er náttúrulega, þetta er bara aftur í hvaða lið þú ert og svona það er þetta heimsbyggilega afstæða sem að er að mörguleiti náttúrulega rétt, er öfurlega rétt, þú getur aldrei fundið þín algilda sannleika en það er svolítið búið að misnota þetta fyrst manni í þessari umræðu, þannig ef að þú ert að biðja fagmennsku og meira hlutleysi að þá er kannski svarið stundum þú veist, ekki getum við farið að vera með þína skoðun sem er þá allt og mikið í hináttina þú veist, einhver staðar verður við að vera en svo kemur líka þess að þú segir það skiptir máli, það er verið að brengla staðreyndir og það virðist kannski ekki skipta máli að senda eitt bréf til maður eins og þú sendir bréf til fréttastofunar því er ekki svarað en heldur að skipti ekki samt máli einhvern veginn, að við séum sko bara að við séum vakandi fyrir þessu og séum verði og svona akkurat núna bara til þess að þetta festist ekki alveg endanlega í sessi sko, ruglið. Ég er svona einlega hálfgerður nýhilisti og svarsinsmaður sko, en ég held að það sé einlega engin önnur leið fyrir okkur að vera. Ég held að svona eftir því sem ég eldist þá finnst mér bara eins og heimurinn skiptist svolítið og sko mannfólk skiptist svolítið í ákveðna persónuleika. Það eru sumir sem að bara einhvern veginn láta sér allt linda og einhvern veginn kippa sér ekki upp við þjáningar annara til að mynda sko og svo eru aðrir sem bara geta ekki hort framhjá einhvers konar óréttlæti og miskunnarleysi. Það er náttúrulega bara sko bursið frá því hvort það skilar einhverju þá er kannski leiðin líka tilgangurinn sko í einhvers konar aktivisma eða baráttu. Þetta er náttúrulega kvöldu barátta, þetta er ekki labb í garðinum, það er bara einhvern veginn. Nei, en þetta er svona barátta á hverju tægi, þetta er ekki svona að því að tilgangurinn helga kannski ekki alveg öll meðul eða finnst manni eða það er alltaf spursmál sko, hversu langt máttu en það eins og þín færsla hún er þessi kröftug en hún er mjög hvað var að segja, hún er svona fagleg eða þannig, þú ert ekki þú auðvitað sakar fréttastofuna þarna hræsni og bara, hvað er það hlutregni en þú ert sko, þú gerir þótt þú sért nýhilisti þá lítur að gera þér einhverja smá vonum að einhverjum muni hlusta eða Já, ég ætlaði að lifa ekki einhvers staðar inni sko en ég svona kannski ég er ekkit vissum að þetta er náttúrulega bara einhver svona dropi í hafið það skiptir kannski líka máli að valdið hvort sem það gefur eftir eða ekki finni að það er einhver mótstaða sko. Og þessi mótstaða getur verið bæði líkamleg þegar við mætum á mótmæli eða mætum á staðinn eða það sem ég hef stundum verið að gera er að reyna allavega að hringja í
ráða fólk sko og koma minni skoðun á framfæri, það er ekki allir sem svara en að þau sko finni fyrir því að þau geta ekki bara gert hvað sem er og valtað yfir fólk eða skila hvernig vinnur sem er það hlýtur líka að hafa einhvers konar áhrif sem maður bara tekur ekki einu svona endilega eftir sko. En er það ekki líka að þú segist vera fjölskyldumaður og ert fjölskyldumaður er þetta kannski hluti af líka bara af uppeldinu að sína börnunum fram á einmitt að maður eigi ekki bara að láta eins og ekkert sé og eigi að Nei, ég hugsa það og ef maður sko er að kynna sér til dæmis sérstaklega að fylgjast með hvernig málum er háttað í Palestínu þá svona alveg sérlega ómögulegt að sitja kyrr sko ef maður gerir bara setur einhvers konar samhengi á milli barnana þar og manns eigin barna en já, mér finnst mjög mikilvægt að allavega ekkert endilega innræta ég passa mig mjög vel að innræta ekki börnunum mínum einhverja ákveðnar skoðanir en að gefa þeim tólin til þess að mynda sér hvaða skoðun sem það er þá en að gera það þá út frá einhvers konar eins og ég reyni til dæmis í þessu erindi mínu að taka saman sko staðreyndir, púsla saman púslubitunum og geta þá tekið einhvers svona upplýsta ákvörðun og það er rauninni það sem að ríka er hægt að yfirfæra yfir á fólki sem les fréttirnar að þau geti þá fyrir vikið, ég meina það eru 1000 manns sem að skoða ekkert annað en forsíðun á RÚV, kannski ekkert nema fyrirsagnar einu sinni fullt af fólki sem er ekki að fylgjast með Guardian eða einhverjum sérstökum sjálfstæðum fréttamönnum á Instagram eða hvaðina þetta fólk, þetta er bara það eina sem það fær og þetta sko fyrir vikið verður þeirra val afstöðu ekkert lifandi það var einhver heimspekingur sem að talaði ég held að vera William James sem talaði sem sagt hvernig fólk myndaði sér skoðun og svona eina frum forsendunum fyrir því að þú í rauninni myndiði skoðun á hverju sem er að valið sé sko að valið afstöðuna sé lifandi þú hafir einhverja ástæðu til þess og í þessum málum til dæmis við bara verið að sjá að fólk er að vakna til lífsins svolítið varðandi hvernig ástandið er þarna því miður þá er valið allt í einu orðið sko lifandi fyrir þeim. Hvað getur útskýrt það betur svona fyrir hlutendum, valið sé lifandi? Segjum bara sem svo sko að það séu kosningar í nánd og þú ætlar að velja hvaða stjórnmálaflokk þú vilt kjósa það sem að stendur þér næst eru bara svona ákveðnir hlutir sumum er bara slétt sama innflytjendur öðrum er slétt sama verðbólgu og annað slíkt en að einhverjum ástæðum þá er eitthvað sem að tikkar í bóksinn hjá þér og þú reynir að haga valiðinu eftir því Já, út frá þínu lífi svona. Já, svolítið út frá þínu lífi og sko fólk gerur oft lítið úr vægi tilfinninga til dæmis við skoðanamyndun að maður eigi að vera svona kaldur og mynda sér einungis skoðun út frá hörðum staðreyndum sko en tilfinningar eru í svona að vekja með fólki tilfinningar eru þetta frum forsenda þess að fólk gerir nokkuð þess að taki nokkra afstöðu og með svona fréttaflutningi eru engar tilfinningavaktar sko og þú getur í rauninni bara skrollað yfir sko. Já, nýju starfsmenn Rauða Hálfmánans fundust leðilegt hvað þetta er allt flókið þannig í Ísrael. Og þú tókst fleiri dæmi. En sko, ef maður einhvern veginn, en ef maður einhvern veginn sko, lesa aðra fréttir eða einhvern veginn er svolítið vakinn til lífsins, þá þýðir það að þú þarft að fá sko og ert að fá ógeðið stundum og mér finnst til dæmis RÚV bara að vera að forðast ógeðið en það er ógeðið sem gerir þig reiðan sko og þegar við verðum reið þá byrjar einhvers konar þrýstingur
og einhvers konar þrýstingur skilar sér í pólitískri stefnu. Ef það engin þrýstingur, ef það engin reiður, þá sjá ráðherrar og ráðamenn enga ástæðu til þess að gera nokkuð skapaðan hlut. Þau vilja bara óbreytt ástand. Til þess að kannski leikurinn gerður. Já. Af því að það náttúrulega bara þægilega að hafa óbreytt ástand væntanlega. Og kannski bara eðlilegt í rauninni að fólk sæki í það, en við verðum einhvern tíma á stundum að taka skrefið, sko. Það svona mín skoðun á þessu, sko. Og þú nefnir þarna, þetta verður mjög svona, já, þetta verður dálítið svakalegt, af því að þetta tekur tíma sinn, þú ert að bera saman, hvaða leitar þú upplýsingar, eða færðu upplýsingar svona frá ýmsum fjölmiðlum heiminn og? Ég nú kannski ekkert, sko, ég engin fjölmiðla nörd, ég fylgir svolítið með Guardian, mér finnst það hafa verið svona, þú veist það alveg hægt að gagnrýna það blað fyrir ýmislegt, en þau allavega að reyna að stunda einhvers svona sjálfstæði og óháða blaðmennsku og oft mjög, við hafa svona einhvern veginn greinilega fjárhagslegt bakland til þess að gefa sér svolítið svona meira ráðrúm og meiri tíma til þess að vinna fréttirnar sem er oft mjög góðar. Auðvitað veit ég að RÚV hefur ekki þetta bólmagn, þú veist, það er bara staðreind sem við verðum að horfa á hérna sanngjarnum augum. Mér svo skrítið að vera að tala alltaf með því of mikið fjármagn til Ríkisútvarpsins, ég verið að segja mér finnst bara ekkert of mikið, það ætti bara að vera meira og þá meiri auðvitað að krafa fagmennsku og þessi og gefi sér tíma, það er sko virkilega þörf á því, finnst manni sko. Já, einmitt, það er einhvern veginn, þú veist, maður veit aldrei, það er ekkert meira fjármagn er ekkert alltaf heldur málið, þú veist, það er kannski bara skilvirkni þess líka, ég meina það er hún getur alveg dælt kannski fé í þetta batteri, en ef það er útvarpsstjóri sem að bara vill ekki rugga bátnum, þá verður það bara þannig sko. En já, ég hef svolítið sko fylgst með Guardian, en ég hef líka svona síðan allavega þetta stríðbraust út og síðan ég fekk mér snjallsíma fyrir 1,5 ári verið að hérna leita upp í einhverja svona reikninga á Instagram og þar fær maður ógeðið svolítið beint í æð sem að ég stundum bara þarf að kúpla mig út úr líka, en það er líka svona beinn, við getum alveg kallað þetta fréttaflutning sko, frá fólki á svæðinu, á staðnum sem að hérna fjölmiðlum er bannað að fara inn á Gaza til dæmis, þú veist, og það er bara að tala afar hættulegt. Þetta er í rauninni, þú veist, þetta er sá fréttaflutningur sem að fær frá svæðinu og þetta er vitnisburður fólks sem eru að upplifa þessa hluti og það er auðvitað að afskrifa það bara sem hlutdrægt og auðvitað það að einhverju leyti, en það er líka, finnst mér mistök að horfa ekki til þess til dæmis við vinslu Já, það er ekki þar með sagt að það sé ekki staðreind sko, eins og þú segir, því það er kannski og endarum er þetta með að vera alveg hlutdrægur er kannski erfitt, en það að koma sér saman kannski eitthvað að þetta gerðist og það eru þetta mörg vitni og það er ekki hægt að neita því að þarna bara eiga sér stað hræðilegi hlutir og það er bara, það eru vitni frá fyrstu hendi, það er ekkert svo erfitt að finna kannski vitnisburð það. Þannig að þetta getur ekki annað að verið pólitísk ákvörðun hjá fréttastofu Ríkisútvarpsins nema hún sé bara einmitt af, það er eiginlega hvort er verra, þetta sé eiginlega það lítil fagmennska og lítið svona bólmagn til að vinna úr þá upplýsingum sko, þá er ástandið alltaf orðið mjög slæmt sko. Ég myndi vilja kalla þetta einhvers svona gerfi hlutleysi sko, af því að þetta er ég hugsa, sko hugsunin í grunninn hjá fréttastofu RÚV er að vera sem hlutlausust. Það er ákveðin krafa og það er það sem við viljum raunverulega, það er ákveðin hlutleysi. Já, en sko svo er bara mjög erfitt örugglega fyrir fólk að draga þessa línu sko. Hvað er hlutleysi og hvað er hugleysi og hvað er sko hvenær ertu farin að ljúga að fólki í krafti þess sem þú segir ekki til þess að halda einhvers konar hlutleysi. Svona mín tilfinning núna er að það sé bara hreinlega að vera að halda ákveðnum staðrindum frá fólki til þess að láta Ísrael hafa einhver svona áru lögmætis.
af einhverjum ástæðum sem að ég er ennþá bara ekki, ég skil ekki ennþá. Hvaðan kemur þessi krafa að við ætlum að gefa Netanyahu sem er eftirlýstur stríðsglæpamaður dómstóls sem að við viðurkennum. Af hverju fær hann dagskrárvald í fréttum RÚV? Og auðvitað þú veist, best að halda því til haga að þau reyna líka að sýna hina hliðina. Já. En það hallar á, það er alveg held í mál manna, en sko það sem eins og við höfum áður rætt, sko, ef að þú lest kannski Morgunblaðið eða aðra miðla sem eru ekki hafa ekki þessa eða eiga ekki að hafa þennan trúverðurleika að vera ríkismiðill eða svona almanna útvarp, þá ertu ekki hissa, sko, þótt þú lesir eitthvað bara beint haft eftir Netanyahu og hans réttlætingar og þú getur bara fussa og segja þig við því, sko, og hendi frá þér það sem er svona eins og sárt og alvarlegt. Það er þetta þegar einhver skákar í skjóli, eins og þú segir, hlutleysis. Já, og kemur fram sem hlutlaus miðill, sem þessi faglega viðmiðun og það síðan ekki, og þess vegna held ég að sé svona margir opaslega ósáttir, sko, af því að það er svo mikið púður virðist vera lagt í að sannfæra okkur þetta hlutleysi. Það er ekki þessi auðmýkt, eins og til dæmis kom líka fram í þessu ástulum, það er engin auðmýkt að segja, það er alveg rétt, við bara gerðum mistök. Akkurat, og maður sé svona eins og einhver talaði svona þess samtryggingu, sko, rétt að manna að rjúka allir upp, sko, þegar þeir eru gagnrýndir. Já. En gagnrýni á bara mjög oft rétt á sér og það er ekkit óeðlilegt við það að vera gagnrýndur. Ef maður ætlar að gera eitthvað, ef ætlar aldrei að gera mistök, þá gerir ekki neitt. En það þarf þá að vera einhvers konar, eins og þú segir, og auðmýkt eða hógværð, þar sem að þú ert og fagmennska í rauninni að geta þá tekið við því og unnið úr því á uppbyggilegan hátt. Eða boðið upp á einhverja samræðu, það sem er réttlætingir, en ég veit ekki hvar, þú skrifaði bréf, þú fær ekki svar, en ég veit ekki hvað var í næsta skref þá að kæra og þú til þess að koma frá þessari umræðu, sko, til að koma báðum sjónarmiðum, ég veit ekki hvað, en ég vona bara að þú heldur áfram að fylgjast með og veita aðhald og við öll verðum að gera það, af því að upplýsingu óreiðan, það er held í mál manna, hún eykst nú frekar, þess að við megum alveg vera vakandi. Já. Og minna hvert annað á. Áskorunin er kannski svo að ná til fólk sem er ekki bara sammála manni. Já. Og svona, einmitt, gera valið svolítið lifandi fyrir þeim. Takk fyrir. Finnur G. Olgusson, leikmyndarsmiður í Borgarleikhúsinu, fjölskyldumaður, landfræðingur, heimspekingur, húsgagnarsmiður, hef ekki meira í af titlum og frétta gagnrýnandi. Kæra þakki fyrir að koma og segja okkur frá þessari og ég gafst þetta út sem grein eða bara sem Facebookarfærslu? Bara færslu, sko. Já, þannig að við kannski þá kannski getur fólk farið og séð færsluna, hún er mjög athyglisverð. Ég þakka kærlega fyrir ykkur sem fylgdust með okkur í samræðunni og hugsuðuð ykkar og takk fyrir að líka bara segja frá samræðun okkar, það hjálpar okkur af því það vita nú ekkert allir samræðunni hérna við Rauðaborðið. Ég þakka alveg við Líndal fyrir að varpa spjallinu yfir til ykkar. Við höldum áfram að pæla í heiminum og okkur sjálfum hérna við Rauðaborðið eftir smá stund, ekki fara langt. Þarftan að tala um borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hjá mér er Hörður Jónsson, skipuleggjandi Reykjadúm. Hvað er það? Það er tónlistarhátíð, fyrst og fremst, sem við erum búin að halda núna, í annað skipti.
en byrjaði sem önnur tónlistahátíð Doomsember 2018 og var til 2022 eða 21 og hérna ákváðum að skipta nafn þar sem við færðum okkur úr desember vorum með þetta í desember og færðum þetta yfir á vormánuðina aðeins þægilega að halda tónleika þá Allir meira stuði, kannski. En það er stuð, kannski. Það er ekki kannski alveg við Doom. Hérna. Það er svona ákveðin ókostur við að flytja inn erlendar hljómsveitir í desember og á veturna. Það er bara meira vesen. Já. Fyrir þau sem ekki vita, þá er Doom metall. Það er svona ákveðin svona undirkúltúr í metallsinnunni. Hvað er Doom? Doom-metall, þetta er svona þetta að segja, þetta má segja þetta er svona sú stefna þungarokks sem er mjög fjölbreytt hún er kannski ekki alveg bundin og eins og dauðarokk og svartmálmur þetta er meira svona hérna bara þungmúsík sem að hefur svona ákveð yfirbragð annarkvort Svolítið svona þykk, ef ég ætti svona lýsinni svona, þykkt og mikið eins og reykur já, svolítið þannig svona þykkt og mikið hljóðheimur stórt sándar sem að svona riffin og trombunar er í jafn miklu aðalhlutverki og söngurinn og það er svona það er hljómsveitir það má segja að Doom-metall hafi verið fundin upp þegar þungarokkið var fundið upp af Black Sabbath fyrsta platan þeirra er að vissu leyti Doom-metall þannig að ef þú fílar Black Sabbath, þá getur vel verið að þú fílir Doom-metall. Akkurat. En svo eru þetta undirflokkar í Doom-metallinu, það er til jarðafara Doom og sludge og alls konar. Þannig að það ættu allir að geta fundið eitthvað svona við sitt hæfi innan þessa ramma allavega. Já, þetta er svona mjög fjölbreytt stefna allavega eins og við bjóðum velkomna á hátíðina. Það er þetta, það er stoner rockið og það er þetta leðjur rockið, sludge metallinn stoner rockið sem er kannski meira svona upbeat og meira party. En þetta er allt svona með svipuðu yfirbræði, má segja. Og tengist allt á einhvern hátt. Já, og þetta er svolítið svona, það sem einkennir Doom-metallinn og það er þetta kannski textarnir. Já, það er svona rauði þráðurinn kannski. Já, það er þannig sér líka sem að náttúrulega svona aðrar stefnur þungarokks þetta einkennist ofta af textónum en aftur á móti það heyrist ekkert mikið hvað er verið að syngjum endilega, allavega svona eins og í döðrokki og black metal þá er þetta svipað hérna að þetta er ekkert alltaf verið að hlusta ómikið á textana þeir eru stundum svolítið mikið faldir á bakvið hljóðvegginn, má segja en textanir eru samt sem áður má segja að það eru svona sameiginleg yrkisefni í þessu er þunglindi og bara lyfja misnútkun. Bara svona dauð og drungi? Já, dauð og drungi og allt sem er dapurlegt, eymd. En sumir tækla þetta líka bara á allt annan hátt og eru bara finnir og skemmtilegir. En sækja í hljóðheiminn. Þannig að þetta fer út allt. Og þið byrjið á morgun, ekki satt? Á Gauk og Stöng, eða hann heitir vist ekki Gaukur og Stöng lengur. Þetta hefur alltaf verið á Gauknum hjá okkur, já. En hann lokaði daginn. Þannig að við erum núna búin að færa hátíðina yfir í Hellinn. Já, hérna á Hólmaslóð. Þar má nú aldrei vera með læti. Já, þetta er tónlistaþróunarmiðstöðin á Granda, eða Hellirinn. Hefur verið þarna í 20 ára núna og er svona æfingarhúsnæði, kannski fyrst og fremst, og tónleikasalur. Og styrkt af Reykjavíkurborg. Og er alveg gríðarlega mikilvægt batteri í bara tónlist. Þarna eru alls konar hljómsveitir að æfa af öllum toga, þannig stúdíó þar sem þær geta notað. Og náttúrulega, þessi salur, alveg frábær salur. Nýbúið að uppfæra með nýjum tækjabúnaði. Það er nýtt svið, það er nýtt hljóðkerfi. Og við erum að koma með ennþá meira græjum til að gera hann ennþá flottari fyrir þessa helgi. Já. En þetta er alveg frábær staður og þarna er kannski aðalmálið er að ólíkt Gauknum, þá er þarna ekkert aldurstakmark. Það er engin bar á staðnum, þannig að hátíðin er að sjálfu sér áfengislaus og allir velkomnir. Og það er frábært. Já. Þetta er svona innspýting í svona svolítið fátæklega menningarsinnu í Reykjavíkurborg. Já. Þessi Það er svona tónleikasinnu, það er að segja. Já,
þetta mikilvægur staður og svona sérstaklega þegar við erum að missa staði hægri vinstri eins og Gaukinn og Húrra sem var svona þessi 2 aðalstaðir sem voru fyrir nokkrum árum, þeir eru báðir farnir núna. Keggs og já, Keggs og margt fleira sko. Það útisvæðið og Lemmi farið og hvað eina. Þannig að það mikilvægt að nýta það sem til. Jú. Og þetta eitt besta sviðið í miðbænum fyrir þungarokk. Það sem að það ekkert sjálfsagt að leigja stóru sviðin í Hörpunni og svona. Þá þetta aðeins fýsilegra fyrir okkur. Þetta mjög spennandi. Og hvenær hefst dagskrá og hverjir eru með? Dagskráin á morgun byrjar upp úr 6. Þá húsið allavega opna 6 og fyrsta band ætti að fara á svið klukkan 6:30. Það hljómsveitin Kastalar sem hljómsveitin mín. Við byrjum kvöldið og við erum að spila bara svona hefðbundin túnmetal má segja. Á eftir okkur nú að flettu upp hverju voru nákvæmlega eftir okkur en það var sem sagt hljómsveitinnar Ósme og Ósme ég var hissa að sjá þá reyndar á Dúmfestivalinu en samt ekki hissa þeir falla svona svolítið utan Já, algjörlega, þeir eru bara 2 gítarar og synthesizer, enga trommur og þetta svona psychedelist riff rock má kannski segja sem var einmitt einhvern veginn svona bara það gerist bara eitthvað þegar þeir koma saman þetta alveg svona spunasveit nákvæmlega, mikill spuni hjá þeim og bara svona vinna þetta bara fingur fram hvernig þeir gera þetta þannig að það engin leið að vita hvernig þetta mun hljóma hjá þeim stundu spilaðir allt og lengi, stundu spilaðir allt og stutt og landi bara að halda þess inn á tímanum hans og eftir þeim eru við með Kvelju sem sem sagt 3 manna band nýþungt alveg eiginlega bara rosalega þungt og svolítið svona þunglýslegt, napurlegt en alveg svona þeir fara svona virkilega neðar en flestir og alveg með svona hörðustu böndunum sem við erum að bóka má segja. Þetta alveg svona sludge metal af dýpstu gerð sko. Fyrir lengra komna. Já, fyrir lengra komna. En samt ótrúlega flottir sko og auðvelt að komast inn í það. Voru að gefa út nýtt lag daginn. Mæli með að tjekka. Já. Síðan svo þetta svona formið á hátíðinni. Það eru 3 íslensk bönd. Svo koma erlend bönd áður við lokum á íslensku bandi aftur. Og þá fyrir kvöldin eru við með breska bandið Acid Throne sem svona síru rockarar má segja en líka alveg svona vel þungt dót í anda kannski High on Fire og Sleep og þannig banda mikið svona riff-drifið það engin bassi í bandinu, bara 2 gítarleikarar trommuleikari og svo gólaðir eitthvað yfir það og rosa margir petalar allir petalanir og nota helst alla magnarana og svona þetta mjög flott band sem ég náði að sjá út í Bretlandi í fyrra og bara virkilega spenntur að sjá það aftur hérna heima og síðan komið að svona aðal headliner þess kvölds, það finnska hljómsveitin Demonic Death Judge það alveg svona sótsvart partyrock og alveg gæjar sem spiluðu dauðarokk en ákveða bara nei, spilum hægar það eins og völdar að þegar maður vel í því og þetta eru finnar og það svona konungar rocksins svolítið, tóku við af normunum nákvæmlega, þeir náttúrulega alltaf tala um það, finnanir þeir eru með langflestar hljómsveitir og bara eiginlega hæsta gæðastandardin líka við það eru hljómsveitin frá Finnlandi eru oftast bara alveg svakalegar og mjög spenntur að sjá þá það svona band sem ég er búin að halda upp á bara sjálfur síðan ég veit ekki hvaðnar 10-15 ár og rosalega spenntur að loksins fá að sjá þá þannig að ég verð þannig fremstur að slamma og varur mospittur og allt þetta alveg svona gæðis ekki að alveg dreigið fram smá mospitt, þetta svona eins og segja það kannski erfitt að svona mossa við Dúm við hægari böndin sko. það svona erfiðar í slow motion svona en svolítið svona nútímadanslegt kannski já, akkurat það má vera með einhver svona interpretive dance þarna akkurat það allavega nóg danspláss í hellinum mikið pláss á gólfinu sko. Eftir það, loka bandið það kvöldið, þar erum við með, Dulvitu, Godzilla, menna ég. Já, Godzilla. Þeir eru bara að koma saman eftir. Já, þeir eru ekkert búin að vera að spila eitt mikið, ekkert mikið að koma fram og eru að undirbúa loksins nýju plötuna sína, þeir eru að gefa 3. breiðskifuna sína vonandi bara núna í sumar
Ég er mjög spennt fyrir að sjá þá. Já, það er rosalega skemmtilegt band með algjörlega sinn eigin heim, eiginlega hljóðheim og mjög svona einstakir og örugglega með því svona mest spennandi sem að gerast í íslenskri svona músík. Já, þeir eru mjög svona fresh. Já, þeir eru ferskir með öðruvísu músík og og eru búin að vera að gera þetta anskoti lengi. Já. Þeir eru búin að vera starfandi síðan ég veit ekki hvenær, 2010, 12 eða eitthvað. Og bara einlega svolítið kongar í þessari senu hjá okkur, þannig að við endum kvöldið á þeim, gott partí og svo verður eftirpartí á Lemmy. þar sem að það engin bjór á festivalinu, þá bjóðu allavega tónleikagestum afslátt á bjórnum á Lemmy eða því sína arbandi sitt. Vá, það er ekkert smá. Já. Þetta var bara annað kvöldið. Já, þetta var bara annað kvöldið. Það er af nægu að taka. Hvað þið byrjið svo á laugardeginum á svipum tíma? Jú, það byrjar klukkan 6 á laugardeginum. Það er sama prógram, 3 íslenskbönd, Veröld, Andvaka, Nótt, allt bara grótardur, doom-metal. Eftir því er þýskabandið Earthbong frá Köln. Það er svona fyrir alla aðdáendur, Sleep og svona slíkra konga í þessari músík. Ættu alveg að finna eitthvað þar og svo aðal headlinerinn eru ítölsku UFO Mammut. Já. Það er band sem líka búið að starfandi mjög lengi, gefið mikið af plötum og miklir áhrifavaldar í þessari senu. Og eins og ég var að skoða bíógrafi hjá Demonic Deathjot sem er að headlina á föstudaginn. Þeir nefna UFO Mammut sem einn af sínu helstu áhrifavöldum. Já, þannig að gaman að samina það þarna. Það var ræðislegt. Það er margir eftir að hitta ædolin sín helgina. Já, þetta er náttúrulega þröngt og lítið rými þannig að þú rekst á alla þessa menn bara á vappið þarna En þetta er lifandi sena, hún er og bara svona sístækkandi, er það ekki? Jú, þetta er bara og við erum að halda mikið af tónleikum. Við erum líka með fleiri tónleikaskipulaða núna í maí og júní. Við erum að fá bönd frá Bandaríkjunum að spila, Paul Bearer og I Hate God og stefnum á að fylla Iðnó með þeim. Já. Þannig að það er mikið að gerast í þessari músík Það er bara frábært. Komið tími til. Já, akkurat. Vantar alltaf einhvern til að líka upp á þetta Akkurat. Hvar er hægt að nálgast með það? Það er á Glaze appinu. Aftur á móti þá er nóga miðum til í hurð. Við erum ekkert að frekar en aðri tónleikar á Íslandi í þessari senu erum við ekkert að selja upp í forsölu. Það er alltaf nóg í boði við hurð. Það er afsláttur fyrir yngri en 18, 50% afsláttur. Vá. Og þannig að miðaferðið fer úr 10.000 skall í 5.000 skall fyrir ungmennin og 7.000 skall í 6.000 skall í 3.000 skall fyrir dagmiðana. Já. Hörður Jónsson, þakka kærlega fyrir að koma og leiða okkur í sannleikanum Doom Metal og þetta flotta festival. Já. Ég ætla að koma sjálf, hlakka til að mæta. Við verðum þarna fremst í ekki móspitturum. Takk fyrir það. Og tók ég við því að það meira hér handan við auglýsingar. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Komið sæl, við höldum samræðin áfram hérna við rauðaborðið. Til minni kominn góður gestur, það er Frosti Sigurjónsson. Sæl. Rekstrar, hagfræðingur, frumkvöðl og fyrrum alþingismaður. Já. Og sjálfsagt fyrrum ýmislegt annað en frumkvöðl og fyrrum alþingismaður. Jú, fyrrum alþingismaður, það er alveg rétt. Ég var á þingi 2013 til 16 en ég hef síðan dregið mig bara út úr stjórnmálum og var aldrei í stjórnmálum áður En þú hefur ekki dregið þig út úr því að vera með svona sterkar skoðanir á hlutunum? Nei, það er því miður en þá. Ég er að grúska og hafa skoðanir, mjög stað skemmtilegt. Og ég baði að koma því að mér fannst svo áhugavert þegar þú komst hérna til okkar fyrir jól. Já. Vorum að ræða málin og þá var ég svo einhvern veginn. Þú varst á sannfærandi og ég var líka bara svo sammálaðir orkumál og slíkt og síðan var svona færðist leikar yfir í loftslagsmál og þá einhvern veginn skildi leiðir af því að þú
varst bara eiginlega hafnaði því að loftslagsmálin væru vandamál og loftslagsváin af mannavöldum væri Hún ekki eins og ég að lesa til dæmis stefnu með stjórnmálaflokka að þessi bara mesta ógn sem steðjar að mannkyninu og ég ekki sammála því. Nei. Það eru margar verri ógninnar. Það náttúrulega auðvelt að segja bara Frosti, hér er þú eitthvað rugglast. Já, ég get fært rauk fyrir máli mínu og bara velkomið fara yfir það. Já, mér langar aðeins til þess að ég sá síðan að þú hefði verið hjá Frosta Lóasinni og þar varstu að með rök, svona mjög sannfærandi rökum það hvenar, sem byggðust á því hvenar til dæmis hitamælirinn hefði verið fundin upp og þessar hitamælingar væri allar einhvern veginn í rugli, en mér langaði eiginlega bara að spyrja þig frekar en hvað gengur þér til? Hvað er það sem að þér liggur svona á hjarta að koma þessu áleiðis að þetta skipti ekki máli? Já, kannski bara til að byrja aðeins á byrjuninni. Ég var eins og margir svona upp á aldamótum áhyggjufullur af þessu með loftslagið, af því að Al Gore og fleiri voru að segja frá því að gróðurhúsaáhrifin væri vandamál og útblástur gróðurhúsalofts, koltvísýrings, væri vandamál sem myndi leiða til gríðarlegra hamfara fyrir mannkynið og mjög dýrt og fólk, milljónir manna myndi fara á vergang og annað slíkt þegar höfuð myndi rísa og annað. Og ég fór á fyrirlestur hjá Al Gore sem var í Háskólabíó og ég held að það verið 2009 og þá var í mars 2008 og það var alveg uppselt í Háskólabíó og ég var og hann var með mjög samfærandi fyrirlestur og ég var mjög áhyggjufullur þegar ég kem þarna út. Hann hafði sýnt fram á það með gögnum, meðal annars borkjörnum úr Grænlandsjökli sem sýndu hitasögu, ég held 10.000 ára aftur í tíman og hann gat líka, vísindamenn gátu líka séð hvað hafði verið mikið af koltvísýringi í loftinu á þeim tíma sem að hitinn sveiflaðist. Og Al Gore benti á það að það hafði verið algjör fylgni á milli þess að það var hlýtt, þá var mikill koltvísýringur. Það sem hann gleymdi að segja frá, eða vildi ekki segja frá, var að fyrst hlýnar og svo eykst koltvísýringurinn. Þannig að við fórum öll út með þá hugmynd að þessi miklu fylgni væri bara sönnun þess að koltvísýringurinn hafi valdið hlýnuninni í 10.000 ára sögu þarna loftslagsins. Þannig að ég hafði að þessi miklu ráðgjöf svo fer að koma einhverjir að benda á þetta hafi ekki verið rétt hjá honum og margt annað sem hann hefur sagt hefur reynst rangt, eins og hann sagði að það er engin ís á norður Íshafinu árið 2013. Hið sanna er að það hefur bara aldrei orðið íslaust. Og það er núna álíka mikill ís, hann hefur vísu minkað síðan til dæmis. Hann var mjög mikill 1980 ísinn í Norður Íshafinu. En núna hefur hann minkað, hann er ekki alveg horfinn, hann er svona svipar eins og var 1940. Þetta eru náttúrulega sveiflur í hafísþekjunni. Þannig að ég fer að skoða þetta svona, maður fer bara þá leggja eyrun eftir fleiru. Hvað fleiri er þá ósatt? Og það kemur í ljós að flest er bara ósatt. Kóralrifin er ekki að deyja, þau eru bara hressari nokkru sinni, ísbjarnastofnin er ekki að veslast upp, hann er búin að sjöfaldast, ég held úr 10.000 börum upp í 30.000 bör. Þannig að þetta eru fyrirsagnir sem koma upp og hræða okkur öll og hræða börnin og valda okkur svona þunglindi yfir þessu loftslagi öllu. Þannig að ég fer að velta fyrir mér, er það þó rétt að þetta eigi að vera aðal viðfangsefni stjórnmálana ef þetta er allt rangt? Og það, mér fannst nú svona kasta tólvunum þegar Guterres framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna kemur fram 2023 og segir heimurinn er að soðna. Við erum sem sagt ekki, hann segir the era of global boiling has arrived. The era of global boiling. Hvernig á börnum að líða undir þessu sem er að horfa til framtíðarinnar? Ég upplifði þannig að ég vex upp í þegar það var kjarnorkustyrjöld á næsta leiti. Ég fæddi 1962 og þá var kaldastríðið svona yfir æsku hjá mér og ég var að svona velta fyrir mér olían var að klárast líka á svona það sem að var myndi maður nokkuð tíma myndi að taka því að taka bílpróf all þessi svart sín og bölmóður er vondu frá æskuna og ég held að hafa áhrif á námið bara geðheilsu fólks. Já, ég held að ég getur tekið undir það ekki þetta því við erum að tala svona hvernig maður mynda sér skoðun og einmitt hvernig við lesum út úr upplýsingum sem við nálgumst og er í boði og til dæmis Sæunn Kjartansdóttir sálgreinir kom hérna til mín í spjall þar sem hún var að tala akkurat að kannski vara fólk við að vera með of svona heimsendalegar
bara umræðu við börn, af því að það yllir svo miklum kvíða, sko. En það svolítið kannski annað heldur en að afneita því, eða ég segi afneita þá, eða neita því að þetta sé, að það sé óheillavægleg þróun í gangi, þótt ég vel að Al Gore og einhverju fleiri vísindamenn hafi misreiknað sig. Já, þá mun þetta lokum vera vandamál. Ja, sko, ég hef velt þessu fyrir mig líka. Þetta alveg mjög skynsalegt að nálgast það svona og ekki til vonar og vara best að gera ráð fyrir þetta sé vandamál, sko. Já, það er annar mál. Margir, við getum nálgast þetta svona. Við þurfum ekki að tala um það í sífellu og við þurfum ekki að tala um bölmóð og við þurfum ekki innræta einhvern heimsenda en það er svolítið annað finnst mér að segja að það sé ekki einhver þróun í gangi sem að við getum kannski tala um hana á annan hátt eða hvað. En það er staðreynd að það hefur hlýnað og jöklar hafa verið að hopa síðan 1880 eftir að kuldaskeiðinu lauk, litlu ísöldinni. Og þessi jöklar hafa verið að hopa. Ég tel það bara jákvætt mál. Mjög margir eru að syrgja einhverja jökla þeirra að hverfa. En það er staðreynd að við landnám sem var kannski árið 700 eftir Krist, þá eru jöklar miklu minni þeir í dag. Þeir sóttu síðan fram og ef við tökum hlýskeið sem er svona í kringum árið 0 mínus 500 til pluss 500 Rómarveldi er í blóma þá er hlýrra heldur en í dag og þegar við nemum þegar Íslandi numið og síðan Grænland þá er svo hlýtt á norðurhveli að það er hægt að rækta bygg á Grænland og vera með nautgriparækt. Þetta er ekki hægt í dag. Það þarf ennþá að hlýna töluvert til þess að við náðum þeim sömu hlýjöndum og voru þá. Hvað allir þeim hlýjöndum veldur maður fyrir sér og það eru þá náttúrulega sveiflur í hitafæri. Það er vísindamenn viðurkenna að það hafa verið náttúrulegar hitasveiflur í loftslaginu og það er mjög erfitt að greina á milli hvað er að mannavöldum og hvað er bara náttúran að gera. Og það er tilgátt það að koltvísýringur leiki stórt hlutverk í þessu og þá aukningans að mannavöldum sé varasöm. En því miður er ekki að sem sagt vísindin er ekki það traust að hægt sé að benda og það sé örugt. Ok, en við kannski erum ekki eitt öryggi það. Nei. Við vitum að þessi hlýnun á sér stað, hlýnun jarðar og hún kannski snýst ekki bara það hvort að þér sé samum að jöklarnir hverfi að svoleiðis að það verði hlýrra hjá okkur heldur kannski er þessi hækkun sjávarmáls er náttúrulega leika byggðir og sérstaklega kannski. Já, við munum eftir fundunum sem var haldinn, það var nú haldinn stjórnafundur á Maldíveyjum neðansjávar til þess að vekja til þessari hættu að því að Maldíveyjar væri bara að sökkva. Menn óttuðust að Grænlandsjökull myndi bráðna og þá myndi þá myndi sjávarmál hækka og þær hverfa. Þetta var árið 2009 og menn vildu kenna koltvísýringi að þessi hræðilegu örlög Maldíveyja. En núna bara mjög nýlega kom út rannsókn sem sýna að Maldíveyjar eru ekki að sökkva og sumir hafa stækkað. Vegna þess að þó að sjávarmál í heiminum séu að hækka 2-3 mm á ári og hafi gert það í 100 ára, nokkuð bara jöfntala, þá eru Maldíveyjar þannig að þeir eru rif sem að taka á sig sand og hafi byrja á þau og kórallin vex og það bara halda sér. En ef við segjum þá að þetta sé þá ekkit svo mikið af mannavöldum eða segjum bara að þessar spár séu svolítið hrakfara spár og ekkit á þeim að græða, þetta sé bara náttúrulega sveifla eins og segir sem við getum kannski ekki mikið gert en enga síður er mikil mengun er það ekki sem að hlýst af koltvísýringi er það ekki bara í sjálfu sér vandamál eða hvað er það sem að þú eiginlega svona segir sem svo við erum ekki að einblína á koltvísýringin? Nei, nú ef maður lítur bara á það er algjörlega tekið sem heila á sannleikur að koltvísýringur sé vandamál og þegar maður talaði fólk að segja þú ert nú bara ykkur rugli og allir vísindamenn eru sammála um að þetta sé stórkostlegt vandamál 97% er að segja að þetta sé mikil vá og bara lífsháski fyrir mannkynið. Svo fyrir maður að velta fyrir sig hvernig var þessi 97% tala til og þá er hún líka ekki rétt. Byggjar okkur mjög furðulega aðferðafræði til þess að kanna hvaða loftslagsvísindamenn hafa sagt og það eru mjög fáir loftslagsvísindamenn sem eru þeirra skoðunar að hlýnun loftslags sé stórkostlegt vandamál og það sé af mannavöldum. Það er mjög lítið hlutfall. En allir vísindamenn, stór hluti eru sammála um að athafnir manna geta valdið hlýnun.
einhverju mæli. Til dæmis þegar við byggjum borgir, malbyggum, heilu svæðin, þá hlýnar í kringu borgirnar. Þegar við fellum skóga, þegar við virkjum ár, búin til uppustöður, allt hefur þetta einhver áhrif á loftslagið. Þannig að það er mjög mikill langur vegur frá því að vísindamenn segja já, mannkynið hefur áhrif á loftslagið, yfir í það að einhverju segi að allt sem við erum að gera og þessi losun er að valda hræðilegum vandamálum. Þannig að það er mjög lítill hópur vísindamanna sem að telur að það sé. Þá veltum maður fyrir sig, hversin eru þá stjórnmálaflokkar á Íslandi, okkar landinu til dæmis bara það, orkan okkar eins og grænasta í heiminum. Ég held að við erum kannski áratugum undan öðrum þjóðum í því að nýta græna orku, vatnsorku, rafmagn og rafmagnsbíla og annað. Og samt er til dæmis sem að lesa svona stefnum með stjórnmálaflokka á Íslandi í loftslagsmálum, þá eru þeir að halda því fram að stærsta áskorun mannkynsins sé að vinna gegn loftslagsvanni. Og þetta er bara, þeir vilja stefna að minnst 60% samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda, segir Samfylkingin. Ef maður kíkir á Viðreisn, Ísland á verið fremstu röð í baráttunni gegn loftslagsbreytingum og því neyðarástandi sem vofir yfir heimsbyggðinni. Þetta er bara rangi hlutir. Framsóknarflokkurinn er þess að flokkurinn sem ég var í og var á þingi fyrir. Loftslagsváin er ein helsta ógn mannkyns og viðbrögð við henni því eitt stærsta verkefni stjórnmálana hér heima fyrir og ekki síður í alþjóðasamvinnu. Ég er að segja bara þegar íslenski stjórnmálflokkar eru komin út í þennan skurð, þá er það ekki að vinna fyrir fólki í landinu. Af því að það er svo margt sem brennur á og þetta eru svo dýrar aðgerðir sem á að fara að leggja í. Við getum gert svo margt annað fyrir þennan pening sem væri miklu gagnlegra fyrir almenning. Og þegar þetta fara að kosta 100.000 á hvert heimili, 100 ef ekki milljón á hvert heimili, þessar aðgerðir, þá getum við ekki gert það sama fyrir fólki. Þetta bitnar allt mest á þeim sem eiga minnsta peninga. Þeir sem bara nóga peningum, þeir geta alveg borgað þessu kolumskjöld og þó flugmiðin hækki, geta alveg farið í sumafrí og allt það. Þetta er bara, það bitnar alltaf á lífskjörum þeirra sem eru verst settir. En er ekki líka heilmikill business í þessu, það er að segja þessi grænvæðing og svona, hvernig... Jú, eflaust eru ykkur búin að finna sér eitthvað féþúr í þessu, en svo maður tekur Sjálfstæðisflokkin, ég vil bara klára þess að ég örfa flokka eftir ef að fólk vil heyra hvað Sjálfstæðisflokkurinn hefur ályktað í þessu. Loftslagsbreytingar sökum of mikils koldíoxíðs í lofti og sjó er ein stærsta ógn við öryggi og efnahag þjóðarinnar. Þetta er bara kolrangt. Sósíalistaflokkur Íslands að lýst sé yfir neyðarástand í loftslagsmálum og skulu íslensk yfirvöld bregðast við þeim vanda hratt og örugglega við samvinnu heiminn. Flokkur fólksins hefur ekki ályktað neitt svona, ég held að hann skilur bara, hann er ekki með neitt þetta. Ágætt við þeim. Miðflokkurinn fer svona hináttin og segir hafnar öll ofstæki og hræðsluárar í tengslu við umræðum loftslagsmál. Þannig að það er svona eini flokkurinn sem að fer gegn straumnum. En vísindin, það eru alls ekki neitt að gefa í skyn að þetta sé eitthvað rosalegt vandamál. Það eru stjórnmálin. Já, en það er náttúrulega alþjóða skýrslu sem eru byggðar samt á og eru undirritaðar af fjöldanum öllum af vísindamönnum í heiminum. Jú, ef maður skoður þessa skýrslu sem kemur frá Sameinuðu þjóðunum eða þeirra loftslagsstofnun Sameinuðu þjóðuna, þá ég held að koma út á 7 ára fresti, það eru mörg þúsund blaðsíður, þá þú getur skoðað þau gögn og þar kemur fram að stormum er ekkert að fjölga og hamfarir af skógareldur er ekkert að fjölga. Það er ekkert neyðarástand, en svo kemur ykkur úrdráttur sem er svona pólitískur úrdráttur í skýrslunni og í honum eru smíðaðar ykkur fyrirsagnir og ykkur hæðsluarúður. Ég skora bara fólk að lesa þess að 1000 blaðsíðna, það getur að gengi bara skugga með þetta. Já. Það er kannski ekki allir tíma til þess, en það er ekki hægt að festa hönd á þetta neyðarástand sem að Al Gore spáði fyrir En hvað ef við segjum sem svo að það sé ekki kannski neyðarástand í loftslagsmálum, eins og þú, ef við göngumst inn á það og lesum þessi gögn sem þú lest, samfærust það. Er þá ekki eiga síður einhvers konar neyðarástand í bara tengslu við náttúruvernd? Jú. Og til dæmis sanngirnismál, hvað mengun og... Þarna kemur inn á mjög mikilvægan punkt og það sem að þegar mann horfa bara á koltvísýring og segja hann er stórhættulegur, þá réttlættir það alveg rosalega miklar fórnir í náttúrunni á öðrum sviðum. Það er verið að grafa upp úr jörðinni, snefilmálma, kopar og annað slíkt með alveg gríðarlega mengandi áhrifum fyrir jörðina og það er gert í Austurlöndum fjær svo við sjáum þetta ekki. En aðfæriðnir eru hrikalegar, það eru heilu stöðuvetnina eitri sem hafa myndast.
það verið að setja vindmyllur upp all fjöll og í Nóri út allt til þess að draga úr notkun á jarðgasi vegna þess að jarðgas býr til koltvísýring þá menn að fórna bara ósnortnum víðernum og setja þar einhver plastferlíki sem eru alveg hræðileg orka, léleg og dýr og hækkar orkuverði í öllu. Þannig að ég held að svo mengun sem að núna stendur til að fara að setja vindmyllur upp á Íslandi og við þurfum að berast gegn því. Það stóð nú til lengi vel að fara að dæla niður koltvísýringi niður rétt fyrir utan Hafnarfjörð og ný vatnsstraum sem alveg hreinn og tær og menga allt það með einhverjum iðnaðar koltvísýringi frá Evrópu. Þannig ég held að við erum að svona aðgreinenda koltvísýringur raunverulega hættuleg lofttegund og ég fer að skoða það. Nei, hún alls ekki hættuleg. Hún meira þess að það svo lítið af koltvísýringi í andrúmsloftinu ef það hefði minnkað helming þá fara plöntur að deyja. Því að þetta það sem aðal næring plantnanna. Það nærast á koltvísýringi, sólarljósi og vatni og svo snefilefnum úr jörðinni. Og þannig byggja plöntunar upp og það alveg rétt að koltvísýringur hefur aukist verulega í andrúmsloftinu en leið hefur líka gróður jarðar tekið við sér og hann núna búin að aukast alveg stórkostlega. Og ef við horfum á til dæmis gögn frá NASA, geimferðastofnun Bandaríkjanna, þeir hafa verið með gervihnettu lofti til að, ég held frá 1980 sem að mæla laufþekju í og gróður á bara jarðkúlunni. Þá hefur gróðurinn aukist mjög verulega, ég held þessi tala eitthvað eins og 20% aukningu á magni gróðurs, það rosalegt og það bara mjög góða frétti fyrir öll dýr sem að lifa á gróðri og En það ekki út af einhverju átaki? Þú veist, hefur ekki verið sáð þá meira eða... Nei, þetta bara út af koltvísýringunum. Því að það svo mikill skortur á koltvísýringi að plöntur ná valla að þrífast og til dæmis í gróðurhúsum hér á Íslandi dælt koltvísýring inn í gróðurhúsin til þess að margfalda magnið með það sem hérna úti. Hérna út á götu koltvísýringurinn kannski 400 parts per miljón. Bara mjög lítið, þetta 0,04% af andrúmsloftinu. Og ef þetta þrefaldað þá getur aukið vaxtarhraða plöntunar 50-70%. En þetta bara því besta mál, koltvísýringur. Þetta bara, ef við hefðum áfram ef hann hefði haldið áfram að minnka, og hann, sko, þegar risaeðlurnar voru að spranga hérna mjörðina og lífi var til, og svona mesta lífkróska sem nokkuð tíma hefur verið, það var, ég heldur mig að segja 10 sinnum meira koltvísýringur í 10-15 sinnum meira heldur en í dag. Og ég fer að skoða, þetta þá ekki hættulegt frá okkur ef hann tvöfaldast eða þrefaldast, erum við því þá ekki hérna... Já, hann draf risaeðlurnar kannski, það var... Nei, hann draf þær ekki, þær urðu til. Nú, já, þær urðu til, já. Í þessum, all lífið, blómstræði, þá var margfalt meiri koltvísýringur og plöntunar gátu vaxið svo hratt að dýr gátu orðið á stærð við strætó bara á 7 árum að því að þau fengu svo mikið að borða. Já, ég veit ekki hvað skýrslu þú hefur að lesa frá en þær eru dálítið ævintýralegar, já. Þetta alveg viðurkennt í vísindunum. Já. Að koltvísýringur, og það ekki ástæðulaust að mann kaupa koltvísýring og dæla honum inn í gróðurhús. Nei. Það engin tilviljun. En þá þetta, sko, maður man alveg eftir að það var eitthvað furðulegt þegar þetta var eins og aðskilið, þess að tala loftslagsmál, annars vegar og náttúruvernd hins vegar. Þegar þetta var umverulega skilið að. Já, sko, nú til dæmis, loftslagsmálin, þau eru náttúrulega kannski annað, sko, menn segja, eins og með hennar koltvísýring, ég fer að velta fyrir mér, hann greinilega ekki mengun, hann matur og ég þó hann þrefaldist, þá truflar það okkur ekkert. Inn í venjulegri skólastofur hérna 3-4 sinnum koltvísýringur heldur en úti, sko, í magninu. Og við getum alveg verið heilengin í skólastofu, við finnum ekkert fyrir því, fundarherbyggjum og ég veit þessi ennþá her á diskotekum. Þetta næring bara. Fyrir okkur þetta ekki beint næring, þetta útblástur frá okkur, en fyrir plöntur þetta næring. Og því meira sem að þessu, því ánægri verða plöntunar. Ég er ekki alveg með rökin, sko. Nei, ég er ekki að biðja andmælis eða neitt annað, ég er bara að segja, þetta það sem vísindi segja og ég bið endilega fólk að athuga þetta, hvað sé rétt. Sumvísindi. Nei, þetta ekki umdeilt að koltvísýringur plöntunaring. Nei, það vitum við. En það sem umdeilt, það sem að vísindamenn geta ekki alveg, sko, gengið úr skuggum, hvort að
aukning koltvísýrings muni leiða til mikil hitaaukningar á jörðinni og ástæðan fyrir það erfitt að sanna eða afsanna hvað gerist að við erum ekki með 2 eins jarðir til að prófa aukum mann hérna á þessari jörð og sjá hvað gerist og að því að það alveg ótrúlega margt sem verður áhrif að hitastig á jörðinni og þessar náttúrulegu sveiflur sem hafa orðið þær hafa ekkert orðið út af koltvísýringi, það var út af því að bara sporbraut jarðar breytist hafstraumar á sífelldu breytingum og að færa orku milli heimsluta. Ok, en má ég þá spyrja hvað þú sem fyrrum pólitíkus kannski eitt sem pólitíkus, ávallt pólitíkus ég vona ekki, ég var aðalega frumkvöðl. Já, eitt sem frumkvöðl, ávallt frumkvöðl. Sko, en ég að meina þetta pólitíska, hvað þá gengur stjórnvöldum til dæmis? Að þá, hvað er það þá? Er þetta bara falskar upplýsingar sem að fyrst að allir flokkar telja þetta vera? Ég held að íslenski flokkar séu bara að taka svona, það er stemming í heiminum og það er bara þegar framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna segir að heiminu sé að fara að soðna út á koltvísýringi þá hljóta menn að taka það alvarlega. Jú, ég að meina sko til dæmis segjum sósíalistaflokkurinn og ég held samfélkingin eru kannski með þetta samtvinna, náttúruverndina líka, ég veit ekki með hina flokkana, en sko hvað ef að þú þarft að velja á milli sem eins og þú ert að lýsa, ef á að fara að dæla koltvísýringi niður í jörðina, niður í jarð, menga jörðina á fölskum forsendum eiginlega. Ef það á síðan að búa til reisa þessa rosalegu vindmyllugarða virkja kannski meira líka virkja mjög hratt okkar græna þarna hefur verið að fórna náttúrunni það verið að fórna náttúrunni og þeir eru að segja mér þess að núna er að koma orkupakki 4 frá Evrópusambandinu og það er á að gefa grænni orkuöflun með vindorku forgang yfir náttúruvernd þetta er nauðþekjan orðin slík til þess að búa til orku með vindinum sem að mínum að er mjög mengandi aðferð til þess að búa til orku og fólk getur hafa sína skoðunar á því en bara sjónmengun, hljóðmengun plastmengun, olja malbygg, vegir út allt og orkan sem fyrir að búa þessi vindorkuver sem síðan endast ekki í 15-20 ár þá viljum frekar vatnsaflsvirkjum sem endist í 200 ár og býr til fallega stöðuvatn ég meina En þú ert náttúruverndarsinni, myndur þú segja? Og umhverfisverndarsinni? Algjörlega, ég vil ekki neina mengun. Flokka plast og allt og móti plastmengun og öllri mengun. Og ég held að það er bara stórkostlega miskilningur að koltvísýringur sé mengun. Hann er matur fyrir plöntur og við höfum að gefa þeim að borða. Og að því við borðum þær. Og þetta væri kannski ekki svo mikið vandamál þessi skekkja þá í upplýsingum og reiknishaldi eins og þú ert að ef við værum ekki komin á þann stað þurfum við svo að velja milli eða hvað. Ef að skilur þessi skekkja þessi svona vá koltvísýringin, ef hún væri bara myndi verða til þess að við myndum aðeins menga minna til dæmis og myndum hafa okkur betur og svona væri bara en þetta er ekki spurningu það heldur eins og þú segir, það hefur verið beinlínis að ráðast í aðgerðir mjög dýrar fyrir samfélögin og fyrir náttúruna ekki klárar aðgerðir sko til framfara eða þess til En það eru réttlættari með út af því að það er sko mikil vá fyrir dýrum Réttlætt með þessu koltvísýringsdæmi og þegar þú segir, ég vil ekki vindmyllur vilt þú að heimur er soðni, er þá svarið vilt þú að börnin þín lifi í sjóðandi heimi ef ekki þá samtekjur vindmyllur En hvaða hagsmunir? Það hljóta nú að vera einhverju hagsmunir getur ekki bara verið vitt Við tökum ekki skynsamlegar ákvarðanir þegar er komið svona nauðþykja þú það vilt ekki dæla koltvísýringi, vilt að heimurinn soðni þetta er svona þá verðum við átt okkur á því að heimurinn er ekki að soðna og hann er ekki að soðna út á koltvísýringi og koltvísýringur stýrir ekki hitastiginu á jörðinni það er engin sönnun fyrir því, það er tilgáta hún er áhugaverð það er vissu rök meðinu og önnur rök mótinni en hún er ekki nægilega traust til þess að við getum fara að fórna náttúrunni og gríðarlegum fjármunum og frelsi fólks og leggja það alls konar skatt og álögur út af því að það er kannski vil fara í sumafrítisbánar eða eitthvað annað Þessar stofnanir eins og Sameinuðu þjóðirnar alveg ótrúlega langt sko. og stofnanir sko sem eru svona að gefa ráð og eru stjórnvöldum og sko viltu þá meina að þetta séu bara hálfgerðir hálfvitar þarna sem að hafa bara trúað eða ekki hálfvitar en ég meina sem eru sem sagt bara með rangar upplýsingar eða er þetta fórnarlömb sem að fengi rangar upplýsingar eða flestir held ég, er þetta
þetta gangaðir hagsmuni einhverja sem hafa hag að því að ráðast í þessar frumkvöðla aðgerðir eins og með vindmyllurnar, því þetta eru náttúrulega fyrirtæki sem það er alls konar kenningar um það að þetta sé eitthvað samsæri og ég hef svo sem alveg kynnt mig hverjar eru helstu samsæriskenningarnar. Ein sem að, og mér finnst nú svona trúlegt að mönnum hafi þótt allt í lagi að nota olíu og jarðgas meðan miðausturlönd voru nýlendur Hollands og Belgíu og Fraklands og þeir áttu þessar auðlindir Vesturlönd, en eftir að þetta eru sjálfstæð ríki sem hafðu þá þessi gríðulegu auðlindir, þá var fór að syrta í álinn og þá þurfti að gera eitthvað. Það þurfti að fara að tala niður þessa gríðlegu notkun okkur á þessum orkugjöfum og fara snúa okkur yfir í aðra orkunýtingu sem ég reyndar held alveg sé að mannkynið þurfa að finna sér aðra orkugjafa. Ég held að það sé skynsamlegt en fara þá ekki of óðslega í því og reyna. Við getum nú ekki sagt að bensín sé mjög svona mikil næring. Þegar það búið að brenna þá var það orðið næring fyrir plöntur. Þegar koltvísýringurinn en eitthvað olía sem fer bara út í ferskvatn eða út í sjó. Það er mengun, það má ekki gera. Nei, en ég nú er reyna að fara hver er þessi samsæriskenning. Þetta geti þá verið ein rótin fyrir því að við erum að draga úr notkun okkar sem orkugjafa. Við getum sagt til fólk hættið að nota olíu og gas og þá segir fólk bara nei, við viljum nota. Við viljum þá segja við að heimur er soðni nema það hætti að nota þetta. Þá segir ok, þetta er til að stjórna fólkinu, neyslu fólks. Segja þá það er eitthvað rosalega réttlandingu þess að fólk leggja á sig allar þær fórnir að hætta að nota þessu frábæru orku. En pólitíska samhengi er það er nýlendu það getur verið eitt, þetta er ein tilgáta svo er önnur tilgáta sem er að við þurfum að mynda alheimsstjórn yfir plánutuna þá þurfum að hafa eitt alheimsvandamál sem alla þjóður þurfa að taka þátt í að leysa og taka við reglum frá alheimsstjórninu sem er svo Sameinuðu þjóðirnar myndi þá verið því að leiða einhvers konar sameiginlegt að því að þessi heimsvelda styrjaldir allar eru það getur verið ykkur hugsuður sem er á bak við þetta. Ég veit ekki hvort þetta er neitt á bak við þetta. Ég tek enga afstöðu til þessari samsæriskenninga. Eina sem ég tek afstöðu til þessi vísindi, eina sem ég sé er að koltvísýringur er ekki hættulegur, hann er ekki að valda henni gríðarlegri ógn. Það getur verið alls konar ástæði fyrir því að þessari sögu hafi verið komið á stað. Bara til dæmis önnur saga ef að þú ert partur af því að þessu einkaþotu liði og finnst bara almenningur og fátæklingarnir eigi ekkert að vera, þeir eru bara hjóli vinnuna svo þessi meira af plássu fyrir þig, svona leiðbeinsram fyrir forríka fólkið. Þá viltu bara að fólki sé í 15 mínúna borgum, hjóli vinnuna en þið kóngafólkið og elitan séu einhvað þótturum og farið heiminn að segja hinum að hjóla. Og það er raunin það sem ég sé Mér líst ekkert á það. Og hver sem rótin er, þá er hún ekkert endilega mjög góð. Það er ekki gott þegar að fara að fórna víðernunum og náttúrunni, menga og þetta það líst mér ekki á og líka því ég veit þetta byggir á falskri forsendu og ég held að þeir sem eru hér í stjórnmálum á Íslandi séu ekki með neitt samsæri, þeir bara taka þetta sem gott og gilt, þeir eru mjög uppteknir, hafa ekki tíminn til þess að kafa inn í vísindin. Það er mjög mikið vísindamönnum á Íslandi sem eru að taka undir þessar kenningar að koltvísýringur sé hættulegur. Ég tek eftir því að þeir vísindamenn sem að leggjast gegn og segja og benda á að þetta er bara næring og meira af henni væri gott þeir eru útrópaðir, missa vinnuna, fá enga styrki ég veit ekki út af hverju það er að breytast í Bandaríkjunum reyndar eftir að Trump hinn óútreiknanlegi var kosinn, þá byrjaði hann á því að segja Bandaríkin úr þessu Parísa samkomulagi og sagði að það væri ekki lengur rétt að mismunna vísindamönnum eftir því hvaða skoðanir hefði á þessu sem er pólitísk skoðan, þetta er bara Þannig að þú ert sammála Trump þarna Ég held að hann sé með þá komin að þeirri niðurstu að koltvísýringur sé ekki að eyðileggja heiminn, hann myndi þá ekki gera þetta. Þannig að þú ert svolítið ólíkindatól Frosti Sigurjónsson, þú lendir svona í ýmsum Ég tek ekki undir allt með Trump þó ég sé Nei, ég segi það, þú lendir svona í flokki með Trump að hluta og Trumpistum en svo kannski, ég veit ekki með hverju þú lendir kannski ef þú er einhverja samsæriskenningur en svo ertu eiginlega bara sósíalískur þegar þú ert að pæli því að þetta sé ekki gott fyrir almenning. Þetta bitnar alltaf mest á þeim sem að hafa minnst hafa svona lögustu lífskjörun og lagstu launin. Ég meina þar ef að þú hafðir kannski 500.000 á ári til þess að fara í ferðalag með fjölskylduna
það er farið sko. Hagfræðingur er búin að rekna út hvað þetta net zero, hvað það mun kosta að draga úr koltvísýringsneyslunni eða útblæstrinum þannig að verði svipaður árið 2040 eins og var 2010. Það mun kosta 3% af þjóðarframleiðslu. Og ég held að fólk ekkert að reikna þetta daglega, en þetta eru cirka á hverja fjölskyldu á Íslandi með 130.000 fjölskyldur og íslensku þjóðarframleiðslu, þá verður þetta svona í kringum 1 milljón af fjölskyldu. Kostnaðurinn. En hvað með til dæmis útblásturinn frá álverunum á Íslandi sem hefur verið svolítið til umræðu sko, við fengum undanþágu og held ég alveg svona tvímælalaust mengandi. Já, það eru mengandi efni í honum, en það eru brennisteinn og flúor og annað slikt sem að menn hafa reyna að hreinsa út í hreinsunarkerfum að búið stór bæta það, en það kemur ennþá ölliti brennisteinsmengun frá þeim. Jú, það eru hross þarna sem að drepast en koltvísýringurinn, hann kemur frá álverunum líka, en þá segir menn að íslensku álveri, vegna þess að þau nota rafmagn sem ekki búið til með kolum eins og í Kína, þá þetta ál grænna heldur en ef við myndum leggja niður þessu álver og láta álframleiðslan fara til Kína. Þeir búið til sína raforku stórum hluta með kolum. Þannig að þetta var nú það sem hann Sigmundur Davíð nefndi, að það væri bara gott að það er gott fyrir loftslagið ef að menn hafa áhyggjur af mengun, að þá að nota þessi álver sem eru mjög hrein og menga mjög lítið, frekar en við lokum þeim og svo fari árframleiðslan fram eitthvað stað sem meiri mengun á náttúrunni. En ég meina, það ekki samt meiri mengun, þá ekki bara að tala koltvísýringsmengun sem af kolum eða hvað? Sko það að segja mengunin... Já, það kemur líka flúormengun og... Já, en hún alltaf hér líka, sko. Já, hún hreinsuð mjög vel, miklu betur en gert var. Það var mikið vandamál. En hver hefur eftirlit með því? Það held ég ekki mikið eftirlit með þessum mengunar... Ég man bara, sko, fyrir svona 30 árum hvað var rosalegt mengunarský yfir álverun í Straumsvík sem stóði við veginn, ég hjólaði þarna framjá ofta hjólaði þarna og maður hjólaði þarna framjá til þess að fá hvítari tennur. Já. Nei, ég að grínast með það en sko það var svo mikið flúor og það var að drepast mósinandi í kring og annað slíkt, en núna held ég að það sé búið að einhver sagði bara raunverulega að útblásturinn þeir eru stilt útblásturinn öðruvísi, þannig að það svona lengra næri við stærra svæði og ekki eins samþjappað. Ég held að ég hafi fyrir víst að þetta er hreinsað mjög verulega, en ég er ekki sérfræðingur í því, en vissulega ef það er hægt að gera betur þá þurftum við að gera það. En hvað myndið þú að gera ef þú værir sko umhverfisráðherra? Einhvers konar, eða hvað kallast nú umhverfisráðherra núna? Ég myndi leggja á þessari nauðhyggju, það er ekki mikilvægasta verkefni Íslands sem að nú þegar er með minnsta útblástur sko, og útblástur okkar í samhengi Kína og þjóðana er bara ekki mælanlegur. Og ég hef oft kíkt á þetta og kíkir á útblástur þjóða í tonnum á ári eða gigatonnum á ári, þá er útblástur okkar sem þjóðar bara ómælanlegur, jafnvel þó við séum þessi álver. Og jafnvel þó við myndum hætta öll á Íslandi og bara slökkva ljósin og yfirgefa landið, það myndi ekki breyta neinu loftslagið. Jafnvel þó við myndum trúa því að koltvísýringu væri að valda hlýnun. Þannig að við erum svo lítil breyta í þessari stærð að þetta getur ekki verið mikilvægasta verkefni íslenska stjórnmálamanna. Jafnvel þó við myndum trúa öllu að koltvísýringu sé hita stillirinn á nettinum. Þannig að við erum að snúa okkur okkur sem skiptir máli fyrir heiminn og þjóðina. Og það er sannarlega ekki þetta. Þannig að ég sé að til dæmis það er verið að gera rándýra hluti sem að setja vindmyllur upp á heiðar og allt þetta dótari. Þetta er allt rangt. Við erum að forgangsraða í þá og fólksins í landinu og bara náttúrunar og komandi kynslóða, en það er ekki þá komandi kynslóða að skilja eftir ykkur vindmyllubrök upp allar heiðar. Það er það sem við erum að fara að gera. En er ekki líka, já, það er líka, mér finnst svolítið áhugavert sem voru að segja, það er þessi grænþvottur eða hvítþvottur eða hvað kallast, sko, að það er þessi svona sáluhjálp í vindmyllunni, kannski, á meðan að við erum, eða fyrir suma, það er einhvern veginn, á meðan að við, sko, ég veit ekki hvort að við erum með þennan útblæstur mælanlega, ég veit ekki með það, en við erum allavega með mjög stórt svo kallað vist spor, við mengum á mann, akkurat á mann. Á mann, það er mikil neysla, ég veldi við séum heimsmeistari í neyslu, bara Íslendingar, og það er til og með plastneysla með fatnaði og öðru, sko, þannig að ég veit ekki, þú myndir ekkert fara eitthvað að efast það, eða hvað? Jú, ég held að við höfum ekki verið
að eyða og spenna og rusla út í náttúrunni óþörfu. Við höfum að vera til fyrirmyndar í því, en við getum ekki gert allt og ef við ætlum að fara að setja skatta á fólk út af koltvísýringi og hækka sko, það er verið að þétta byggðina, það er verið að setja ykkur að borgarlínu sem kostar mörg hundruð, kostar milljarða. Allt þetta er að fara að íþyngja fólki á Íslandi til þess að draga úr útblæstri koltvísýrings. Það er verið að niðurgreiða rafmagnsbíla sem framleiddir eru á mingandi hátt. Það eru kóbaltnámur, börnum með þræla út í þessu og það eru koparnámur og ég veit ekki hvað og hvað. Ég er ekki viss um að þessi bíla séu neitt betur fyrir náttúruna heldur bara litli sparnýttir bensínbílar. Og ég á rafmagnsbíl og það er bara mjög fínt að keyra hann og svo snöggur og skemmtilegt, en ég held í raun og veru að þetta sé ekki tækni sem er neitt hreinni heldur en þessar sparnýttistu bensínvélar sem við eigum í dag. Og svona ýmislegt sem við erum að gera vitlaus og við erum að ættum að einbytta okkur því sem skiptir máli og ekki fara að taka. Hvað skiptir máli? Ég held að það skiptir máli að bæta innviði heilbrigðiskerfið, menntakerfið. Við höfum að bara ekki vera íþyngja fólki með vitleys eins og þessari baráttu gegn koltvísýringi sem er að verða mjög dýr og ég held að það sé mjög mikilvægt að stjórnmálaflokkar fari aðeins dýpra í þessi vísindi áður en þeir ákveða að berjast, setja alla kraftan í þetta og það er svona ástæðin fyrir því að ég er að agitera fyrir þessum. Ég fannst þetta bara fullangt gengið að allir séu búin að taka þetta eins og bara einhverja trú. Nú langar mér svolítið að spyrja eitt sem tengist þessu máli ekki, nema bara eitthvað óbeint, en bara í tengslu við svona að vita hvar skoðana mengin eru eða þannig, hvort það er hægt að því að sumir segja að við séum eiginlega svolítið að stundum að lenda á milli flokka í ýmsum málefnum, þú veist, og það eru svona ýmislegt eins og bara öryggismálin og hernaðarmáli. Mér langar svolítið að spyrja þau sko Evrópusambandið og NATO. Það er svona að tjekka hvort það skarast eitthvað í þetta. Ég er örugglega ekki með venjulega skoðan í því sko. Og svo langar mér líka að því þú ert svona, þú ert orðin svolítið svona sammála Trump og Sigmundur Davíð. Nei, að sumuleyti þarna, þið skarist þarna aðeins bara. Þá ætlum ég að vita eins og með svoköldu útlendingamál sem var talað líka væri kosið. Ég skal tala þetta ESB-mál til dæmis, ég hef tekið afstöðu í því máli. Ég tel að væri ekki gott fyrir Ísland að gangi í ESB vegna þess að við værum bara svona fjarlægur útnári og hefðum engin áhrif á þær lög og reglur sem setta væru og það er mjög freistandi fyrir Evrópusambandið að bara gæta hagsmuna fjöldans en ekki einhvers fámenns hóps lengst út á jaðri svæðisins og við erum alveg gríðarlega náttúruauðlindir, við erum að gæta þeirra, við erum með fiskveiðilögsögu sem er 200 sjómílur. Það skortur á fiski og orku í Evrópusambandinu, það er mjög freistandi fyrir þá að seilast í þetta og ég óttast að lífskjöri myndi versna eftir að þeir fara að setja okkur lög og reglur. Og við getum mjög illa varist í ef við varum búin að samþykja að þeir myndi setja okkur lög. Þannig að þá held ég sér betra að við séum bara sjálfstæð þjóð og ég held reyndar að það væri bara, ég hef gaman að heimsækja ólíka þjóðir í Evrópu og mér finnst Evrópa frábær. Mér finnst eins og þessi svona stofnanavæðing Evrópusambandsins ekki af henni góða og hernaðabrölt er að nýja alveg fáránlegt. Og þessi ímynduðu, það er verið að búa til ykkur að spennu sem að ég held að þessi ímynduð. Ég trúi því ekki að til dæmis að Pútín sé að leggjast á ráðinum að storma yfir alla Evrópu og hertaka hana, hann hefur ekkert við það að gera. Rússum er að fækka, þeir eru að meira landsvæði og auðlindir heldur að geta í sér látið. Þannig að og hvað með hernaðarbrölt Íslendinga þá? Mér finnst þetta alveg fáránlegt og ég skilða bara ekki hvernig Þórdís Kolbrún gat allt í einu upp og sitt einstæmi farið í það að kaupa hergögn þegar það hefur verið yfirlýst stefna Íslands að taka ekki afstöðu í og gæta hlutleysis. Við erum í NATO en við hefum samt ekki verið í þessu að kaupa hergögn. Við höfum að kaupa hjálpagögn, jafnvel senda peninga og hjálpa þeim sem eru í vandræðum en þarna gerðist eitthvað mjög slæmt. Þorgeir og Katrín hefur haldið bara upptöknum hætti og gert illt verra. Þannig ég er mjög ósáttið við þessa stefnu, nýju stefnu að gera Ísland að einhverjum svona það er bara eins og við séum einhver svona, við náttúrulega höfum engan hernaðamátt og
maður má líka þess að við svona lítinn tannlausan smáhund sem geltir og geltir sko fyrir húsbónda sinn sko í þeirri vona að húsbóndi sé mjög sterkur sko og getur tekist á við vandræðin sem af því leiða en við ættum svona sem smáþjóð á þessum stað að bara gæta þess að vera ekki að láta okkur mikið kræla þegar ófriður reyna að vera bara alltaf að tala fyrir friði bara eins og Svisslendingar gera og margar aðra þjóður sem var reynt að geta hlutilsis. Ég kíkti á hvað Sviss hafa gert í þessu. Þeir hafa nú verið náttúrulega eru svona banki fyrir alls konar þjóður og líka fyrir rússneska auðkýfingu og annað slíkt. Þeir voru beðnir að senda hergögn og frista innistæður. Þeir sendu engin hergögn. Þeir fristu innistæður og þá voru þeim sagt næsta afhenda innistæðunar og þá sagði þeir nei, við gerum það ekki. Þeir áttu að afhenda allar innistæður rússneska aðila til bara Úkraínu sem hefði náttúrulega bara verið mjög stórt skref og þeir segja naustum ekki þetta skref. En við þurfum að setja okkur mörk í þessu hernaðarbrölti og ég held að sé mjög óskynsalegt að draga Ísland inn í þetta, inn í svona átök. Við skiljum heldur ekki svona átökur flókin þegar þessi langa og djúpa sögu sem að við getum ekki skilið, við erum ekki með utanríkisþjónustu eða leyniþjónustu sem getum fengið sannleikan og við fáum ekki sannleikan úr árásritum hvorki NATO nýja Vesturlanda nýja Rússa. Þetta er miklu dýpra og flóknara. Ég reyndi að skoða hvernig þetta stríð byrjar í Úkraínu og þetta er mjög löng saga og alls ekki fréttir af því alls ekki rétt fluttar hér og ég ætla ekki að fara út í það. Fólk getur kynnt sér þetta og sé mjög langan aðdraganda. Þú ert ekkert mjög svona hrifin af fréttaflutningi hérna á Íslandi? Nei, ég held að hann sé þú veist, þegar fréttatíminn er 10 mínútur, hvað ætlar að kafa djúpt í málin og það er svona kranablaðamennska, bara segja það sama á BBC sagði og það er ekki allir góðir en ég held að það þurfa að fara miklu dýpra í svona mál og ég held að varandi síðan já, ég er kannski ekkit í sammála neinu stjórnmálaflokki í neina þessu, ég reynir bara að skoða þetta, setja minn í hvert málið. Já, en að því nefni þetta og mögulega flokk útlendingamál þar að segja því að þegar þú varst að tala áðan að væri verið að búa til eitthvað vandamál sko og svona til þess að réttlæta aðrar aðgerðir eins og koltvísýringin þá hljómaði það svolítið eins og þegar verið að búa til vandamál úr þessum örfáu flóttamönnum sem hinga að koma og er umverulega réttlæta þá einhverjar öryggisráðstafanir og aðgerðir sko. Já, mér finnst svona til dæmis það tala að stofna hérna her, þú veist, á Íslandi. Þetta er bara hlægilegt. Ef við ætlum að stofna einhvern her sem getur eitthvað varið okkur eitthvað svona, þú veist, þetta eru bara við erum að tala 100 milljarða sko á ári sem færi þá ekki í heilbrigðiskerfið og annað. Ég sé að Evrópusamtök ætlar að setja 800 milljarða evru í kaup og hergögnum næstu árin og það því þá það er alveg rosalega há fjárhæð og á sama tíma ætla þeir að vera að gera eitthvað mikið í loftslagsmálum og heilbrigðismálum annað. Þetta er bara á sama tíma hagkerfið Evrópu í raun og stöðvast vegna þess að orkuverðið er alltaf hátt. Þeir eru búin að leggja niður sín kjarnorkuver í Þýskalandi, gasleiðslan frá Rússlandi búið að loka, þeir eru hættir að gera viðskipti við Rússland. Þetta er hróðalega allt saman skringilegt, mjög ógæfulegt. En ég veit ekki á hvaða braut þeir eru, en ég held að við ættum ekki að fara á sömu leið á þeir. En þú ert ekki eiginlega sko, þú passar eiginlega ekki inn í neitt flokk þá, það er eiginlega á endanum þannig að þess vegna, þú ert komin út úr pólitíkja og ert bara spökulur og grúska og rannsaka þessi og skrifa og fjalla og kynna þetta sjónarmið. Grúska og röfla þess að gamli kallar gera. En áttu margar skoðanabræður og systur svona eða finnst þér í? Mér finnst bara gaman að ræða fólk sem að telja ræða og rökraða sko, og skoða hugmyndir. Það er nú bara partur að vera frumkvöld, þú skoðar hérna er eitthvað vandamál, getur fundið ykkur lausnir og kafa onni í það, búin að gera þetta alla æfina. Nú finnst mér að vera vandamál að við séum komið ykkur nauðþykju kringum koltvísýring sem er kannski bara áburður fyrir plöntur og bara hollustuvara fyrir plöntur og hnöttin og ef þessi abategund sem við erum hefði ekki komið að byrja að kveiki kolum olíu
það væri kannski bara hungursneyð hjá plönturíkinu. Gætið þú bent mér á einhvern vísindamann hérna eftir þegar við komum fram sem hefur verið rekinn á Íslandi fyrir að halda þessu fram og Ekki á Íslandi, nei. Nei, ekki á Íslandi, nei. En einhver sem er svona... Erlendis þá, ef væri ungur vísindamaður í loftslagsmálum og færi að tala með þessum hætti að þá færðu bara engin verkefni, sko. Nei. En það er búið að vera svoleiðis í 20-30 ár. En eru einhverjir vísindamenn íslenskir sem að þú getur bent mér á til að tala við sem eru á sama málu og þú eða svoleiðis? Ég held ekki, sko. Nei. Þú þurfur að leita út fyrir landsteinuna. Já. Í þessu tilfelli. Ég gerir það, sko. Ég hef verið að þetta eru samt og ef fólk vil kynna sér þetta máleika hjá vísindamennum þá var gerð nýlega heimildamynd sem heitir Climate the Movie og það eru tekin viðtöl við loftslagsvísindamenn sem eru virtir og prófessori við Háskóla Erlendis og Nóbelsverðlauna hafa sem eru þessari skoðan sem ég veit ekki, fyrir nokkru missinu þá hefði ég sko bara blásið á þetta tal þitt svona og flokkaði þig sem loftslags, hvað er þetta, afneitunar sinna bara? Afneitari. Það er eitthvað ljótast orð sem við getum sagt um nokkuð. Það er að því að það kom sko þeir sem afneitu helförinni. Já. Svo er reynda að klína svo þá sem afneita loftslags. Ég meina, þú hefði bara óvart lent í þarna að vera afneitari og ég með því núna svona, ekki það að skipta máli hvernig ég dæmi þig, en ég bara hugsa um svona hvernig við flokkum og hvernig við ræðum saman að mér finnst allavega þegar að mér finnst sko þinn málflutningu vera á einhvern nátt mjög sannfærandi vegna þess að út af þessum klofningi sem að maður hefur orðið varfið þannig á milli náttúruverndar og umhverfismála og raunverulega bara samfélagslegar umbóta samfélagslegar hreyfingar og svo þegar þessi loftslagsmálin eru tekin út fyrir svigan og öll áhersla lögð á aðgerðir sem eru líka mengandi og þá fer maður svona að pæla það er eitthvað skrítið sko. Það er fyrir ekki sama hljóða mynd sko að því að ef það er svona miklar áhyggjur til dæmis af útblæstrinum akkur eru þá 2000 engaþotur á þessum loftslagsráðstefnum sem að akkur geta ekki komið 2 eða 3 saman í einni þotu. Jú, það er ekki svona rög, það er bara okkar venjulega hræstni og við erum þetta er fólkið og svo er það spurt akkur er þú alltaf engaþotu að fara heiminn og segir ég er svo mikilvæg og ég er búin að planta trjám og eitthvað svona. En ég held að en við höfum alltaf hjóli í vinnuna sko. Og svo ef allir með eða er eitthvað svona hernaðamál skreitir ekki hann eyðir alveg gríðarlega brjálæslega herþóta eyðir alveg brjálæslega gasi sko. En það er svakalega mótsögn að vera í þessum loftslagsaðgerðum. Og þetta hernaðabröld, það núlar á stundinni allt sem að við hjólir í vinnuna og þéttingu byggðar allt fyrir gíg. Tala ekki hér á Íslandi og hérna þú hugsaður bara þegar þið sprengtu leiðsluna sem er bara fullt af gasi, jargasleiðslunni. Ég held að þessi meters víði leiðsla, hún er meiri meter, 1,80 eitthvað. Og svo bara tæmist gasi bara út í loftið. Það myndi bara mörg 100 kílómetra löng leiðsla full af gasi, fljótandi gasi. Og þá hugsaður sá sem sprengdi þetta, hann var ekki svona loftslagið. Og þetta hefði engin áhrif á loftslagið. Heldur þegar allt þetta metan losnaði. Þetta er svona, við þurfum að skoða stóru myndina. Það fer bara ekki saman hljóða mynd. Það er bara verið að segja okkur að hjóla í vinnuna. Ég hjólaði í vinnuna bara lengst af og mér fannst það bara holdt. Það lendir ekki umferðinu svona. Það er alltaf leiðilegt þegar það er ógæsli bílamengun þegar það þjappast of. Það er bara fínt að losna við umferðina. En núna er verið að segja að þú mátt ekki nota bílinn og við ætlum að allt þetta. Á Íslandi þá þurfum við bíl. Þetta er bara mjög strjálbýlt land og við þurfum að komast á milli landslutana, þá þurfum við bíl. Þannig að þegar þetta er tekið alveg út úr þá raunverulega skekkist myndin ef þú ætlar að fara að fórna svakalega miklu til þess að minnka útblástur en mengar í leiðinni. Og séðan nú verið að setja tolla á orkugjöld á skipolíu og við erum bara að eyja út í Ballarhafi, allt sem við notum, allt sem við flytjum inn, kemur með skipum. En svartolíu svo sem er náttúrulega mjög mengandi líka sko bara í sjónum fyrir lífríki. Þeir nota ekki endilega svartolíu, þeir nota bara dísilolíu, skipolíu. Það er búið að banna svartolíu sem hún var svo mikið brennisteitt sem kom á henni. Það fyndna var að þeir voru að brenna sér svartolíu, það var mikill brennisteinn og það kom svona brennisteins blámóða yfir höfin eða á þessum skipaleiðum. Og hún endurkastaði sólarljósi út í geim aftur, þannig að jörðin kólnaði. Þannig að þeir hreinsuðu þetta og hættu að
nota svartolíuna þá hlýnaði. Þetta er alveg ótrúlega spennandi alls saman. Ég hef mikið áhuga á þessu, en það sem við erum að gera, ég var sammála því að hætta að nota þessa svartolíu þegar hún er mengandi og við höfum ekki að vera að ausa brennistein yfir höfin. Og ég er bara fegin að skulle hlýna á jörðinni. Það er bara tvennt sem getur gerst. Það er aldrei stöðuleiki í loftslaginu. Það er annarkvæmst er kólna eða hlýna. Ef við höfum eitthvað val þá kýs ég hlýnun. Það er alltaf en svo er þetta náttúrulega ekki bara spurning hlýnun heldur öfga í veðri og það er engin öfgar í veðrinu. Ef þú skoða línuritin sem að ég er með hérna. Já, ég lít á klukkuna nú okkar tími búin. Ég hvet fólk til að skoða línuritin yfir veðuröfga, þurrka, flóð, úrhelli, storma, allt þetta. Það er engin hérna hættuleg þróun í þessu. Þetta er bara allt svipað og var. Þannig ef ég vil ekki kíkja á það, þá segir þú að ég sé í afneitun. Þannig að það er... Ég held að fólk hefur bara ekki tíma til að skoða þetta, kannski, en ég meina það, við verðum að skoða, já. Gefa sér tíma og kíkja á þessu gögn. Og hérna, þá kemst það að því að það er ekkit neyðarástand. Eina neyðarástandið sem að það er í þessum loftslagslíkonum sem er á spá neyðarástandi. En þau hafa öll það er bara ekki hægt að spá fyrir en það er það neyðarástand í mengun samt og mannréttindabrotum í heiminum já, það er fullt af neyðarástandi það er sérstaklega þessu hergagna brjálæðisvæðing í Evrópu og stríð, það er neyðarástand og náttúruváin hjá okkur hérna er neyðarástand sem við þurfum að undirbóka fyrir að geta brugðist betur við þurfum að hafa betri vegakerfi til þess að geta þá fært okkur til við þurfum að hafa flugvelli á fleiri stöðum og svona, þetta kostar alveg rosalega peninga. Og þetta eru brýn mál, sko. Þannig að þú, ef það væri komið réttlæting og þjóðarmorði að því það væri svo gott fyrir loftslagsmálinn, þá myndið þú ekki kaupa það? Nei, ég held að það sé En það kannski er enginn að réttlæta það þannig. Enginn að gera það beint, sko, en það eru margir sem líta á mannfólki sem eitthvað svona óþarfa á jörðinni, óþarfa á plánutunni og það sem alltaf mörg, en það getur glæst við það að fólki er farið að fækka og ég held að það sé næsta vandamál er bara fólksfækkun í Evrópu, Bandaríkjunum, Rússlandi, út allt nema í kannski Indlandi og Pakistan og einhverjum Afrikuríkjum. Frjósemi er bara komið niður fyrir, við náum ekki viðhald okkur sem samfélag. Og það er ekkert að leysa með innflutningi á fólki, sko. Þannig að það er alvarlegt, það er sko mjög alvarlegt mál. Og ég held að stjórnmálamenn ætti að vera að velta því fyrir sig hvernig ætlar að hvetja fólk og gera auðveldara að stofna fjölskyldu og eiga börn. Það er miklu mikilvægara heldur en þessi loftslagsvá. Þannig að þetta komstu bara mjög samt svona mjög pólitískt dæmi þannig að hvetja með fjölskylduna og kjarnafjölskylduna og eignast börn. Já, en við hættum hér. En við kannski tökum upp þráðinn í samræðinni. Frosti Sigurjónsson, rekstrarhagfræðingur. Kæra þakki fyrir að koma að rauðaborðinu. Takk fyrir spjallið. Og ræða bara hitamál neyðarástand eða ekki neyðarástand. Ég þakka hlustendum og áhorfendum fyrir að vera með okkur í þessu spjalli og bara við rauðaborðið í allt kvöld. Við höfum farið bara víða í okkar samræðu eins og venjulega og ég þakka ykkur fyrir að fylgja okkur eftir og minni ykkur á að þið getur hlustað á okkur í bílnum til dæmis eða bara í útvarpinu yfir höfuð 89,1 FM og síðan á öllum helstu hlaðvarpsveitum og á númer 5 í sjónvarpi Símans og YouTube og svo er síðan okkar samstöðin.is og þar getið nú líka styrt okkur eða gert áskrifendur. Það dagskráin okkar er öllum opin en ef þið viljið svona stuðla að því að við getum enn frekar beitt okkur að dagskrágerðinni þá er þarna hægt að styðja okkur með smá mánaðarlegum greiðslum á hnappi stendur áskrift. Ég þakka Laufey Líndal Ólafsdóttur fyrir að sitja hérna með mér og okkur í kvöld og varpa samræðinni yfir til ykkar. Við komum aftur að rauðaborðinu í vikuskamti á morgun föstudag en ég þakka fyrir í kvöld. Ég heiti Oddný Eir og þakka fyrir mig. Takk. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.